Þessi þáttur í boði Pop Smells frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði pop sem kemur í 2 bragðtegundum, venjuleg súkkulaði og pipardutti. Pipardutti klálega uppáhaldið mitt. Subway, bestu bátarnir í bænum. Subway býður upp á alls konar mat, vefjur, salat, báta. Uppáhaldið mitt, klálega kaldur BMT og ég verð að fá allavega 3 svona smákökur í desert. Sambíón reka 5 kvikmynduhús, 1 á Akureyri, 1 í Keflavík, 3 í bænum, Álfabakka, Kringlunni og Egilshöll. Þið sem hafa hlustað mikið á bíóblaður vitið að Egilshöll klálega uppáhaldsbíóið mitt. Það ekkert sem toppar sal 1 þar. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn. Ég vil líka þakka ykkur fyrir að horfa að hlusta á bíóblaður. Ef þið viljið styrkja bíóblaður, þá mæli ég með að versla við þessu frábæra fyrirtæki. Ég vil minna á að bíóblaður á Instagram, TikTok og Facebook. Endilega fylgjið mig þar. Þú færði þér Subway kökur á vild. Herri, já, ég var að koma úr ammæli verið þess. Ég er búin að vera að tróða í mig hérna í allan dag. Ég gerði hérna á Instagram. Ég ætla bara að tjekka þessu nákvæmst núna. Smá könnun. Ok. Ég veit ekki hvort þú varst búin að sjá það. Ég svaraði einhverju það í gær. Ok, en ég gerði það. Ok. Ég er ekki mikið á Instagram, sko. Nei, ég er bara mikið út af bíóblaði. Já. Ég segi, hvað ég gera við Subway kökurnar? Ég tók þetta upp rétt án þú komst. Ok. Hvort ég þetta borða það sjálfur eða gefa gestinum. Og hvað stendur? Þú borða það sjálfur? Já. 53% segja ég að borða það sjálfur. 53% eru eigingjarnir fávitar sem vilja ekki deila með öðrum. Ég var líka þar að rýna aðeins betur í þessar tölur eru tölur sem ég vel rýna í og líka nöfnin. Hverja var að segja það? Vilt þú virkilega ég geta það neitt á gesturum? Þannig ég ætla að fá mér ef þið eru saman á eftir. Já, gjörðu svo vel. Að því mér finnst svo góða kökur. Þetta er bara bestu kökur sem þú færð. Þetta er samt bara ríkalega gott, sko. Ég veit ekki, það er örugglega, þú veist, hlýtur að vera bara sykur massin eða eitthvað sem gerir það svona mjúkar og bara ávanabindi og góðar. Já, ég tjekkaði mitt á því, ég talaði við markastjórinn hjá Subway. Þetta er uppskrift frá þeim. Þetta eru Subway kökur. Þetta er ekki eitthvað sem er keypt eða neitt svoleiðis. Þannig að ég á eftir að fá mér, ég er sérst búið með eina, bara svo veitur það, ég er búið með eina köku. Þú er gott aðeimaður. Og ég veit að kærastu mín áttur að segja eitthvað ef ég segi henni ég hef klárað allar kökunar. Hún er ekkert að horfa á þetta. Nei, kendi mér bara það. Ég segi bara síðan bara Já, hann kom hérna og hann var ógeðslega, hann var svo gráðut svín. Hann bara heimtaði fleiri kökur. Herðu, ég ekki bara að byrja þetta? Jú, ekki. Jú, ég hefur örgulega Subway talið með inn í þessu. Það er bara skemmtilegt. Ég er ekki með þetta intro. Nei. Þú hlustað okkur þetta og veist að ég er ekki með þetta svona... Já, 100% þú bara byrjar, sem er langbesta leiðin til að gera þetta, sko. Mér finnst það skemmtilegast. Já. Og fólk bara á þetta að kynast þér í gegnum þáttinn. Já. En gaman að geta komið og við erum búin að loksins hittast. Já, tók smá tíma en þetta gerðist loksins. Tók smá tíma, þú ert sérst fyrir það sem er að hlusta, þú ert hinn helmingurinn af podcastum sem Tommi með. Já. Sérst popkultúr. Þú og Tommi eru svona co-hosts. Þá væri ég að spyrja því, ég held mér ekki spurt Tommi út í það. Af hverju byrjum við þetta podcast? Hver á pælingin? Sko, þetta var hans hugmynd, upprunalega. Og hann hafði bara samband, því við höfum þekkst mjög lengi og unnið mjög mikið við margt, sko. Vorum með bíóin saman og hérna, ég kynnist Tomma, sko, bara fyrir mörgum árum síðan, ég bara tók upp síman og hringdi bara í hann. Því ég var með PSX, PlayStation samfélagið á Íslandi. Já. Og ég hugsaði að áhuginn minn var alltaf kvikmyndir. Já. Hann mér langaði að hafa forsýningu á einhverju bíómynd. Og það var Resident Evil sem kom til greina því ég var eina tölulegja myndin, alltaf glötuð mynd, sko, þetta var Resident Evil 4 eða eitthvað, þú veist, hörmuleg mynd að öllu leyti, en ég bara, getum við ekki haft þetta alveg skemmtilegt innan samfélagsins, þú veist, PlayStation samfélagsins og hort á mynd saman, þú veist, ykkur forsýningun, ég bara reif síman, hringdi bara í mannin sem var með kvikmyndum.is, sagði bara, blessaður, getum við haft sýningu saman, og þannig kynnstu við. Þetta eru hvað mörg ár síðan, ég meina 4, það er stíð á 4. Þetta er hvað, komin 12, 13, ég mannaði ekki, maður. 2007 eða eitthvað? Já. Eða meira? Tímum fljóttur að liða, sko. Þetta líður svo rætt, maður. Þarna var ég líka, hvað ætli ég að vera? Ég er ekkert svo gamall, sko, ég hef verið bara... Hvað ár gerstu? Ég er 94. Þú ert 94? Já. Shit, Það kemur fólki oft óvart, sko. Já, þú virkar svona þroskaður og fullarinn. Þetta er þess að þrós, sko. Já. Ég var nú einu sinni í vinnunni og giskum aldur og það var þetta er ekkert skot á, þú veist, en fólk frá Austur-Evrópu er ógeðslega, heiðarlegt. Já, hreinskilið. Já, hreinskilið. Já. Þú veist, það er bara, það er no bullshit. Mér finnst að persónan vera kostur. Já, 100%, sko. Stundum vantar, ef það er við línuna eins og gerði mig, þú veist,
það var svona verið að giska hvað væri gamalt og svona, já, þú ert örugglega 30, þú ert með hrukkur og ég bara Já, ég skilji. En hérna, já, sko, podcastið við bara ákveðum bara að byrja, þú veist, komum vel saman, spjöllum vel saman og þú veist, það mikill svona smá svona yin-yang faktor ef þú hefur hlustað. Þannig mjög fróður kvikmyndir. Það vægtur orðið ekki. Alveg bara rosalega, ég ekki alveg jafn, en þú veist. En mér finnst þú bara góður að geta hangið með honum, því ég hef ekki kynst neinum eins og Tómas. Hann sér á báti. Það rosalega fróður, það bara bókastarnir í hausnum á honum, sko, það kemur að kvikmyndum. Já, ég minnst líka bara svona að séð 99% öll sem hefur verið framleitt. Já, það bara, þú veist, maður kannski að tala í okkar podcasti, bara, já, ekki séð þetta, bara, nei, en þú veist, endilega sem við frá því. Ok, þannig að þið byrjuð með þetta podcast saman. Voru þið ekki líka, störtuð þið ekki bíófíklum? Nei. Jú. Já, er það ekki? Bíófíklar, sko, nú ætla ég að afhjúpa leyndamál. Sem að, hérna... Þetta er Facebook-grúpa, fyrir þess að það ekki, bíófíklar. Já, og ég ætla að afhjúpa, hérna, leyndamál. Við byggum til bíófíkla í markaskinni. Þegar við vorum með, sem sagt, þegar Tommi var þá ritstjóri kvikmyndum, nei, þegar við vorum bíóvefin, þá vorum við bara, þú veist, vefurinn var keyrður bara með eins litlu fjármagn og mögulega hægt var. Þú veist, það er bara ekkert, þú veist, það er bara ekkert fjármagn í þessu. Og ég hugsa að við þurfum að ná okkur reachi á Facebook, en við þurfum alltaf að vera að borga fyrir það, skilur við. Facebook blóðmjólka mann eins mikið verið geta. Já. En ég hugsaði, býtum við, ok, ef við postum ykkur inn á Facebook sinni á bíóvefnum, þá fáum við, þú veist, 20 reach, 30 reach. En allir fá athugasemd ef þau eru inn í grúppu. Þannig við ákveðum búa til grúppu sem heitir bíófíklar, tengt við bíóvefin. Og þar auglýsum við forsýningar og allt drasl. Og svo hefur það bara haldið áfram, þú veist, bíóverum bara hætti og hérna, en grúpan liði bara og held áfram. En þú veist, upprunalega planið var bara basically, hérna getum við komið okkar efni á framfæri, á þess að vera að borga fyrir það og við fáum actually, þú veist, fólk sér það sem við erum að posta. Vá, þetta er samt, já, þetta er mjög sniðugt. Þetta, eins og þú segir, þetta kostar ekki neitt. Nei, þetta var bara frýtt og þetta virkaði. Ég hætti kannski stóna bíóblaðurs grúpu á Facebook. Já, það eru mörg hlaður sem eru með grúpur, með örgulega þessari ástæðu, sko. Af því að grúpurnar, Facebook náttúrulega fór rosalega langt inn í grúpu menningun og þeir náttúrulega byggu til app sem að hétt bara eitthvað grúps. Ég heldur að ég er búin að cancela því samt núna, sko. Já, þú meinar. Þú áttir ekki á sín tíma. Já, þú varst með appa sem þú kannst bara verið við grúpuna þínum. Og þú veist, þeir eru búin að búa til náttúrulega svona mín í samfélögu kring grúpunar og fólk spjallar náttúrulega mikið þar og svona. En finnst þið Facebook í dag að vera svona sama powerhouse og það var í svona auglýsingaskínu og markaskínu? Nei, ég held ekki. Ég fer ekkert inn á þetta í dag, sko. Mjög lítið. Það er alveg margir sem ég þekki sem bara þoli ekki Facebook, fari ekki Facebook. Nei, þetta breyttist. Þú veist, þetta fór, mannst ekki þar Facebook að búið til. Maður svona skrollaði niður, þú veist, sá myndir af fjölskyldu og svona bla. Núna skrollaði niður og sér bara auglýsingar. Já, þetta er rosa mikið auglýsingar. Já, þú veist, þetta er bara eins og þú er basically búin að opna bara, þú veist, billboard bara í símanauðinu. Þú veist, þú bara horfandi bara auglýsingu eftir auglýsingu, skilur. En ég verð samt að viðurkenna það, stundum fæ ég eitthvað auglýsingu af því það er alltaf svona target á mann. Ég er bara svona, já, heyrðu, þetta er sniðið, mér vantar svona, eða eitthvað. Allan daginn, ég meina, það er markmiðið, ekki? Þú veist, að gefa þér auglýsingar sem að þú vilt sjá, gera hamingjusamar með auglýsingarnar. Og þú veist, þannig að þú actually kaupir og eyðir pening og svona. Og meina, þú veist, ég er líka bara oft mjög hrifinn af því, sko. Stundum sem maður eitthvað síðu eða eitthvað, bara, já, heyrðu, og kíkir á. Já. Og kannski hefur veslar. Já, ég hef alveg veslað eitthvað svona shit þetta, targeted ads, þú veist. En breyttist þetta bara út af því, heldur það? Svo kom náttúrulega Instagram og já, ég meina, það komið svo margir staðir, þú veist, einhvern veginn. Og svo er ekki líka alltaf þannig að, þú veist, maður setið MySpace. Ég var aldrei inn á MySpace. Ekki heldur. En ég er samt kynslaðin sem átt að vera MySpace. Ég var bara svo þrjóskur. Já. Og ég bjóði aldrei til, þú veist, og ég líka, þú veist, ég bjóði í Danmörku hluta sem krakki og ég bjóði í Noregi líka og svona, þannig að ég misti stundum á svona trendum. En MySpace var alveg bara thing og þú veist, fólk var eitthvað, já, við erum búið til MySpace og ég sagði nei, en ég bjóði Facebook-grúpu. Nei, hérna, prófæl. Þú veist, Facebook-prófælið minn held ég bara, þú veist, orðin hvað í dag, örgulega 15 ára gamall eða eitthvað. Já, það er langt síðan það byrjaði. Já, það er orðið mjög gamalt. En þá var bara ömmur á Facebook. Ömmur og ég. Já, þá? Já. En þessi í dag, er þetta ekki kannski aðalega eldra fólk? Er ekki yngra fólki á Instagram? Jú, það er ekki, það er ennbla málið, þú veist, þetta bara gengur af MySpace hvarf, þú veist, og svo bara festist fólk eiginlega á einu stað sem er svona íhaldsamt og fer ekki á næsta. Þú veist, en það er bara allir flæðið yfir Instagram og auglýsingar, það eru svo flæðir á TikTok. Er auglýsingar á TikTok? Ég veit það ekki. Ég er alltaf bara skoðandi TikTok og hlæjandi eitthvað, svo bara... Já, TikTok er svolítið áhugur miðl.
Ég tildra nýkomin inn á hann og það er svo svakalt svolítið svona organic reach, við tala þetta í podcastinu, að ég er kannski bara með 350 fylgjendur. Svo kannski eitthvað klippa að mér komið upp í 10.000 views. Einmitt. Það er ógeðslega mikið. Það er ógeðslega mikið. Þú getur séð líka, ég sé bara, ok, þetta er allt Ísland. Þetta er ekki bara einhverjir út í Bandaríkjunum með eitthvað sem er að sjá þetta er Íslandingar sem er að sjá þessar klippur. Og hann hjálpa greiðarlega þegar maður reyna að markasetja eitthvað á svona. En auglýsingar, kannski ekki eins og á Facebook eða Instagram, en það er samtalið svona einu klippa, þá stendur, þú veist, #ad eða samstarf eða eitthvað. Já, þetta er náttúrulega, það er rétt hér, þetta er svona organíka auglýsingar, búið til í samstarf við fyrirtæki. Þannig að þetta er, þú veist, #ad dæmið. Já, sem mér finnst alveg svona skemmtilega einhver leiti, það er oft eitthvað svona innihald, en ekki bara keyptu þetta. Já, það er bara mynd af vörunni. Já. Það er einmitt, þú veist, Instagram finnst mér persónulega hafa gert einmitt smá mistök að því að, þú veist, Facebook náttúrulega á Instagram og þá náttúrulega fóru þeir að íta auglýsingunum þar inn á. En þú veist, málega stories, draslið og myndir, þú veist, þetta eru svo mikið auglýsingar nú þegar frá fólki, skilur, sem er að posta sjálft og þá er komið ofan og það eru konar venjulega auglýsingar. Þannig að það er mikið auglýsingum orðið á Instagram. Rosalega mikið maður. En mér finnst samt gaman við þetta, þú veist, tala bíófíkla og þið stofnaði þetta svolítið svona til þess að auglýsa ykkur og það sem þið eru að gera. Að þessum Instagram, mér finnst svolítið gaman að ég sjálfur, ég var ekkert á samfélagsmiðlum. Það var ekkert skemmtilegt. En mér finnst gaman að posta einhverju, hvað er þetta betri mynd, þessi eða er ég búin að horfa þess að þetta, eitthvað svona bíómyndu tengt þessu ég er að gera og það er gaman að sjá viðbrögð fólks, ég fá alls konar svona skilaboð, það er ekki svo vænt það og ef að samfélagsmiðla væri ekki til þá væri ég, kannski væri ég að fá e-mail. Já, mögulega. En það er bara ekki það sama. Nei. Við hefum fengið nokkur e-mail í podcastinu okkar. Það er svo skemmtilegt fyrirbæri að fá tölvupóst frá einhverjum með þessu, skilur við. En samt segjum við alltaf, sendið okkur bara skilaboð, finnið okkur bara á Facebook. Er það bara þig persónulega? Já, þú veist, þá erum við að segja bara finnið bara okkur. Þú veist, við segjum nöfnin okkar mjög skýrt í byrjun og enda hvers þáttar. Segja bara, sendið okkur bara skilaboð á Facebook. Þú veist, Tommi hefur fengið einhver skilaboð á fólk sem hann þekkir. Ég hef ekkert fengið, en við höfum fengið tölvupósta. En ég samt kann alltaf með þetta. Já, mér finnst alveg gaman, sko. Þú veist, maður fær eitt e-mail. Oft er þetta líka bara vel orðað hjá fólki. Bara eitthvað Sæll Hafsteinn, ég er búin að hlusta á podcast, eitthvað svona. Mér þykir rosa vænt um það. Þannig að ef þið eru búin að senda mig e-mail, ég svara öllum. Ég er ekki að fá okkur 1000 á dag. En mér þykir rosa vænt um þetta. Það er líka, ég held að fólk fari í meiri formlega stílin eða er að fara að senda tölvupóst. 100%. Þess að því að líka tölvupóstur er bara basically integratorinn í lífið okkar þannig að við erum að vinna í tölvupóstum, skilur við. Ég vinn í Outlook, skilur á daginn, þannig að ef ég er að senda tölvupóst þá vanlega verður aðeins formulega. Já, ég reyndar eins og klikkaði með þetta. Þetta er svo ef ég er að skrifa bara Facebook skilabóð eða Instagram, ég reyna vandamálfræði og starfsendingu svona, en það er rétt sér, flestir gera það örugglega ekki, en ef þú myndir beða þetta fólk að setja e-mail, þá myndi það einhvern veginn örugglega vanda sig aðeins betur, það virkar aðeins meira pró. En já, það er gaman að þessu. Herðu, förum við eitthvað svona nördatótt? Já, let's go. Það er því að ég veit að þú ert kvikmyndaáhugaður, mikill, og kærasta mín er fann að spurja mig núna, því að þegar ég hitti svona kvikmyndaáhugamenn, þá er þetta svo langi þættir mér, og hún er fann að spurja mig núna alltaf fyrirfram, hvernig það var að hitta? Já, þetta er Sigurjón, er það eitthvað nýr? Já. Hvernig gaur það? Ég sagði, hann er kvikmyndaáhugaður. Já, ok, þannig að þú verður lengi. Þannig að þú ert ekki mat í kvöld sem sagt. En hún svona baði mig, hún bara kemur ekki örugglega í mat. Ég sagði, jú, ég skal lofa þér í mat. Þannig að við getum ekki verið með 4 tíma podcast. En málið þegar ég hitti nörda, sem við veitum hvað er að tala um, þá get ég ekki hægt að tala við fólki. Ég skil það bara vel. Er það ekki? Hvað er það? Ég meina, þú veist, þetta er bara, þú veist, er þetta ekki bara, koma að draga, þetta er bara samfélag, við höfum bara gaman að tala um þessu hluti. Þetta er áhugamál okkar. Og þetta er líka bara eins og held ég fyrir mig og þig og marga aðra, þetta er bara stæðst áhugamálið. Alveg númer 1, sko. En hvernig, ok, þá er samt vaknaði spurning á mér. Ég veit að þú ert þáttastjórnandinn og þú mátt spyrja mig svo vilt. Þetta er spjall. En bíó. Hversu mikið ferð þú í bíó núna? Ég fer náttúrulega sérstaklega mikið núna því að Sambjóin er að sponsa þáttinn. Já, einmitt. Og það gerir mig kleift, þökk til þeim að ég kemst oftar í bíó. En eins og, þú veist, áður en að Sambjörn að sponsa, hversu mikið fórstu í bíó? Þess að þér í COVID? Já. Já, þú tala um það? Já. Ég fór nokkuð oft. Já. Ég hugsi ég hafi farið, það er alltaf minka eftir ég eldist. Og ég tala ekki um, maður er komið með kærustu, maður er komið með barn, það er alltaf minka, þeim fækkar skiptunum. Ég fór samt alveg nokkuð svona duglega. Ég hugsa, ég var örugglega að fara, svo spurning hvað þið vistur mikið. Ég hugsi ég var að fara svona
25 sinnum ári. Já, sem bara fín tala. Er það ekki bara ágætt að tala? Jú. Ég var einu sinni þannig að ég fór einu sinni í viku, sko. Ég líka. Og þú veist, stundum 2 svar. Ég sá allar myndir. En varstu ekki líka tölvöld yngri? Jú, og hafði náttúrulega tölvöld meiri frítíma, sko. Já. Eða þú veist, ég heit ekki frítíminn, samt alveg svipaður. Ég nenni ekki, ég svo mikið komin á þann stað núna, ég nenni ekki að gera með ferðina. Nema ég sé að fara að sjá eitthvað sem ég langar að sjá virkilega mikið, skilur. Ég nenni ekki, þessu besta dæmið sem ég get nefnt hversu mikið ég fór í bíó, er að ég var einu sem búin að sjá allt sem var í boði. Nema Ghosts of Girlfriends Past með Matthew McConaughey. Ég fór ekki á hana í bíó. Ég hugsaði bara, ég veist, mér langar svo mikið í bíó, ég fer bara á hana. Og þú fórst á hana? Já, hún var ekkert spes. Ég var bara búin að sjá allt annað. En mér finnst, þá fannst mér líka að koma alltaf meira að myndum í bíó. Já, það gerði það á sín tíma, sko. Netflix og streymisveitur hafa í rauninni, það hafa eiginlega útrýmt, þú veist, miðju-budget myndinni. Já. Sem að eru myndir sem að voru að gera það svo gott á Íslandi. Já. En það eru allir konur inn á streymisveitur. Ég fekk með tíminn Þorvald sem vinnur hjá Sambjónum, hann er í 30 ár, minnum við. Hann er með talað um þetta, hann sagði í dag, að þeir eru með samningu við Disney, að Disney er í dag, myndir sem þeir eru að gera, sem eru kannski eitthvað svona medium size budget, kannski aðeins unnið að það, þessi er bara, í dag þetta bara gert við Disney Plus. Já. En fyrir 20 ára síðan þá var hann komið í bíó. Einmitt. Það er greiðaleg breyting. En ég kannski, eins og þegar ég fór kannski eins og skrifa alltaf niður. Ég safnaði bíó með ég var yngri. Já, ég líka, með veskinu þetta orðið svona þykkt. Já, þetta er ekki svona í geimsli, það er að finna þetta. Já, mitt var þvóttavélina. Þú kannski fór þetta í þvóttavélina. Þannig að með þetta er ónundir. Já. Ég var ennþá mína tilhaukstunum í einhvern kassa í geimslinni. Ekki. En þá skrifaði líka, bara í loka ásins að skrifaði hversu oft ég fór. Metið mitt var 54 sinni með eitthvað. Sem mér finnst nokkuð gott. Það er mjög gott. En í þeirri tölu voru kannski 5 sýningar á þessari mynd, ákveðni mynd. Já, þú fórst ofta sömu myndina. Ofta sömu myndina. Frekarn að fara á Ghosts of Girlfriends Past. Já. Þá fór ég oft á okkar mynd sem ég dyrkaði. Já. En það er eiginlega búið í dag. Já. Ég hef farið max held í 2 eða 3 ára sömu mynd. En það er max skiptið? Já. En þú veist, ég hef hort náttúrulega mikið á sömu myndinar aftur heima, skilur við. Já, en það er ekki það sama? Nei, það er ekki sama. Ég er bara einhvern veginn, þú veist, að ég veit það ekki, þú veist, það er bara, þegar það líður svona lítill, stuttu tíma á milli, þá nenni ég ekki verið að fara aftur í bíóið út af, sko, hlénu og auglýsingunum og því dóti. Já, ég skil. En eins og þegar að Kick-Ass kom út, ég man eftir því, þá bjó ég á eyju í Noregi, 40 manna eyju. 40 manna eyju? Já. Og bíó þar? Nei. Ég ætla að segja. Þannig að ég þurfti að horfa á hana, því hún, þú veist, sjálfsögðu. Þannig að ég náði bara innan með ýmsum leiðum, horfði hann heima og þá horfði hann 2 einu sólring. Horfði hann morguninn, þetta var laugardagur eitthvað, og svo horfði hann aftur kvöldið, því að bara þetta geggjuð mynd. Varstu einn í bæðaskipti? Já. Já, ok. Já. Ég var mikið einn á þessari eyju, sko. Með 40 manna eyju? Já. Ég held ég hef aldrei svona gert það. Ég held ég hef aldrei hort einn á sömu mynd á sólring. Nei. Af því eins og þegar ef ég fyrir 5 svona okkur mynd í bíó, þá er ég ekki að fara 5 sinum einn eða 5 sinum mannesku, þá er alltaf að fara með öðrum og ég næði svolítið svona að upplega myndin í gegnum þessa mannesku sem ekki síða hana. Já. En þessum skiptum fyrir fækkandi í dag. Já, skiljanlega. En eins og með þetta, þú talar um bíó, að fara í bíó. Þetta er smá pakki, þú þarft að oftast finna eitthvað með þér og svo þarf að keyra í bíó og allt þetta. Já. Og þetta er búið að breytast. Hvernig fílar þú þetta streymisveitur? Ég er mjög hrifinn að því, sko, upp á þessu marki. Mér finnst mjög leiðilegt, samt, þú veist, við förum alltaf í vítaring, einhvern veginn. Þú veist, Netflix kemur, kaupir basically frá öllum og eru bara stæðasta efnisveita í heimi. Og svo splundrast þetta. Og þú veist, við erum að fara bara aftur í keibúlið. Þú veist, fyrir bandaríkjumenn, skilur við. Þú veist, við erum að fara bara aftur í keibúl, bara, heyrðu, þessa þjónustu, þessa þjónustu. Þú veist, ég er með áskrift núna af HBO, Netflix, Apple TV, Hulu, Disney. Og Disney Plus. Ég borga fyrir 5 fokkin veitur. Þú er ekki eins og tíma til að horfa á það. Nei. Það er bara ákveðni þættir á ákveðnum stöðum sem ég langar að horfa á, skilur. Og það er bara, ég er að horfa á Sopranos núna á HBO Max til dæmis. Það er ekki búið neins annars staðar. Nei, er það fyrst skipti þú sér það? Já, ég er að horfa á það fyrst skipti. Hvernig finnst þér? Bara að byrja rosalega vel, ég er ennþá á fyrstu seríu. Þetta er svo gæðið geggjastöf. Já, af því að sko, ég byrjaði á Sons of Anarchy daginn. Já. Kláraði fyrstu seríu af henni og byrjaði á annarri seríu og hætti og hugsaði að mér langar í, þú veist, eitthvað actual
glæpadrama. Þetta ekki, ég held ég væri að fara inn í svona, þú veist, geðveikt Harley Davidson glæpagengis dæmi, en að ykkur ástæði þá var að snúast allir þættir bara ykkur svona rómans. Bara sápa? Já, þetta bara sápa og bara plott í gegn, ég bara, heyrðu, ok, þetta ekki beinta sem ég langa að fá, þú veist. Ég var svona, á ég bara að horfa á Breaking Bad aftur, eða... Nei, endilega taktu Sopranos. Já. Líka þér að segja, þú horfði fyrst skipti, að ég hardcore Sopranos maður. Þeir verða meira þess að betri, sko. Já. En það líka leiðilegt. Seríu taka svona smá tíma fyrir að finna svona grúfið sitt og svona. Já. En já, gaman að horfa Sopranos. Þannig þú ert að horfa með HBO, allar þessar veitur, en þú hefur ekki tíma til að horfa á nærði í helmingina sem þessum veitum. Nei. Af hverju er það með allar veitur? Er það bara alltaf við sérstakar seríur? Það er bara ákveðið efnið sem maður vill sjá einhvern veginn. Og þú veist... Þetta er eins og segja, þetta er vítarhingur. Já, þetta er vítarhingur, því að nú er búið að splitta þessu upp. Þú veist, það var nóg einu sinni að vera bara með Netflix. Það hefur komið allt þar inn á, skiljur við. En nú er það bara, já, þú veist, nú er bara, nú þarf þetta að fara að kaupa hálfan heiminn til að sjá það sem þú vilt. Og svo er þetta, komið allt í einhverja Paramount Plus og eitthvað, nú renni ég bara ekki svona spá í hvort það sé að koma eitthvað nýtt. Ég er bara ánægður að sem ég þarf ekki meira. Af því ég er alveg þannig, ef ég sé að það er að koma eitthvað, þú veist, á, segjum bara Paramount eitthvað, það er ný sería með þessu og eitthvað. Ef ég veit af henni, þá vil ég horfa á hana, en ég ákveða að hunsa þetta bara. Já, ég sammála, þetta er orðið svona, þetta er tölvöld flóknara, heldur að Netflix kom fyrst. Og ég heldur að NBC er komið eitthvað Peacock, eitthvað channel hjá þeim. Og það er eitthvað, þar sérðu Office. Þú veist, af hverju verið að taka Office af okkur? Var það ekki alltaf á Netflix? Jú. Já. Þetta er orðið svolítið pirrandi. En ég bara hef ekki tíma til þess að, líka bara svo í dag, þú ert að horfa Sopranos. Já. Það eru nokkra seríur. Já, 50 og eitthvað mínútur. Já, hver þáttu 50 mínútur eða eitthvað. Já. Það tekur ágætis tíma fyrir að fara í gegnum það. En þú þurft líka að vinna og rækta vinasambund eða kærust eitthvað. Þú kemst ekkert yfir það að horfa alla góða þætti sem verða gerðir. Nei. Þannig að þú mynd þurfa að kötta út mjög gott sjónvarpsefni. Þetta er einmitt, ég var einmitt að hugsa, sko, hérna... Sorry, ég ætla að fyrstu kökuna. Já, gjör svo vel. Ég er búin að vera að hugsa henni í vikunni svona, hvað er einhverju hluti sem ég væri til að koma framfæri hérna meðan við erum að spjalla saman. Og þú neglir á mitt inn á eitt punkt þarna. Sko, ég fættur 1994. Mér fyrir kvikmyndadæmi finnst mér ég vera að fæðast alltaf erfiðum tíma varðandi efni. Og þú veist hvað að mér finnst ég ekki verið búin að sjá svo mikið af myndum. Þú veist, einhverja stóra klassíska myndir, ég hef kannski ekki séð þær, en ég er reynda þannig að spoilerar fyrir svona gamalt legendary stuff pirra mig ekki. Þannig að þú veist, ég bara veit hvernig myndin er, ég veit hvað gerist og svona, og ég mun horfa á hana, en þetta er bara svo ógeðslega mikið flæði endalaust af myndum. Finnst þér þetta ekki hafa aukist í gegnum árin? Þú veist, bara framleiðsla. Þetta er bara alltaf meira og meira og meira og meira. Jú, en ekki gæðin endilega. Nei, alls ekki. Sko. Sérstaklega ekki í bíómyndum. Nei, sérstaklega, nei, ég sammála þér. Af því að sjónvarpsþættir eru orðin svolítið vandaðir. Já, mjög. Margar seríur mjög vandaðir. En eins með bíómyndir, maður sér þetta best á Netflix. Að það sem bíómyndir þeirra að gera, 99% af þessu bara rust. Já. Bara drast. Já, þetta er bara filler. Já, algjör filler. En það er með málið, þú lendir í því að þú getur ekkert séð allt. Og þú þarf að kötta bara út gott efni. Já. Af því að dagskráin þín er full af góð efni. Ég get ekki sagt við, þú voru að horfa á þessa seríu í staðinn fyrir Sopranos. Nei. Skilur, einhver ákvæmni seríu sem ég mjög huga, þú verður að sjá hana frekar en hana. Akkurru. Skilur. Ég er líka búin að vera með Sopranos á dagskrá hjá mér svo lengi. Og veist, núna ákveði ég bara ég ætla bara að horfa á þetta. Veist, ég ætla bara að leggja allt annað á hliðina, þú veist, ég ætla ekki að fara að horfa á hvað. Ég reyndi að horfa á Alien í vikunni. Alien? Já, ég var að hlusta á þig og Tom að tala framhaldsmyndir eða sci-fi eða Alien, og ég ákvað að horfa á hana. Hafður ekki séð hana? Jú, ég var bara að horfa hana aftur. Bara reyðinu? Já. Hvernig þú eldast? Allt er lægi, sko. Lægið meina það? Jú, þú veist, þetta er góð mynd, en þetta er, og þú veist, þetta er frábær mynd. Það sem ég ætlaði bara að segja hana er, miðað við standardana í dag, sem fólk býst við að hryllingsmyndum, þá eldast hún illa. En þetta er hryllingsmynd sem að ég vil sjá. Ég hef ekki gaman af mest meirhlutin af sorpinu sem að kallast hryllingsmyndir í dag. Sko. Eitthvað svona jumpscare dót og eitthvað. Já, ég líka bara, ég verði svo ógeðslega fucking hræddur. Já, það? Já, bara, það er vandræðilegt hvað ég verði hræddur, sko. Bara yfir hryllingsmyndum yfir höfuð, góðum hryllingsmyndum? Já, eða þú veist, ef það er svona mikið jumpscare, mér bræður alltaf. Þú veist, það skiptir ekki máli. Þegar fyrir afklæðast, fyrsta flíkin sem fyrir af. Afklæðast. Þú finnur alveg, það er fínt á gluggan. Já, mjög gott. Opin.
Það bara stilt við úti, þá get ég haft opið gluggan. Ég get ekki alltaf. Nei. En eins og með það, jumpscare. Það ekkert mál að bregða fólki. Nei, það verður ekkert mál. Eins og mér, ég bregður við öllu. Mér líka, basically. Oft sem ég lendi því að fólk vil fara með mér á hryllingsmynd af því að það er svo gaman að sitja við hliðin á mér. Og þú veist, mér finnst bara ekkert fyndið við það, persónulega, að lenda í því að vera alltaf að bregðast. En þú veist, yfir líka bara einhverjum svona sorpi. Þú veist, yfir því að, þú veist, kötturinn hoppar fyrir frá myndaðelna eða, þú veist, það skellt hurð á baku eða eitthvað. Eitthvað svona cheap. Já. Það er eitt jumpscare sem ég man eftir sem að fokkaði svo mikið í mér þegar ég var að horfa á myndina í salnum. En ekki cheap, það mjög gott. Það í Drag Me to Hell, þegar hún í kofanum, mannst eftir þessu. Ég sé hana. Hún í einhverjum kofa, snýr sig við og gamla konan svona kemur út úr, basically, búin að fela sig á baku tólinn. Ég ætla að man mjög vel eftir þessu atriði að því að, þú veist, mér brá svo ógeðslega mikið. En var hún ekki dáin þá, gamla konan? Jú, hún var dáin. Já, það var svona svo draugur hennar eða. Já. Mér rámar í það. Mér fannst þetta effektiv og þetta skítrætti mig og mér fannst það ekki cheap. Af því þetta var held ég bara eina jumpscare í allir myndinni eða eitthvað. Já, það ekki svona jumpscare mynd. Nei. En það eitt, ég myndi ekki eins og kalla það jumpscare, en það eitt atriði sem ég man eftir einni mynd. Hún heitir Creep. Og þetta ekki Creep sem er á Netflix. Ok. Þetta bresk mynd frá 2004. Og það svona creature feature. Já. Og mér þykir mjög vænt þessu mynd. Það var svona blind by sín tíma og hún komið skemmtilega ávart. Hvernig kom hún út? 2004. Já. Og gerist í London, Franka Potente leikur aðalhlutverki. Ok. Og það atriði í þessari mynd. Hún eitthvað að hlaupa, eitthvað eldana. Hún að hlaupa eitthvað svona gangur og ljósinu svona klassiska, byrja svona slöknast eitthvað. Já. Hún finnir eitthvað geimstöð eitthvað. Sest niður þegar eitthvað kassa. Og bara eitthvað, þú ert búin að sjá þetta í millamyndum. Já. Það var eitt cool í þessari mynd, í þessu atriði, sem ég maður þetta. Svo kveikir hún með vasos, eitthvað. Kveikir á því. Og þá andlit. Skrimsli komið. En það var ekki hljóð. Nú. Nei. Það var miklu óþægilega. Já, ég trúi því. Þannig hún kveikir á vasosinu og það var ekki buh! Já, þetta típist einmitt svona. Típist þannig, búin að sjá það milljónsinnum, en ég man ekki eftir að sé þetta oft í myndum. Það sem þetta jumpscare atriði, en það ekki hljóð. Hún bara kveikir á vasosinu, andlit á þessum manni eða skrimsli sem eldana, svo bara kötta. Já. Það, ég að tala með þessu mynd ennþá í dag út af því. Einmitt. Það finnst mér effektiv. Já, það sem að virkaði líka vel var í Shaun of the Dead. Og það slónt sér sá hana. Það eitt klísulegasta svona, bara jafn klísulegt og þetta með vasiljósið. Að Sean stendur á baðherbyggi og ítir speglinum inn, eða stöður á tannburstastöð og dregur speilin og herbyggisfélagina stendur hann á bakvið hann. Classic. Já, og að rukka þú veist, man ekki bara hvað, when you're gonna get your shit together og blablabla. Svo setni í myndinni, þegar zombie outbreakið byrjað, þá hann aftur inn á baðherbyggi, tannburstastöð, loka glugganum, speglinum og það stendur enginn á bakvið hann. En þá herbyggisfélagina dauður inn í sturtunni, orðin zombie. Já, ég þurfti að segja það. Þannig að þegar þú bjóst við því að hann var í zombie, standandi fyrir aftan hann, skilur að fara að ráðast á hann, þá bara ekkert. Það svo cool. Það var mjög gott. Leika sér aðeins með að þú búin að sjá þetta svo oft, þú býst við ákveðnu upplifun og tvíkar aðeins. En þetta svo sjaldan gert. Svo sér því, svo er þetta að horfa allar svona ruslmyndir. Fjöldaframlindu hryllingsmyndir, eitthvað jumpscare fest. Það svo einfalt að bregða fólki. Já. Bara með eitthvað svona cheap, þetta bara læti. Þetta svona núna, allt í henni kemur bara þvílið hátt bankinn í loftið. Okkur myndur örugglega bregða það. Já. En það þýðir ekki að sé eitthvað hræðilegt. Nei. Og líka að þú veist, það þýðir ekki að við höfum gaman að myndinni að því að hún látið ekki bregða, sko. Nei. Veist, já, hryllingsmyndir, ég hef ekki séð þar margar. Ég veit ekki það alveg. Af því að þú veist, ég bara sækist ekki þar. En ég hef gaman af svona slow burner hryllingsmyndum. Þú veist, ég hef gaman af, Alien góð, Jaws líka, þó að þetta sé eiginlega bara flokkast sem spennumyndir í dag meira, sko. Já. Með okkar hryllingurinn orðin. Já. Svo finnst mér mikið á nýja efninu sem að þú veist, svona meira sálfræðið thriller. Eins og til dæmis Witch og Babadook og þær myndir. Finnst það mjög gott stöf. Já, þú fílar svoleiðis? Já. En svo eitt follow, sástu hana? Já, finnst hún geggið. Já, þú fílar svoleiðis? Já.
Ég vil eiginlega, ef ég á að horfa á hryllingsmynd, þá vil ég vil ekki vera hræddur einmitt að því að það eru bregðatriði eða eitthvað svona bull. Ég vil vera hræddur að því að myndin er bókstaflega að gera mig, þú veist, bara hræddan við umfjöllunarefnið. Já, það er svona innihald myndan er að virka. Þetta er ekki bara bregða með einhverju látum. Já, eins og Hereditary til dæmis. Já, mér finnst hún ekki. Hún er mjög góð, hún er líka bara, hún er bara óhugnaleg. Hún líka eins og í þeirri mynd, hvað ætli sé, 1 jumpscare? Já, ég held að sé bara þarna rosa spoileratriðið, veistu það ekki aðal jumpscarið? Já, jú, einmitt. Sem ég ætla ekki að nefna því að fólk bara verður að horfa á þessu mynd að það er ekki séðana, sko. Já, en það er svona mynd sem það er svo þrúgandi andrúmsloft allan tíman. Og þegar mynda búin, þá var ég alveg bara svona, mér var svona illt í sálinni svona. Já, svo gerði hann það sama í Midsommar til þess, sást hana? Já, mér var svona ekki eins góð samt. Nei, hún var aðeins langdregnari og ekki alveg jafn effektív, en ég hafa gaman að henni samt, sko. Já, ég gana þessi leikstjóra. Hann er að gera eitthvað mynd núna með Joaquin Phoenix. Já. Mjög spennt að sjá það. Sama hér. Held mér að sé eitthvað svona horror thriller eitthvað. Já, ég menna, það er ekki bara að halda áfram með, þú veist, það sem hann gerir, er þetta ekki bara hans ferill, basically? Jú, mér finnst það svona ekkert slæmt. Hvað finnst þú það? Þegar leikstjóra sér af sig kannski bara í eitthvað svona viltu frekar að séu fjölbreyttir? Mér finnst það bara alltaf lægi, sko. Já, að þessi leikstjóri sé kannski bara svona action-leikstjóri, þessi bara horror-leikstjóri. Já, ég menna eins og vorum að ræða á, gerðu það sem á vilt sjá eða hefur gaman af, skilur, þú ert góður í. Og svo ef þú vilt fara í eitthvað annað, þá bara, þú veist, ekkert mál. Man horfa á það sem þú gerir þar líka, því þú ert búin að sanna þig nú þegar, sko. Já. Ég er sammálaður. Menna Quentin til dæmis, hann hefur nú alveg farið í, svona, hann hefur bransað aðeins út, en samt, þú veist, narratífa línan hans er svona alltaf svipuð alltaf, þegar þú ert að horfa myndin hans. En þú veist, hann er samt með vestra, og hann er með samuræmynd, hann er með glæpamynd, hann er með, þú veist, Hollywoodmynd sem snýst bara, bókstaflega bara Hollywood eins og það leggur sig. Já. En þú veist, rauða línan er samt að þú veist, hún er alltaf mjög dialogue heavy og þú veist, hún er fyndin skemmtileg og mikið svona surprises. Já, það er alltaf svona einhvern veginn, þessi orka sem fylgir honum. Það er einhvern veginn, þú finnur alltaf og ég er að tala um tíma. Líka eins og nýja myndin hans Edgar Wright sem er að koma. Það er bara left field, hann er að fara í hryllingsmynd. Já, þess vegna er ég mjög spennt. Ekki það, frábær leikstjóri, en ég er sérstaklega spennt að sjá hvernig lúkkar Edgar Wright horror, thriller mynd einhver. Hvernig er það? Ég er bara mjög sammála, ég horfði á trailerinn. Ég er ekki með svona, ég ætla að sleppa þig. Já, ok, það er bara flott. Þú veist, ég er mjög mikið, þú veist, svona ekki horfa á trailer. Gæi, stundum bara er ég óforvitin. Já, ég veit það. Og það er svolítið, það háir okkur kveikmynd áhugamunum. Já, en ég bara, þú veist, ég skil alveg, trailerin segir ágætlega svona hvað myndir snýst þannig séð. En ég er samt svona, þú veist, ég skil ekki alveg hvað er að gerast, þú veist, ég hlakka til að sjá hana. En það er samt góð, þá er það góð trailer. Já, 100%. Já. 100%, sko. Af því ekki þú líka að fara svona beat for beat, bara alla söguna í einhverju 2 mínútna trailer. Sony er alltaf verstir í þessu. Hér að trailera sem að eyðileggja alla myndina. Ertu með einhvern í huga? Sérstaklega? Ef þú nefndi þá sérstaklega? Venom er nýjasta, held ég. Langar að sjá það með? Ég sá fyrstu myndina og þú veist, ég hef talað svo mikið fyrstu Venom-myndina að því að ég hef aldrei verið jafn svona konfliktið á æviminni varðandi kveikmynd. Þetta er bara þetta er með því meira sorp sem ég séð. Já, en af hverju er eitthvað í henni sem er að virka svona vel? Er það ekki bara Hardy? Það er Hardy. En þú veist, það er samt einhvern veginn, þú horfir á hana, þú ert svona, þú veist, fuck hvað þetta er léleg mynd, maður. En af hverju er hún samt einhvern veginn að hylla mig? Þú veist, Tom Hardy body cop dæmið sem að ætti bara ekkert að ganga upp með við hvað allt annað í myndin er svo mikið sorp, það einhvern veginn bara virkar. En viltu þú meina það? Mögulega ef einhver annar leikar en Hardy hefur í henni, að þú var ekki svo talmann í dag? Veit það ekki. Ég meina handritið, þú veist, er ennþá sama handritið og ég held að aðri leikar hefur getað komið sömu orku. Mér finnst það bara svo mikið drasl mynd. Ég meina, já, þess vegna á ég mjög erfitt með að trúa að það hefði verið bara svona perfect storm og Hardy hefði verið bara, þú veist, gullni maðurinn akkurat þessum augnabliki og mómenti. En það er bara svo gaman að horfa á Hardy. Hann er svo skemmtur leikari. Já, það er það. Og hann er líka mjög viltur í þessari mynd, eins og hann því veitingastænum hann hoppar hann í humarstrasli hann. Já, mitt, var ekki á humar. Já. En mér leittist í bíó. Já, ég skil það bara mjög vel. Mér var gaman að horfa á hann. En ég hugsaði mér, þessi mynd virkar eins og ofurðjumynd sem kom út árið 2001. Já, það er líka málið, sko. En það er ekki kostur. Nei, ég veit það, en það er eitthvað við það sem var að gefa mér svona smá nostalgíu. Þú veist, bara já, ég man þegar ofurðjumyndir voru svona. Ég man til Ghost Rider. Já, nákvæmlega. En það sem ég var skrýtnast þessu mynd,
ef hún tók inn $800 milljónir worldwide. Ég veit það er eitthvað við þessa mynd sem að heilla fólk, sko. Þetta er eitthvað svona shiny turd. Ég skil svolítið ekki hvað það er, af því að jú, Hardy er skemmtilegur. Já. En þetta er bara CGI, eitthvað rung og... En ok, ég sá hana, sko taka það fram, ég sá hana einn í bíó. Af því að ég var að vinna hjá Vá og ég var staddur í Chicago. Og ég fór stundum í bíó þegar ég var í Bandaríkjunum, af því að það er kannski bara ekkert annað að gera og mér fannst mjög gaman að fara í bandarísk bíó. Þau eru bara svo öðruvísi, þú lappar inn í eitt bíó á þessari götu, það er svona, svo lappar í hitt bíó, það er bara allt öðruvísi. Þú veist bara sætinn og ég man vel eftir því að í Venom þá lappaði ég inn, keypti mér bara 2 lítra vatnsflösku, það var mjög heitur dagur. Fjölskyldan við hliðina á mér voru öll með, fötu á kjúklingamængjum sem þau höfðu keypt inn í bíónu, skilur. Var bara svona, þetta er svo allt öðruvísi en heima. Allt öðruvísi. Og ég, bara að setja í venjulegum, borgaði $10 eða eitthvað fyrir miða minn og ég er basically í lúxussal. Ég er með svona gæja til að setja lappirnar upp og... Já, einmitt. En ég sá hana einn og ég satt hana og fólk alltaf, það er svo fyndið að vera í bíó í Bandaríkjunum. Fólk er svo fyndið. Það tala meira. Já, og það er líka svo miklu opnara. Þú veist bara upp á að klappa og vera bara eitthvað, yeah! Þetta er meiri stemming. Já. Og ég var svona, þú veist, fólk var að fíla myndina í salnum og ég sogaðist svona inn í það atmó, en ég var svona bara, þú veist, þetta er svo mikið fucking piece of shit bíómynd. Og mér finnst það mikið shit að ég sýndi kærustunum mína einu svona. Bara svona til að... Já, þú ert búin að sjá hann aftur einu sinni? Ég er búin að sjá hann 2 ára, já. Okay. Af því að ég tók bara, basically, þú veist, segjum að það sé bara DFD-hulstur, mér finnst alltaf gaman að hugsa DFD-hulstin. Þú veist bara, þetta er Venom, bara við ætlum að horfa á hana. Af því að please staðfestu við mig að þetta sé svona mikið rusl, en það er samt eitthvað við hana sem að, þú veist, það er einhver svona dæmi sem er að kveikja í svona pleasure hlutanum af heilanum. En er þetta ekki bara guilty pleasure mynd hjá þér? Ég geti vel verið. Hvað er guilty pleasure, skilur? Er það ekki að fíla eitthvað drast? Jú, það ekki. Ég fíla þess að mynd samt ekki, sko. En það er eitthvað við hana sem finnst skemmtileg. Fannst hún skemmtileg? Sérst ekki góð, bara skemmtileg. Nei. Þið varst ekki einu sem skemmtileg? Nei, mér fannst hún ekki skemmtileg. Mér fannst gaman þegar Tom Hardy var á skjánum og var eitthvað að grínast og eitthvað svona. Ég heldina litið, þú veist, söguþráðurinn frá A til B er hræðilegur. Og Venom, það er mjög illa farið með hann. Og þú veist, það meikar ekki sens hann skulle lítið svo Spiderman þegar Venomið hefur aldrei farið á Spiderman. Fáralegt. Þú veist, það er allt við sem eins og galið. Og náttúrulega Avi Arad, framleiðandinn á Sony, er náttúrulega bara eitthvað Venom sjúkur. Ég var myndið að hlusta á popkultúr þegar þú voru að tala þessum. Já, eins og það sem hann tróð Venom í Spiderman 3 og það, já. Þú veist, gæinn er bara eitthvað, hann verður bara að fá Venom-mynd. Hann er eitthvað Venom-blæti. Já, og þetta er afreksturinn sem við fengum og þú veist, Guð hjálpi manninum að mittum grætti $800 million, þú veist. Sem er náttúrulega bara sturl. Þessi gæi er bara superprodúser núna, þökk sé Venom, þú veist. Manst þú eftir annari mynd? Fyrir mér persónulega, ég held ég mun ekki eftir annari mynd. Það kom mér jafn mikið og óvart að hafa halað inn svona mikið pening. Ángríns, ég man ekki eftir annari mynd. Þegar ég sá hann, ég var bara, þetta er bara rusl, hún er gleymd. Það er, jú, veistu, að kom mér óvart líka að Jurassic World hafi halað inn svona miklu. Holy shit, hvað sú mynd grætti mikið pening, maður. Ok, það er enda rusl mynd. Það er rusl. En hún hafði allavega Jurassic Park stimpil. Já, hún hefur náttúrulega það að vera framhald, skilur, og vera með, þú veist, Spielberg Jurassic Park upprunalega. Já. En Venom var ekki með neitt þannig. Jú, en alltaf þekkti okkur nördum þetta nafn, Venom, þessi karakter. Já, ég meina, náðu líka ekki að blanda Spiderman einhvern veginn inn í þetta bara. Þú veist, bara, alltaf Spiderman græði pening. Já, þú meinar að hún er svona piggybacka af... Já, það ekki. Kom hún ekki út bara á fullkomnum tíma. Spiderman gæinn, Tom Holland, hann var nýkominn úr Civil War, var No Way Home, nei, ekki No Way Home, Homecoming. Var hún komin út þegar þessi mynd kemur út? Af því þá er þetta sko perfect storm. Fólk getur nefnilega haldið, þú veist, já, sér mynd fyrir Venom áður en hann og Spiderman hittast, sem er náttúrulega ekki satt, en þú veist... Það er ekkert að fara að gerast. Nei, en þetta geti hafa ítt undir. Ok, en þá eru forvinnir alltaf að sjá hvernig tvö gengur. Ég veit náttúrulega að við erum á svona COVID-tímum og það er ekki sanngjarnt að bera saman box office í dag. Sló hún ekki metið það? Hún er búin að ganga vel. Ég held hún að það er slegið metið, sko. Og ég bara skil ekki, ég er búin að treyla þeirri mynd. Þetta virkar ekki góð mynd. Nei. Það er ekki dýni sem ég langar að sjá. Nei, ég hefði verið áhugaðsamar að sjá hana ef þeir hefði haldið þessari ógeðslegu hárkollu
Á Woody sem var í það var ræðilegt þú veist, hvað var að frétta það er eins og að fundi þetta bara í ykkur ruslatunum og hugsa bara, þetta er nógu gott þetta var ég held að versta hárgræslega kolla sem ég séð í bíómynd já, mögulega ég hugsa það þessi og hvað, hérna í Fantastic Four hárkollan í hvaða Fantastic Four mynd? Fantastic Four svona sem er búin fram sko, Fan Four fast ég kann ekki svona segja þetta það stendur Fan Four bókstafurinn 4 Tastic já, þú ert að tala 2015 myndina já hver á með Rooney Mara, heitir hún það ekki? Hún var með að því að þið fóru svo mikil reshoots það var Kate Mara, sýstir það Kate Mara, já það ekki og fóru svo mikil reshoots að hún var með hárkollu nei, ég var að glemma því, ég sá það sem mynd sko já, það ekki? ég var ræðileg ég horfði á hann einhvern tímann á stöð 2 og ég sagði, já hversu slæmt ætla þetta sé og svo fannst mér bara, þegar myndin var bara mér fannst þetta svona nýbyrjuð og þá var hann bara búinn og ég bara, það gerðist ekkert ekki neitt, hún er rosalega leiðileg þessi mynd mér er svo leiðilt þegar ég horf á bíómynd og ég veit að flestir eru sammála bara, já, ég er sammálaður, auðvitað er ég sammálaður en þegar ég horf á mynd, eins og þetta er Fantastic Four þetta er ofurhetju teimi og hún er drep leiðileg já mér finnst það bara glæpur gegn mannkynnu já, ég meina, mér finnst bara svo hvernig heldur að þeim í Marvel líði að þurfa að horfa á þetta propertyið sitt vera bara, þú veist, dreigið í gegnum moldina og svo bara skotið í hausinn bara, þú veist, herru, jájá bara okkur í bygguðu þetta minn til því við þurfum að halda réttinum lengur já, nákvæmlega, svo þessum með Dark Phoenix það er síðasta X-Men-myndin já hún er, ég sé á svitnum að þú varst ekki aðtátt ég man ekki svona eftir, ég horfði á hana sko, ég horfði á hana heima sást hana? Já. Var þetta ekki fjórða X-Men-myndin sem kom hérna eftir að var sérst First Class, Days of Future Past, Apocalypse og svo Dark Phoenix? Jú, var ekki eitthvað lestaratriði í Dark Phoenix eða? Jú. Já, þá er ég búin að sjá hana þetta. En hún er hræðileg. Já. Og hún er að koma út þegar að Marvel Studios er bara fullum gangi. Þannig ég get ímynd mér svo að tala að sjá hana Fantastic Four, sjá síðan X-Men. Já. Bara Kevin Feige er bara eitthvað, hvað er það að gera? Já. Þeir að eyðileggja þetta property. Hann hefur bara, það er ástæðið fyrir því að Disney hefur keypt Fox. Það er bara útslæðið, Feige tók síman og bara, nennið bara að gera, please, bara borgi bara einhverju upphæði svo við getum hætt þessu. Já, og þeir borgu helviti góð upphæði. Mjög góða. En svo las maður, einmitt að stór ástæði fyrir hefði verið út af bara fá X-Men, fá Fantastic Four, að þú fær þá líka Dr. Doom, þú fær líka Galactus, þú fær fá fullt af karakterum, Silver Surfer. Að því að þeir eru að græða smá pening, þessar Marvel-myndir. Örlítið, smá pening. Og ég get alveg trú að þetta hafi spilað stóra þátt í, og þetta alltaf líka þetta gott library. Fox var að gera fullt af góða myndum. Já, 100%. En hvað finnst þér um það persónulega? Þegar Disney ákvað að kaupa Fox, varstu hlindur þessu? Mér er bara, þú veist, mér er létt drullu sama. Já, það? Já, en svo hef ég líka aðrar áhyggjur. Af því að mér er eiginlega alveg sama, þú veist, að Disney eigi á, en ég finn samt hluti eins og manna Free Guy ég fekk svo mikið svona bara í alvörunni, þurfið að nutti andlita á mér hvað eigi mikið þegar að skjöldurinn af Captain America og Star Wars lægið byrjaði og allt svona ég bara, ok, Disney bara á heiminn það vantaði bara Indiana Jones hattin og söfuna já, basically en þú veist, annars skiptir þetta með ekkert miklu máli, þú veist, svona Monopoly verða erfiðar í rekstri þú veist, þeir byrja að framleiða örugglega minni af myndum og þú veist, meiri peningi hvert verkefni og svona, þú veist, þetta er bara rosalega stórt batteri og svo getur alltaf verið að Disney selji bara hluta af Fox frá sér aftur, það getur alveg verið eða bara leggja niður einhverjar deildir og þú veist. Ég held þessi búnir að því einhverju leiti. Já, það ekki. Ég held það. Því, þeir eru náttúrulega ekki að kaupa Fox og Fox heldur ekki áfram að vinna eins og þeir vinna, skilur. Nei. Það verður bara einhver aðri hluti til í staðinn. Það er basically eins og þetta gengur, ég meina A24 og annar Pörnafilms og allt svona dót. Við veitum ekki hvernig það verður eftir 10 ár, kannski verður A24 og risastórt batteri. Já, þetta er, ég með svona blendar tilfinningar. Já, sko, aðaláhyggjurnar sem ég hef er að eftir 10 ár verði sem sagt Disney bíó. Já. Og þú veist, það væri bara bíó hérna í Reykjavík. Sýna bara Disney-myndir? Já, bara frá Disney. Og þú veist... Já, ég er að segja það. Ég er ekki að tala um teiknimyndir, ég er að tala um... Nei, bara Disney, frá Disney. Já, og líka ímyndað þetta er ekki bara... Þá ert ekki bara með bíómyndina. Þú veist, hugsaðu hvað þeir búin að geta gert að þeir ná að búa til bara Disney kvikmyndahús. Þeir myndu bara... Tökum bara Reykjavík sem dæmi að því við búum hérna.
Bandaríkin var náttúrulega fyrsti staður og sjálfsögðu. Kaupar ykkur lóð, setja bara risastórt fucking kvikmyndahús, þú veist, IMAX skjár og geðveitt næs, þetta er bara sjúklega flott bíó, kemur hann til að horfa á Marvel-myndirnar og Star Wars-myndirnar og allar hinnar, þú veist, Fox-myndir og allt svona drasl sem þeir búa til, hvort sem það sé, þú veist, R-rated eða ekki, þú veist, þeir náttúrulega búa til hellinga efni, þeir náttúrulega ekki bara overage-myndir og eitthvað PG-13 dæmi, þannig að þú fær alla aðinn. Svo ertu með, þú veist, búin að drepa út það og þarf ekki að borga lengur hluta af miðasölunni til bíóna, þegar þú ert distributorinn og þú ert sýningraðilinn og þú ert rétthafinn sem þýr að hver einasti miði sem selur beint í vasan þér, alveg sem er Disney Plus. Og veitir menn, þú ert komið með, þú veist, líka Disney búð inn í bíóið, skilur, búin í bíó, þá ertu með Disney búð, allir varningurinn. Getur keypt Mikka Mús, dúkku, Avengers Ball. Emitt. Og þú veist, kannski Disney kaffihúsana líka og eitthvað svona, þú veist. Þetta er bara Disney heim. Þetta er basically sem ég sé fyrir mér eftir 10 ár að Disney geri. Til að auka, þú veist, tekjuflæðið sitt og halda því bara innan síns eigins monopoli. En setar ekki bara meira púður Disney Plus, frekar? Kannski, en ég meina að hugsa þér samt, þú veist, þeir vilja náttúrulega að fólk sjáu Marvel-myndirnar á sem besta máta og hugsa þér tekjurnar sem þeir fá ef þeir fá 100% öllum miðum sem eru seldir. Af því í dag er það þannig, sko, að þegar mynd fyrir bíó, þá fær Disney eða svo stúdíó sjálf. Já. Þeir fá held ég 60-70% af miðasölunni. Er það ekki bara fyrstu opnarhelgin eða fyrstu 2 vikurnar eða eitthvað? Jú, og svo hægt og rólega gradually minnkar það. Já, og bíóhúsin fá meira. Já. Og þá náttúrulega myndin komin í minni sal og þú veist, minni áhorf og svona. Og Disney er nú þegar með þá kröfu að þú sýnir myndina þeirra, ég veit ekki hvernig það er á Íslandi en hérna úti í Bandaríkjunum. Ef þú sýnir myndina þeirra, þá verður hún að vera í stærsta salnum í 4 vikur. Eins og með Star Wars, þeir settu þá kröfu. Já. Og ég sá til dæmis, ég sá post frá einu sem var að kvartundanu, sem átti lítið kvikmyndahús í bara svona litlum bæ. Í Bandaríkjunum? Já. Eða með 3 sali samt. Og hann segir, þú veist, ok, á ég að taka inn Star Wars og neyðast til að vera með hann í 4 vikur í stæðstasalnum þegar allir í bænum eru búin að sjá hana bara strax á opnunardegi. Já, hann er ekkert að græða neitt í þess að 4, ég er kannski í 3 vikur. Já, þannig að næstu 3 vikunar þá er ég með Star Wars á repeat í stóra salnum mínum og enginn er að horfa. En ef ég tek ekki Star Wars inn, þá missi ég allar tekjurnar frá því að hafa ekki getað sýnt Star Wars. Af því það eru allir að koma að sjá hana. Áhugavert pæling. Eða svona dilemma fyrir þennan gæja. Já. Hvað gerði hann, veistu það? Nei, ég held að hann hafi sýnt hana, sko. Já, það? Já. Af því að opnar helgin og svona kannski fyrstu 2 vikurnar geta verið svakalega fyrir svona stórmynd. Sérstaklega gott svona word of mouth. Já. En þetta er mjög áhugavert. Ég las mér eitthvað aðeins til þetta. Var það ekki þannig í gamla daga, þá var ég að tala fyrir mörgum árum síðan, að stúdíón áttu sín eigin kvikmyndahús. Svo held ég að það er bara hægt. Já. Er þetta ekki eitthvað líka bara samkeppniseftirlit og eitthvað? Þú veist, ég heldur gæti ekki gert það. Nei, menn ég veit það ekki. Það þyrfti alltaf að vera einhver samkeppni. Alamo Drafthouse er alltaf ekki að fara neitt. IMAX bíón er alltaf ekki að fara neitt. Þannig að kannski er þetta, þú veist, eins og með Gifted Fox, þá er samkeppniseftirlit að fara að leyfa þetta. Og þeir voru alltaf rétt náð undir eða eitthvað, þannig að það gekk í gegn. Þannig að þeir opna bara nokkur stór bíó. Já, þú meina þeir kannski þeir verða ekki með eitthvað svona AMC-keðju. Nei, ég er ekki að hugsa um að þetta verði það mikið, sko. Nei, já, ég skil þig. En þú veist, það verði bara Disney bíó í... Kannski eitt í New York, eitt í LA. Já. Já, ég skil þig, já. Shit, það gæti verið þetta rætist úr sig. Ég meina, þú veist, af hverju ekki? Þetta er fullkomið plan. Við vitum alveg að Disney vill halda peningum öllum hjá sér, skiljanlega, þetta er fyrirtæki. Þetta er bara business. Þetta er bara reki fyrir gróða. Þetta er ekki, Disney er ekki afiðin, sko. Hann er ekki komin til að gefa þér 1000 kall og kissa á kinnina, sko. En það er mitt sást best með Black Widow. Já. Og þetta beef sem þeir hafa við Scarlett, ég veit að búið að leysa úr því núna, en mér finnst þetta fáránlegt af þeim. Já, menn þetta er líka samt, þú veist, þetta er bara cost of business líka. Og... En þetta var bara brota samning. Já, vissulega, en svo var ég man ekki hvar ég las það, ég held ég að lesa þetta Reddit, það var að viðtal við einhvern sem hafði lent í svipu, þú veist, frægan, og hann held að stúdíóið og hann var í ykkur bífi, skilur ég man bara ekki hvað leikar þetta var, hann fyrir á fund með head of stúdíó og gæðin segir, já, þú veist, lögfræðingarnir lesa þetta, við erum ekkert báð þessu, þetta er bara lögfræðingarnir, við bara fyrir að gerum okkar næstu myndirna og heldum áfram, alveg eins og með Scarlett, hún og Disney eru bara að fara full framleiðslu á okkur fleiri myndum, skilur, hún er ráðin núna, já. Og ég meina, þú veist, með graunar þetta sétldi þannig dæmi, sko. Já, en það sem ég er að pæla í
ef að hún hefði ekki sagt neitt, hefur þá borgað hann þessi 40 miljonir? Aldrei. Nei. Ekki sens. Nei. Þannig að ég veist bara, þetta var svo mikið svona, þetta var svo mikið dick move að það reyndir svolítið svona, að því að ég sagði líka, ég sagði síðast þetta sem ég tóku. Ég líka er sko bara, ég er 100% með Scarlett, sko. Ég er 100% og það kemur málega ekkert við hvort að hún sé miljardamæningur eða eitthvað. Nei. Þetta er bara samningur. Þetta er bara samningur. Og ef þeir ætla að breyta samning, þá þarf eðlilega endur semja. Já. Segja bara við hana, herðu, við, ef hennar fólk, við ætlum að setja hann á Disney Plus, sama dag, þá ert þú að fara að missa eitthvað tekjur, getum við ekki eitthvað dílað. Sem þeir gerðu með Rock og hana Emily Blunt. Já, en ég hef viljað sjá hvort þeir gert það ef að Rock hefði ekki verið það. Já, þeir gerðu það með Emma Stone líka. Já, eftir á. Var það ekki? Ég held að þeir hafi, nei, þeir voru búin að þeir endursömdu fyrir þessar 3 myndir, eða þú veist, endursömdu fyrir þessar 2 myndir en slepptu Black Widow. Af því að Black Widow, þú veist, átti víst ekki að fara en svo hugsaði þeir bara grættu svo mikið á hinnu og sögðu bara fuck it og... Af því ég fór bara að hugsa, hefur þeir gert það Robert Downey Jr.? Aldrei. Ekki, nei. Aldrei. Og mér finnst það svo blatant. Já. Og sérstaklega þegar Disney er svo mikið svona fjölskyldufyrirtæki og við erum svo opin og við erum svo góð. Já, og... við vorum með samkynniðan koss í bakgrunnum á Star Wars. Já, þú veist, eitthvað svona... Progressiveness. Já, við erum svo progressive. Svo allir kemur, þegar Hólmur er komið, þá bara, þetta er okkar peningur. Og við ætlum ekki að deila honum. En svo alltaf var þetta bara PR nightmare fyrir þá. Algjörlega. Þannig að já, en ég sé alveg fyrir mér, Rock er alltaf ekki að fara gefa eftir krónu. Nei, Rock er líka svo geggjaður sko í einhvern veginn bara business mindsetið hans. Hann er búin að búa til svo góða persónu. Veist, hann er bara seljanlegur að öllu leyti. Hann er orðin bara svona IP einhvern veginn. Já. Bara hann sjálfur. Já. Bara brand. Við rættum við einhvern tímann í popkultúr, þú veist, hvað varðum gömlu hasar blockbuster gæjana sem að þú veist, þú fórst til að sjá bara Stallone mynd. Skipt ekki máli hvað mynd þetta var, þú veist bara að fara að sjá nýja Stallone myndina. Rock er basically eini gæinn sem er eftir. En hann leikur bara í fjölskyldu út í þetta. Já, 100%. Ég meina, það er ekki bara, ég er ekki meina bara hasar, þetta er bara svona, þú veist, movie star. Já, þú er bara að tala um kvikmyndastjörn, hvað varðum kvikmyndastjörnuna bara yfir höfuð? Já, og þú veist, Rock er basically eina sem við vorum að komast að, það var Rock er bara eina manneskjan, sko. Ertu að tala sem selur miða bara út af sínu nafni? Tom Cruise er það ekki. Hann er bara með Mission Impossible. Hann var það, hann er ekki lengur. Já, hann alltaf festið svolítið í helvítis Mission Impossible-dótinu. Já, hann meina, geggjaða myndir. En þú sér það allt sem heitir ekki Mission Impossible að feila því. Gerði þarna... Nema Mummy, joke. En eins og Top Gun Maverick, heldur hún eitthvað að vera góð? Eða svona heldur hún verið vinsæl? Já. En er það ekki að segja bara að það er út af Top Gun? Jú, það er nefnilega, það er sko, ég veist það sem mikið flashback til, þú veist. Já, ég skilji. Það er sem margir að fara á hana sem fóru og sáu Top Gun á sín tíma, þú veist, þetta er 80s framhald og eitthvað svona. Já, þetta er alveg góð punktur. Heldur það að sé bara Rock sem er svona solid kvikmyndastjörna sem selur í dag? Já, ég held það. Þú veist, þetta er engan annan í hug. Nei. Robert Downey Jr. er ekki einu sinni. Iron Man er það. Ekki Robert Downey Jr. Doolittle feilaði. Var það ekki líka bara, ég hef getað sagt í stúdíóið, ekki gera þessa mynd. Já. Við erum ekki að fara að græða þetta á þessari mynd. Þetta er fáralega hugmynd. Já. En þetta er góð punktur. Ég held með þess að það hafi verið Tommy sem nefndi að ykkur þætti okkur að tími kvikmyndastjörnunar er bara liðin og í dag er þetta bara vörumerki. Já. Það er Marvel, Star Wars. Já, algjörlega. Og mér finnst líka tími leikstjórna að vera alltaf komin. Nolan er brand. Mér finnst fólk mikið, þú veist, förum 15 ára aftur í tíman. Ef þú spyrir bara einhvern út götu, þú veist, langar að sjá nýju leikstjóra myndina, þú veist, ef þetta hefði ekki verið Cameron eða Spielberg, þá hefði fólk kannski ekki vita hvað að tala um. En mér finnst margir í dag vita alveg hvaða leikstjórar er að leikstjóra hverju. Og þú veist, svona, þetta er nýja myndir frá þessum gæja, nýja myndir frá þessum gæja. Já, viltu meina það að leikstjórar orðnir meiri stjörnur í dag heldur en voru fyrir 15 ára? Já, meiri aðdragandi fyrir heimsóknir í bíó, finnst mér, já. En það verður gaman að sjá hvort að þetta er góð punktur sem er Nolan, en að því hann er búin að gera svo stóra myndir. Næst ætla hann að gera myndir um Oppenheimer, sem verður potið minni mynd. Það verður gaman að sjá hvort að aðsvona verður líka góð á þeirri mynd. Já. Skilurðu, er fólk að fara eldan, að því ef hún verður vinsæl, þá er Nolan alveg bara... Ég meina, er hann það sem ekki nú þegar, þú veist? Tenet, það er ekki þetta, kannski, að því að hún kemur út náttúrulega í COVID, en hún var undir væntingum. En eðlilega, kvikmyndar sem voru bara lokuð og allt það.
gæinn líka fekk bara eitthvað maníu attack, sko. Þú veist, mér fannst þetta svo illa gert hjá honum. Mér fannst það líka. Bara það heimsfaraldur sem að drepa fólk. En myndin þín mikilvægari en það. Já, ég heldur að tala bara myndin. Já, myndin sjálf líka ekki góð, sko. En þú veist, attitude hans, bara þessi mynd magnum opusum mitt. Ég verð að gefa hann út og hún verður að koma út á nákvæmlega sama tíma allan heim, svo enginn getur spoilað fyrir hver öðrum og fólk mun flykkjast á hana í COVID. Þú veist, var enginn sem var bankað á hana og sagði bara, heyrðu félagi, vaknaði eins. Já, þetta kannski ekki alveg tímabært. Nei. En þetta var samt áhugaður tilraun, af því að það var svo mörg stúdíur sem fylgdist með þessu. Já. Það var svo margir búin að frista sína myndir, bara erum við þá að býða. Svo kemur Tenet út og það voru svo margir. Ég hef verið til í að taka viðtöl við svona toppan í Hollywood á þessum tíma. Já. Að það voru allir að býða og sjá. Að þarna, Warner Brothers svona took one for the team. Já. Með Tenet. Henni var svona hendi í kveikmyndús. Sjá hvort það virki í miðum faraldri. En þetta var svo röng mynd til að gera það. Já. Hún svo alls ekki aðgengileg þessi mynd. Nei. Hún allt of flókin og hún allt of leiðileg, fannst mér. Þetta ekki myndin sem trekkir fólk að í bíó. Hún líka hafði ekkert word of mouth af því að það vildi enginn tala hana. Það skildi hann enginn. Nei. Bara hvað gerðist? Ég veit að ekki, Nolan var að sprengja hluti og svo var eitthvað gæi sem lappaði aftur á bak og, þú veist. Nákvæmlega, ímyndaðir, þú kemur á Tenet og þú hittir eitthvað reynina og vinirinn spyrir, hvað varst í bíó? Já, ég fór á Tenet. Já, ok, og mælar með henni? Já, hvað þessi mynd? Þetta bara, þannig myndist ekkert word of mouth. Nei. Ég man bara þegar ég sá hana, fólk eitthvað, ætti ég að fara á hana? Þú veist, en þið langar að sjá mjög flotta hasamynd sem verður bara og einungis gaman að sjá í bíó. Það mútt aldrei hafa gaman að ég horfa á þessu mynd heima þér. Þá já, en þú veist, annars bara nei, þú veist, Nei, hún var ekki fyrir mig. En ég spenntur fyrir næstu mynd, af því að ég var búin að segja að ég svolítið svona komið pínulega Nolan. Já. Síðustu 3 myndir sem hann gert voru ekki að hitta í markja mér. Veitu, það þá Tenet, Dunkirk og Interstellar. Já, ég horfði ekki eins og Dunkirk. Nei. Ég misti af henni í bíó og ég hugsaði ég nenni ekki að horfa á það heima mér. Nei, það líka svolítið mikið svona bíó upplifunarmynd. Já. Og já, ég var ekki hrifinn af þeim. Þannig ég var svolítið búin að afskrifa. Svo heyri ég það að hann ætlar að gera mynd Oppenheimer. Og ég hugsaði mér, ok, það hljómar sem meiri svona karaktermynd. Ég til í það. Ég til að sjá Nolan fara aðeins aftur. Þetta maður sem gerði Memento, Insomnia, endurgerðina. Voru hana minnimyndir. Já. Mér langar að sjá hana eftir leikstjóran sem er búin að gera Inception. Dark Knight, þríleikinn, Tenet. Ég alveg sammálaður. Mér finnst stærsta vandamáli við Nolan í dag að hann fær of mikið að jáum og mikið pening. Og þú veist, þá meina ég sko jáum frá studio heads, skilur ekki, þú svona yes menn sem umkringja og segja, já, Nolan er frábært. Ég meina bara, þú veist, mér langar að sprengja flugvél. Já, ekkert mál. Meiri peningur. Þegar hún þarf að kosta $250 million. Já, minnstamál. En þú ert að tala að sprengja flugvél, það ekki tölvu? Nei, bara ég ætla að krassa alveg flugvél í. Já, ok. Hversu stóra flugvél að tala um? Bara stærstu? Bara 747, sko. Rettuð henni ekki, eða? Og svo er hann náða að samfara þetta sko, hlustaðu mig strákar, þetta ódýrara ef við kemum þetta svona. Og þetta svo mikil glikkun. Já, og við þurfum að gera þetta alltaf filmu líka. Þannig að þú veist, það verður ógeðslega fucking dýrt. En ég vil bara sjá, þú veist, stúdíu og segja við hann bara, heyrðu, þetta svo færð, gjör svo vel. Þetta $80 million. En það ekki að vera að gerast. Nei, ég menn það var fucking stríð, það var uppbóð stríð þegar hann vantaði nýjan, af því að hann fór í fílu við Warner Brothers. Ég reynda sko, ég skil pirringin gagnvart Warner Brothers, að þessi taktík af þeim núna fyrir 2021 finnst mér galinn. Ég fíla hana sko. Þú fílar hana? Já. En þetta er alltaf svolítið stórt högg fyrir bíóin. Já, svolítið mikið stórt högg. Mjög. Af hverju fílar þú það? Af því að þetta gefur mig tækifæri að horfa heima þar sem að ég hefði hvort ég ekki farað í bíó. Ég fór á Dune í bíó, hún var á HBO Max líka. Já, ég fór á Godzilla, nei, það var COVID. Þá kom COVID daginn sem að Godzilla kom út á Íslandi. Eða þú veist, fjórða bylgjan eða eitthvað. Ég var búin að köpa með og allt, þú var að peraði með. Og svo bara, nei, COVID mátti ekki fara í bíó. Þannig að ég, ok, geggjað, horfa hana heima. En ég, þú veist, ég fór á það sem að ég styrkja það sem ég vil sjá. Þess vegna er ég líka borga fyrir efnisveitinnar, því að, þú veist, ég vil styrkja þá sem er að gefa þetta út. Ég vil borga en þú veist samt alveg að það ekkert allir með HBO Max. Já. Og leiðu þetta kom HBO Max, þá getur þú stólað þessu netinu. Já. Og það mjög mjög ekki að gera það. Já.
því fleiri sem gera það, því minni pening fær stúdíóið. En svo er alltaf dilemma spurningin, sko, ef þú hefði stólið þessu, varstu þá að fara að kíkja á þetta í fyrsta lagi? Af því að myndir bara græða meira og meira pening með hverju árun sem liður. Já, reyndar. Og það er alltaf að tala svona death blow á kvikmynduhúsinu og eitthvað svona sem aldrei... Þú veist, piracy hefur minkað töluvert. Ég man þegar piracy var bara, þú veist, það var áður fyrir alltaf bara allir að dána það. Þú veist, áður en að efnisveitunar komu. Þú veist, ég trúi því bara mjög mikið að þú gefur fólkinu auðvelda leið til að greiða fyrir efnið sem það vil sjá, það mun að gera það. Af því það er, það nenni ekkit allir að vera með eitthvað Plex-servera og þú veist, downloada eitthvað og bla bla bla, mér finnst það helvítis vesen. Ég hef ekki áhuga á þessu. Nei, ekki heldur. Og það er svona þess að þegar Netflix kom, þess vegna var það svona ógeðslega vinsælt. Bara aðgengileg leið til að greiða. Og HBO Max er náttúrulega að koma til Íslands. Þú veist, ég er náttúrulega með VPN til að ná þessu öllu. En HBO Max er að koma til Íslands núna eftir áramót. Ég held að vera alveg vinsælt hérna á landinu, sko. Og ég mun frá mér það. Já, ekki. Já, bara klálega. Ég meina, þú með aðganga Sopranos. Ég get að hósta það í 7. skipti. Já, þú veist, hellinga svona skemmtilegu dóti. En þú er ekki bara 2021 og svo ætlar að fara með allt aftur í bíó. Jú, þeir segja það, en málega þeir eru að missa mögulega, eins og þeir mistu Nolan. Svo út af þessu. Ég held að ekkert með beint hennar að gera, ég held að bara með það að gera þessi taktíkjaði. Þannig að hann semur Universal. Og ég las að þeir svona, bara, þeir sögðu beinslega já öllu. Já. Hann hintaði svona. Þeir bara já. Þetta er Christopher Nolan. Já, ég held að forvitin með eitt samt. Er hann svona verðmætur? Það kemur ljós. Já, því ég meina, tökum Inception. Ætlum hún ekki grætt meira en Interstellar? Jú, ég held það. Já. Og ég meina, þú veist, ok, hún reyndar meikar ekki alveg jafn mikið sens, af því að það er DFD og Blu-ray sala ennþá lítið góð. Og Inception var náttúrulega selgt styrklapan eins og heita lumur á DFD. En leið myndin er búin í bíó, er ekki tekjuflæðið lítið búið, eða? Er það í dag? Já. Af því það er ekki DFD sala á Blu-ray? Já. Þú getur náttúrulega að fengja ykkur penning að selja þetta á okkur streymisveitur eða eitthvað svona. Kannski það er líka pælingin. Þeir eru með Nolan og þeir eru með, hvað var það, Universal? Þeir eru með, Universal Plus eða eitthvað, þú veist, go fuck yourself, efnisveitan sem að þetta borga fyrir. Ég heldur reyndar þessu ekki með, jú, byrju, NBC á Universal, ekki? Og það ekki? Ég held það. Það er kannski Peacock bara. Ég held það. Já. Disclaimer, fyrir kannski segja hvað kæft það er. Já. Ég held þessu rétt hjá þér. Já. En þá er það að hugsa um áskrifendur. Já. Þannig að þeir eru með nýjastu Nolan-myndina. Hún er búin í bíó, hún kemur á þetta Peacock-drasl. Já. Og ef það trekkir að, ég veit ekki, 100 nýja áskrifendur eða eitthvað, þá kannski... Bara geggjað, 2 thumbs up, örgulega. Sér þá. Já. En það var árt að sjá hvernig þessar mynd gengur, af því að hann er búin að keyra svolítið mikið á stóru myndum, spektakulmyndum. Þú veist svona mynd sem verður að sjá í bíó. Hvort það er Inception, Interstellar, Dunkirk og líka Tenet. Allt stóra myndir. Og ef hann gerir eitthvað svona mynd sem að hljómar minni, að því meina hvað hann að fara að gera? Þetta verður alltaf hasamynd. Nei, ég meina, ég vona ekki. Hann er ekki að vera að sprengja 3-4 kjarnorkusprengjur í myndinu og eitthvað. Skilur við? Nei, ég meina, það er náttúrulega aðal brandarinn sem er í gangi núna á internetinu, þú veist, að hann sé að fara að sprengja bara alvöru núk. Ég var ekki búin að sjá það. Þú veist, hann er bara að hringja núna til Afganistan eða, þú veist, Kazakstan eða eitthvað og segja bara, heyrðu, ég hef ekki land fyrir mig. Hvar get ég sprengt kjarnorkusprengjur? Já, það var gaman að sjá hvort hann fengi já við því. Svo bara, fuck, hún eyðilagði filmuna, þau erum eiginlega að gera þetta aftur og setja gleri hérna fyrir myndarna. Það var svo gaman að sjá hvernig aðsóknin verður. Já, þetta er áhugavert efni samt, sko, Oppenheimer. En ég veit bara ekki, þú veist. En er þetta bíóefni? Já, mér finnst það, en ég veit ekki hvort hans er rétti maður til að tækla það, sko. Af því að hann er orðin svona mikil hasargæi, sko. Þess, það er aðal pælingin, eins og þú ert að spá, þú veist, að hvernig verður þegar hann fer aftur í svona low mynd sem er aðeins meira karakterdrifin. Svo það kannski meira svona núans. Já. Það verður spennandi. Ég held að það sé alveg mjög, þú veist, var alveg hægt að gera mjög góða mynd Oppenheimer sjálfan og hvernig hann fer og þróast og þú veist, endar á því að kalla sjálfan sig dauðan, skilur við. Ég meina, þetta er áhugurum maður, eða þess að sagan hans, ég hef ekki kynnt með það vel, en flestir hafa kannski heyrt þetta nafn og sem í kjarnorkusprengju og allt þetta. En maður velti fyrir sér, þetta getur mínisýrja. Já, botið. Sjónvarp alveg farið að lúkka, sjónvarstættir, og í dag verðist að vera svo mikið
Það bara mínu sér. Þetta sjónvarpssería. Hvað það við þetta sem Nolan áttur að krefjast þess að vera sýnt? Eða skilur hvað við? Af hverju þarf ég að fara þessa mynd í bíó? Að því að, ég veit, að því að myndin verður 2 tímar, gerist, eða 2,5 tími, og byrja 2,5 tímum áður en að í real time áður en að kjarnorkusprengjan þarf að fara, og Oppenheimer að berjast við að, klára hann eitthvað, og þetta verður bara að því hann er orðinn svo tíma-obsessive að Nolan, sko. Þannig ertu komið með hasarmynd og Oppenheimer eitthvað, nei, kjarnorkusprengjan mun ekki springa ef ég næ ekki klára þetta. Það mun ekki virka. Nei, ég veit það ekki maður. Hvað? Nei, það verður gaman að sjá. En hvaða leikstur finnst þér var mest spennandi í dag? Góð spurning, sko. Þú ert bara einhver leikstur svo heyrir á að þess að gera nýja mynd. Eins og hún tala um aðeins um Edgar Wright. Hann er að koma með áhugaðarmynd, vonandi. Er eitthvað svona leikstur sem þú bara þetta verði að sjá maður? Ekkert sem þetta eftir í hug? Ekkert sem þetta eftir í hug fljótu bragði. Ég er náttúrulega rosalega mikil aðlæta, sko. Ég verði mjög spenntur, mjög auðvitað, fyrir mörgur sem kemur út. Ok. Áttu eitthvað svona uppáhaldsleikstura? Jú, margir, þeir eru bara svo margir orðnir, Gamlir, eða hættir. Já. Eins og hverju? Ég meina, ég er eins og í dag, maður er ekkert spenntur fyrir því, ég er ekkert spenntur lengur og Spielberg er að gera mynd. Ég er ekki... Cameron er, að fara að gera Avatar 2, 3, 4, 5 og 6 eða eitthvað. Þú hlýtur að stara forvitin. Ég er mjög forvitin yfir því, sko. Mjög forvitin. Ég hlakka til að sjá hvernig Avatar 2 verður. Hvað geði ekki verið það? Hann alltaf eitthi 15 árum á lífinu sinni, ofan í sjó, að skoða Titanic aftur. Já. Og svo Avatar 2 er náttúrulega sjóin, held ég. En það sem maður hefur svona heyrt. Já. Þetta verður svolítið mikið eitthvað svona sjáanlífið á Pandoru. Já. Eitthvað. Þannig ég held að hann sé bara að fara full hring í fettisinu sínu, sko, með sjóin. En þú þurftir að veða núna? Góð eða slæm? Avatar 2? Góð. Já. Ég meina, gæinn, þetta er easy bet. Ég held það. Þannig með 99% track record eða eitthvað. Já. Og þetta er eitthvað svona, eins og ég tala um það í podcastinu. Ef að Hollywood-maskinan hefði fengið að ráða, þá varum við komin, þá varum við búin að sjá Avatar 2, 3 og 4. Já, algjörlega. Þetta er bara komið með 2-3 millibili. Algjörlega. Mjög áhugavert að hún sé ekki ennþá komin út. Og við varum búin að fá, sko, svo mikið að, drasli og bíóm, teknimyndir og tölvuleikir kannski líka og eitthvað svona side stuff til að selja meira. Ekkert svoleiðis. Nei. Ég held að lumi á okkur sprengju, sko. Já. Ég held að. Þetta verður áhugavert. En ok, en eitthvað svona gamli gæjar, eitthvað svona, ertu Scorsese maður? Já. Hvernig fannst þér Irishman? Sko, ég fílaði Irishman, er það kallt núna? Nei, bara með í vasanum. Já, ok, síðan hún náði í flíspessan sína. Ég fílaði Irishman. Já, ég er nefnilega... Fílaði hann ekki? Ég dýrka hana. Já, þú fílaði hana? Já. Ég varst mjög skemmtileg. Já. Hvað fílaði þú við hana? Sko, málið með Irishman á móti öllum hinum Scorsese gangstamyndunum er að mér fannst Irishman halda áfram þar sem að hinar enduðu. Sammála. Þeir tóku pólinn þar sem að hei, það er ekkert svo geggjað að vera gangster. Hann situr hérna í endan einn, fær engan í heimsótt, skilur við, enginn hugsar hann og allir sem að þekkir eru dauðir og svona. Það er svona smá það sem að vantaði við hinar gangstamyndunars Scorsese. Já, það er líka bara spurningin var væntanlega hjá honum. Hvað gerist fyrir glæpmann eða svona mafjósa ef hann fyrir ekki fangilsi og hann ekki drifin? Já. Þá var það þetta, hann eldist og hvað svo? Mér fannst það mjög áhugavert í Irishman. Já, ég er mjög hrifinn af svona slow burner myndum eins og Irishman er klálega, sko. Það var enda alveg helvítið að fara hann í bíó. Það var eitthvað bilað í loftræstingunni á salnum. Ég sá hann ekki, var hann sýnd í bíó í Íslandi? Já, Laugarsbíó sýndi hann aðeins. Nú þeir sýnd hana? Ég sá hann bara Netflix. Ég er nefnilega ákvað, hvað var hún lengt? 3,5 eða eitthvað? Já, rúmur 3 tímar. Já, og ég hugsaði bara, ég feb bara á hann í bíó. En það er alveg big ask. Sitja svona lengi í bíó. Já, en málega nefnilega líka, ég vildi ekki geta pásað. Ég hugsaði bara, ég ætla bara að horfa á þessa fucking mynd frá byrjun til enda. Á þess að pása, þannig að kom lerindar hlýi. En ég vildi bara ekki geta staðið upp eða sagt bara, heyrðu, fuck, ég þarf að drífa mig. Ég bara bara taka frá þennan tíma fyrir þessa bíómynd og ég ætla bara að horfa á hann alla. Ég svindla, ég tók hann 2 pörtum. Já, einmitt, það er náttúrulega margir sem gerðu það.
En það var reyndar, þetta hitti þannig á bara því hún það löng. Ég var að koma heim eftir vinnudag og klukka bara orðið eða sérst að hún var orðið svo mikið klukka, sko, að ég svona neytti svolítið til að splitta henni. En mér langast að horfa hana aftur og taka það með því svona einu raunni. Já. Það truflaði mig ekkert að, þú veist, atriði var alltaf fárlegt þegar hann var að berja gæjan fyrir utan búðina. En þú veist, hann samt bara, þú veist, gæjan bara gamall. Og ég meina, de-agingið fannst mér alveg töff. Heldur það eldist þér? Nei. En það ekki pínu synd? Að því að Irishman sem bíómynd fannst mér alveg svín virka, en heldur að hún eftir að eldast jafnvel og Goodfellas? Sko, ef þú getur hort fram hjá tæknibrellanum, þá, já. Mér finnst þetta svo ljótt. Já, de-aging dæmið. Já, og líka því ég sá á netinu, það var eitthvað einn gauður sem deepfakeaði og það var betur gert, sástu það? Já. Það var betur gert hjá honum. Það var svona facepalm, bara, þú veist. Að því að þetta kostaði líka svo mikinn pening. Hellingspening. Svo gæi bara heima á sér í tölvunni, hann bara bara þetta fór $100 million Hollywood vinna. Þannig að maður ekki nefnir búin að sjá betur útgáð þessu. Það var maður bara svona, að því að svona augun og De Niro og eitthvað svona, þetta var... Já, þú getur ekki falið aldurinn í augunum. Nei, það er nú málið. Og ég tala ekki líkamann, eins og í þessu atriði að tala hann að berja eitthvað gæja. Það sér alveg 70 eitthvað. 70 plus, De Niro. 78 kannski. Já, sér það alveg þessi gamall kallar henn að sparka eitthvað gaur. Þetta var svo ljótt. Og Pesci og Pacino líka. En það er líka bara gaman að fá mynd með þessum gæjum saman, sko. Já, það var það sem var sölupunkturinn mig. Já, Scorsese, Pacino, Pesci og De Niro. Og Keitel í litlu hlutverki líka, hann fekk að vera með. Já. Mér var skæðu eftir svo svo. Ég var með bros allan tíman, út af því að ég er svo mikill gangstergur, sko. Heldur að gangstermyndina sé að deyja? Þegar Martin Scorsese deyr, heldur að gangsterinn sé þá döður? Ok, ég er ekki að hlæja því að hann skildi deyja, mögulega Scorsese. En ertu bara að tala um glæpa myndir yfir höfu, ertu að tala um mafjósmyndir? Mafjósmyndir. Já, það er einhvern veginn, er einhver að gera mafjósmynd í dag? Fyrir utan alltaf David Chase, hann gerir alltaf Sopranos, hann er að gera Many Saints of Newark, það er alltaf gangstermynd. Já. Sem er svolítið svona prequel. Já, ertu búin að horfa á hana? Nei, mér langar að sjá hann í bíó. Já. Og hún kemur ekki í nóvember. Pyrraði mig ógeðslega mikið á HBO Max að stendur sko Many Saints of Newark, A Sopranos Story. Akkur þar sá undirtitill að vera. Þetta ekki bara eins og var ekki Rogue One, A Star Wars Story. Ég myndi að þetta myndi mig á það og ég hugsaði bara, nei, það ekki setja þetta á póstið með þér. En þetta er bara eins og veist, þetta er bara pjúra markasending. Algjörlega. Glætana leikstjórinn eða þeir sem voru að framlega. Það verður að vera A Sopranos Story, ógeðslega ljótt. Já, og líka bara, þú veist, það gefur í skyn að þeir sé að fara að gera eitthvað svona Sopranos multiverse, eða þú veist, bara verði fleiri myndir, skilur svona Sopranos stories. Nei, fáralegt. En ég held sér rétt sér, þetta er sorgleg pæling. Er kannski bara búið að gera allar svona mafjósa myndir sem þarf að einhvern veginn gera. Það vantar eitthvað svona ungan. Það þarf að koma eitthvað 30, þvílíkan mafjósa áhuga eða eitthvað. Já. Ég er að hugsa bara fyrir utan Scorsese, eitthvað svona mafjósa mynd sem ég fannst ógeðslega góð. Myndi eftir í hug Donnie Brasco eða eitthvað sem er 25 ára gömul eða eitthvað. Já, einmitt. Já, ég hef ekki hugsað það ekkert svona. Þegar Martin Scorsese deyr, þá kannski deyr bara mafjósa, þetta sub-genre bara. Já, ég meina, þú veist, mafjósa, við fengum náttúrulega, þú veist, þannig séð, það er náttúrulega Scorsese líka, hvað er ég að pæla? Wolf of Wall Street. Nei, Wolf of Wall Street. Það er samt ekki mafjósamynd. Nei, en það er svona, mér finnst það meira svona nútíma mafjósa frásögn, skilur. Þú veist, þeir eru með ákveðin glæparhring, þeir eru bara með nútíma glæparhring. Bara fjármálamarkaðarinn, skilur. Þeir eru ekki hérna protection money og eitthvað svona dóti. En þú veist, þeir höguðu sér eins og mafjósar, þannig séð þeir voru með hann enga klúbb og svona dæmi. Já, það er góð pæling, af því að þú pælir í sko, að ég hef alveg mikinn áhuga á mafíunni, sérstaklega svona Italian-American mafíunni eins og í New York og þetta Five Families stóð. Mafían í dag er ekki eins og var 70, 80 eitthvað. Jafnvel 90. John Gotti, þegar hann var upp á sitt besta, frægur mafjósi, valda mikill mafjósi. Hann er, minnum alveg örugglega, hann er við völd, alltaf sé ekki bara við völd þegar Goodfellas var að koma út. Já.
Mér minnir það, svona kannski late 80s, early 90s, en í dag heyrir maður eitthvað af mafíunni. Nei, menn að þú veist, ekki líka, nú ég bara búin með fyrstu 6 eða 7 þættina af fyrsturinn Sopranos, en hún ekki að díla við akkurat þetta? Að mafían sé að breytast að deyja? Það alltaf að virðist þér að svona smá subplottið í fyrstu seríunni, sko? Jú, þeir tala það, sérstaklega kannski eldri gangstæðinir í Sopranos þáttunum, þeir tala bara, wow, þetta ekki svo það var fyrir 20 árum. Já, og ég veit að hann, Tony, er búin að segja nokkur sem þú veist að þetta ekki jafn auðvöld og þetta var og eitthvað svona. Nei, þú búið breytast. Þannig kannski það líka bara, þú veist, ef þú ætlar að gera mafíósa mynd í dag, þá verður hún að vera period piece. Kannski það líka málið. Já, það þarf að gerast 60s, 70s. En það er einhver stór ástæður að Scorsese lendi vandræði með Irishman á okkur enda á Netflix, eins og þú veist röglega, að það var svo dýr. Já, vildi enginn framleiða hana. Nei, stúdíun svo bara, við viljum ekki að framleiða svona dýra, þetta er bara eitthvað mafíósa mynd, við viljum ekki að borga, það ekki kosta $100 million eða eitthvað. Já. Og að freka dýr. Út af þessu aðalega DH-dóti. Já, einmitt. En ég held að, sko, já, mafíósa myndir, mér er til að gegja sopsjánar af myndum, sko. Ég elska það, sko. Ógeðslega gaman að horfa á þetta, en þú veist, það er líka bara ákveðnir karakterar sem hafa alltaf verið í þessu, þú veist, Pacino, De Niro, þessi gæjar sem eru, þú veist, frá svona American Italian looking gæjar, þú veist, passin í þetta gett vel og... Hvað höfum við í dag? Á svona myndum? Ég meina, hver er nýr De Niro, nýr Pacino, sem tala um að kvikmyndastjörnur, kannski svona degi út. Ég sakna þess. Já. Þegar ég var að fara á okkur að mynd að því að Denzel Washington líki í mig. Ég held að þetta sé bara ekkert lengur í boði, sko. Við erum, eins og þú sagðir áðan, við erum svo mikið að færast yfir í IP og branding og stóra heima og svona. En þú veist, það er eitt sem að Marvel breytti til þess sinni. En mér finnst Marvel samt ekki margir tala að Marvel sé að eyðileggja bíó. Ég er ekki sammála því. Ég er ekki sammála því heldur. Af því að Marvel er bara stúdíó. Þú veist, Marvel er bara stúdíó sem að býr til myndir sem eru þessar myndir og þeir framlega engar aðrar kvikmyndir. Þú veist ennþá með öll hinn stúdíóin og þau eru alltaf búa til myndir, sko. Já, þú þannig Warner Brothers, Universal, Paramount. Já. Þú veist, það er ekki bara ofurhetjumyndir í bíó. Þetta er bara, Marvel er bara framlega ógeðslega mikið af bíómyndum. Ég meina, er ekki fólk líka aðalega að tala þær taka svo mikið pláss? Ég meina, þetta er náttúrulega big budget. Ég meina, mér finnst þess að Marvel, mér finnst þess ekki að eyðileggja bíóið. Þeir eru að framlega myndir sem við förum á. Fólk er að fara á þessar myndir. Já, fólk velur með veskinu, sko. En er þetta ekki að fara að springa, þessi bóla? Ég gæti alveg séð að gerast. En svo er eitt. Við vorum að ræða þetta daginn hjá okkur. Við vorum samt að setja reglu, sko, í okkar að við ætlum ekki að ræða Marvel. Þetta er svo mikil rabbit hole sem að þetta er út í. En þetta er bara svo stór partur af kvikmyndaiðnaðinum í dag. Já. Það er óumflýjanlegt að tala, skilur, Marvel. En skoðanar sem að ég hef á sig eru þær. Ég var með nokkrar áhyggjur sem ég var að kasta fram. Og það er, þú veist, við erum að missa Captain America, við erum að missa Iron Man, sem eru, leiknir af Chris Evans, ekki? Jú. Já. Og þú veist, Robert Downey Jr. Solid leikarar. Geggjaðir. Mark Ruffalo, við veitum ekki alveg hversu lengi hann verður. Við veitum ekki hversu mikið lengur hann Paul Rudd og Hemsworth. Sko, ég held að málið sé erum við að fara að missa aðalgæjana sem er að trekkja fólk inn á myndirnar. Eða eins og Shang-Chi, áhugina mínar voru, þú veist, verður aðalleikarinn og þeir sem að leiki myndinni, og ekki bara, þú veist, aðalleikarinn, bara allir sem er í myndinni, nógu sjarmerandi til að halda þessu áfram. En henni gekk vel. Henni gekk mjög vel og það voru allir mjög sjarmerandi í henni. Hann og aðstofakonan og systir hans og allt geggjað. En svo náttúrulega fattaði ég að leið og þetta er búið, þá er bara Fantastic Four og X-Men og þá bara komin nýr kapli og fólk heldur áfram að horfa á þetta, skilur við. Já. Menna, þú veist, enginn að segja mig það að leið og Marvel fyrir að búið til X-Men myndir. Ég kaupi með það. Allan daginn. Mér finnst gaman að velta þessu fyrir mér. Og ég er ekkert að dæma Marvel, mér finnst alveg gaman, ég elska Overture, en ég finn það einhvern veginn núna, eftir sem ég eldist, þetta er svo Tarantino orðaða skemmtilega. Þegar hann var hjá Joe Rogan, hann spurður út í Marvel. Að því Tarantino er svo mikil Overture gæi. Og hann sagði, ef þeir hefðu komið út, ég var kannski 30, þá væri ég bara, þetta er best síðan á æfinni. En ég er að vera 60. Þetta er
bara of seint sem ég er bara of gamall. Já. Mér er að fara að líða, ég er ekki 60, en mér er að fara að líða svona pínu, ég er kannski orðin aðeins svo gamall fyrir þetta. Ég er ekki að segja eitthvað fyrir neða mína virðingu að horfa á óriðismyndir, en nú er ég búin að sjá 20 pluss Marvel-myndir. Og það er einhver formúla. Já, 100% sko. Þú horfur á Shang-Chi, Já. hún er ekkert allt öðru sem Doctor Strange. Nei. Þetta er svona ákveðin formúla og þeir eru að playa þetta svolítið safe. Og ég var alveg til að sjá þá taka aðeins meir í sjensa, sjá hvað Warner Bros. Gerði með Joker. Já. Ok, alveg svona hvert þitt álit er kannski á þeirri mynd. Þetta er frábær. Þú fílar hana, ég fíla hana líka, og hún var alltaf öðruvísi. Ef þú setur hana við hliðina á Doctor Strange, eða eitthvað skilur, þetta er bara allt öðru sem mynd. Ég er til að sjá þá gera einhver svona kannski aðeins meiri sjensa, eins og þess að þeirra Blade kemur. Já. Fáu aðrætti þannig? Örugglega ekki. Ég held ekki. Ég veit ekki hvernig þeir ætla að gera það, sko. En hvað var ég að horfa á? Ég var að horfa á Bond. 9? Já, er hún PG-13 eða? Pottið. Já, því ég var að horfa á hana og ég hugsaði, þú veist, þessi mynd þarf ekkert að vera bönnuna 16. Er hún góð? Nei, þú veist. Ég hef ekki skemmt mér Bond síðan 2006, sko. Já, þú veist, ég get alveg sagt þér það, á þess að spoila nokkru þessa mynd. Já, ég ætla samt að sjá hana, sko. Já, hún er rosalega svipuð á Spectre. Því leiti að hún er oflaung, það gerist ekkert mjög mikið í myndinni. Ég skil ekki hvernig það er 2:40, af því að það er ekki mjög mikil söguþráður. Og illmennið fær basically engan tíma. Hvernig ertu með mynd sem er 2:40 og illmennið er kannski korter í myndinni? Ég bara skil ekki hvernig þú skrifar handrið sem að er svona. Hvernig er þetta hægt? Þannig ef ég segi við, ég fíla ekki Spectre. Ég var ekki trefn hann. En ég þarf ekki að vera að fíla No Time to Die. Ég held að þú myndi vera með sömu skoðun og ég. Já. Þú veist, en ég samt sem áður er þetta góður endir fyrir Craig era. Já, fyrir hans run. Já, mér finnst það. Þú veist, hvernig myndin bara klárast og er bara svona, þú veist, heyrðu, þetta var Craig, on to the next thing. Veistu það, ég er glaður að það sé hætta. Já, mér finnst hann vera besti Bondinn, sko. Frá upphafi? Já. Já. Ég er ekki... Það er ekki Connery maður? Nei, mér finnst Connery, hann er skemmtilegur, þetta er skemmtilega myndir, sko. En hann er elst illa kallinn, svona í samhengi bara hvernig hann ber sig. Þetta tala að hann er að lemja konur og eitthvað og hvað, er það svoleiðis? Nei, bara, þú veist, það líka. En ég er að tala Bond, ég er ekki að tala Connery. Ég er að tala karakterinn líka, bara, þú veist, hvað hann er einhvern veginn, bara, þú veist, hann er einhver ofurspæjari, en þú veist, lappar bara eitthvað, Já, ég skil hvað þú, hann er svona, þessi karakter myndi kannski ekki virka í nútímanum. Nei, ég held ekki. Mér finnst bara eins og með Daniel Craig, að ég fíla hans í leikara, alveg fýtt sem Bond. Mér bara hefur ekki fundist það skemmtilega myndir. Nei. Mér finnst það bara ekki skemmtilega. Mér finnst Casino er algeggjuð. Já. En Skyfall? Fíla hann ekki. Nei. Fyrir mig finnst það allt þung, eitthvað, hann hættur að hitta, eitthvað svo mikið, eitthvað. Fyrir mér Bond myndi bara vera ævintýramyndir. Standalone ævintýramyndir. Og hann er ekki raunverulegur. James Bond er ekki raunverulegur karakter. Nei. Þeir hann að gera svo mannlegan og breskan í þessum nýjum myndum. Fyrir mig persónulega, það var bara ekki hitt í mark. En þetta er mjög fín lína. Af því að þú þarft ekstra að finna fullkona mynd á milli Skyfall og Die Another Day með Pierce Brosnan. Skilur hvað það er? Þetta er mjög fín lína, einhvers staðar hann á milli. Ég held að þið sé að stefni í það næst. Já, ég vona það. En alltaf ekkert í þessari mynd gefur þetta ekki hvað það er að gera, sko. Að neinu leyti. Hún er ekkert að hugsa um framtíðina. Þó að sé þarna hinn, í trailerunum, ertu ekki múið svo traileruna? Jú, ég múið það. Það er þarna hinn konan sem er orðin 007 í trailerunum. En þú veist, ég held að það sé ekkert merki um framtíðina, sko. Ekki neitt. Ég held að ég muni taka mjög clean slate og ekki tengja þessa myndir neitt við að sem að koma skal, sko. En ég vona samt að leikar, ég vona Ralph Fiennes heldur áfram sem M og ég vona Ben Whishaw sé Q áfram og hún sem Moneypenny, Naomi eitthvað. Naomi Harris. Já, en ég held að þetta mun ekki tengjast, en sko það sem að No Time to Die gerir ógeðslega vel. Þökks ég honum, hvað heitir hann, Cory Fukunaga eða eitthvað. Gary Fukunaga. Já, geggjaður leikstjóri. Já, við erum að tala allan saman. Já. Geggjaður leikstjóri. Og hann finnst mér koma í langbesti skila að við erum að horfa mann sem er nýkomin frá Afganistan þegar hann verður 007 gæi. Þegar ég var að horfa nefnilega ég horfði á viðtal í vikunni sem að opnaði augum mín fyrir því hvað Craig er að Bond er.
þá viðtal við sem sagt Broccoli og Craig og einhverja aðra þegar að hafa verið að tilkynna að hann var í Bond. Já, bara way back. Já, hann bara með síðaljósa hárið sitt og... Ég man ennþá eftir myndinni sem þeir postuðu á honum. Byssuna og... Já, að vera að tilkynna hann. En þá voru þeir að segja að, þú veist, bara, svo þið veitir, stefnan sem við erum að taka núna er að við erum að taka mann sem er nýkomin úr stríði, skilur við. Hann er að koma frá Afganistan eða einhverju stríði og hann er að fara inn sem secret agent, 007. Við erum ekki að fá gæja sem er þjálfaður basically sem njósnari. Já, ég skil hvað þið. Og þessi mynd, No Time to Die, hasaratriðin þarna, hvernig hann ber sig og hvað hann gerir, og mynd sjá það er bara perfect. Er flottur hasaratriðin? Já, mjög. Hasaratriðin eru geggjaflott. Það er bara málið að myndin er ógeðslega innihaldslega svo flött. Ok. Allt sem að gerist á milli hasaratriðana er bara filler. En... Fuck mér áttur að leiðast í bíóveldi. 40 líka. Hún er mjög löng. En hún rennur samt alveg hratt, sko, því að hasaratriðin eru held að það sem stæðst í hlutin af myndinni, sko. Er þetta ekki lengsta bóndmyndin? Jú, ég held að. Ég var ekkert bóndmynd sem var svona löng. Nei, Spectre er alltaf mjög löng og hann 2,5 eða ekki. Shit, hvað það var leiðilega enn maður. Já, því miður. Og það var ekki mikill hasar í henni heldur, sko. Þetta var bara mikið nothing. En hvað finnst þér um, að þetta buggar mér rosalega mikið, hvað finnst þér um að þeir sem búið til svona framhaldsmyndir? Mér finnst það cool fyrir þetta og nú geta það hætti. Já, þú vilt ekki fá aftur? Nei, mér finnst það bara flott tilraun, skilur við. Ég virði þau fyrir að hafa tekið, þú veist, eftir allar þessar áraraðir af Bond, að hafa tekið hann og hugsa bara svona aðeins, hvað getum við gert til að breyta honum aðeins? Þú veist, tökum bara eina seríu og executum það ógeðslega illa með Spectre. Þú veist, til að tengja hérna eitthvað Blófelds, ég bara eitthvað aðalkall. Ég var baka þetta allt saman. Þú veist, hræðilega illa gert. Og ég er bróðin. Já, ógeðslega lélegt. En ég virði þau að hafa tekið þessa ákvörðun. Þú veist, mér fannst... Að prófa. Já. Mér finnst alltaf gaman þegar fólk reynir að gera eitthvað nýtt, skilju. Já, en svo sem er það líka. Þeir sá alltaf bara Jason Bourne og voru bara eitthvað, hey, fólk finnst þetta töff. Já, allan daginn. Hún har verið Bond bara þannig. Klálega. Það har alltaf verið þannig. Alltaf verið þannig kominur? Þú veist, allt bara það sem er í gangi? Já, alltaf. Já, ég veit. En ég var bara svo leiður að því að ég var svo mikill Bondmaður. Já. Búin að sjá þar allar og... Pabbi elskar Bond. Ekki þú? Ekki þess mig? Jú. Mjög mikið, sko. Hann er Roger Moore maður. Og ég var það þangað til að Craig kom. Ég valdi Craig yfir Moore-in. Hann dýrkar Moore og ég þar lendi líka því hann var alltaf að sína með myndinar og við horfum á þær oft, sko, saman. Ég veit ekki hvað kallinn er búin að sjá Roger Moore myndinar oft. Það er svo kjánarlegar og skemmtilegar á sama tíma. Ég var alltaf Roger Moore maður líka. Ég ól svolítið upp fyrir Roger Moore. Já. En svo þegar ég horfi á þær, í dag, hann var gamall kall. Hann er það. Ég meina View to a Kill, hann er bara eitthvað sem er geggið mynd, samt finnst mér, sko. Já, flott lag, alveg. Já. En í minningunni, því ég horfði á þær alla fyrir kannski, það var alls ekki 10 ár síðan, 10-15 ár síðan, þá tók ég þær allar. Okay. Geitt eitthvað svona tösku með öllum myndunum. Já, stálkast, já, ég man þetta þessu. Ég myndi að vera svona, það geggja saman. Þá horfði ég allar myndunar. Þá hafði ég ekki séð Roger Moore myndunar í mörg ár. Og ég var bara eitthvað, shit, þetta er drasl. Það er samt einhver sjarmi. Það er sjarmi, sko. Það er alveg skemmtilegar. Þetta er silly myndir. Þetta er bara svo silly og hann er bara gamall kall. Já. Ég veit ekki hvað var gamall hann að gera þetta. Mér fannst hann virka mjög gamall. Já, hann var orðinn mjög gamall í lokin, sko. En eins og núna, þið alltaf að finna nýja Bond. Verður ekki að finna einhvern ungan? Verður þetta ekki að vera bara einhver max 30 gæi? Það má eiginlega ekki vera 30 gæi, sko. Ekki heldur 25 ára? Nei. Nú glugginn að lokast. Já. Nei, ég meina, þú veist, ég vil ekki, hann þarf að vera svona 39, kannski. Það þarf að vera skrýðið fertugt. Af því að ef þú tekur 30 gæja, þá ertu basically ekki að fá Casino Royale aftur. Þá ertu aftur að fara í Origins-söguna, eiginlega. Hvað var Craig gamall? 2006? Var hann ekki 2006? Var hann ekki 42 ára? Var hann 42 ára? Ég veit það ekki alveg, sko. Ég las þetta... Ég ætla að googla það. Já, ég var að lesa þetta í vikunni og ég man ekki alveg 100%. Ég held hann er alltaf búin að vera 15 ár sem Bond, sko. Já. Sem er ógeðslega langur tími. En nema þeir náttúrulega taki gæja sem er bara 30 og sé bara, þú veist, vel þjálfaður og sé bara overspy. En ég held bara að þeir taka svona ungan gæja, þá held ég að þeir fari aftur í bara svona Origins-sögur. Á 38 ára? 38.
En ég alveg að hugsa því að þeir eru að hugsa væntanlega fleiri en eina mynd. Þannig að þú tekur eitthvað fertanga, það tekur svo langa tíma að gera þessar myndir. Eins og hvað Craig orðið núna gamall? Eins og 15 ár, með 50 eitthvað. 53. James Bond, eitthvað að berjast eitthvað, tæla eitthvað á konur og það er bara hallarslegt. Það er reyndar hérna hvern tælingurinn er ekki lengur til staðar, vissulega. Nei, en það er líka kannski með nútímanum að... Já, líka bara, þú veist, það plottið í, þú sér það bara þegar þú horfir á hana, sko. Að, þú veist, þetta er svona, hann er líka bara orðinn gamall, skilur við. Já, er það eitthvað svona partur af myndinni? Já, það er svona, það er verið að skjóta á það, hann er orðinn gamall. Hann er ekki lengur að, þú veist, koma bara eitthvað, hei. Nei, veit. Hei, félagi, þú veist bara... ekki barnabönni það. Já, þú er bara hann afi. Já. En það var bara spurning, vill maður hafa James Bond svona gamla? En sko, svo er eitt, Daniel Craig ber sig ógeðslega vel. Með aldur. Ertu að tala útlitslega? Já. Já, ég er ekkert að dissa hann. Hann lúkkar ekki eins og gamall kall, finnst mér, sko. Nei. Mér finnst hann geðveikt flottur gæi. Það er bara rosalega, en skiljanlega, hann hatar að leika í þessum myndum af því að hann þarf að vera svo tipp-topp. Já, hann er búin að hata í mörg ár. Já. Mér finnst hann alltaf kvarta. Já. Svo þannig að segja að skera sig á úlinu með hann þyrfti að leika þetta aftur. Já, hann sagði ekki eftir Spectre. Jú, svo hefur hann verið heima á þessu og heilt bara svona bíp, bíp og bara peningatrukkur bakka upp á húsinu hans. Dömpa bara loða hans. Bara ok, fuck, ég skal gera þetta aftur. Ég það er sumi karakterar. Ég fór að hugsa þetta með út af Indiana Jones. Það var að koma önnur Indiana Jones. Ég var að sjá settmyndir bara áðan árið ég kom til þín. Það var að koma á Twitter, nýjar myndir af settinu. Er þetta spenntur? Hann er ánum svarar. Ford er 78 ára gamall. Já. Og það er fáránlegt að sjá, hann er, sko það er líka svo fyndið, einu myndina það er hann situr hann, þú veist, það er ekki verið að taka upp og hann situr hann. Gamall kall. Já, hann er bara svona, þú veist, hann situr svona eins og hann sé að bíða eftir, þú veist, bara að deyja. Hann er bara svona... bara að hann er þreyttur á lífinu. Já, ég menna, þú veist, líka, ok, veit ekki hvort það sé kontroversial skoðun eða ekki, en Ford, mér finnst Ford alltaf hafa verið þannig, hann nenni ekki að vera leikari. Alltaf? Bara sama hvað, í hverju hann er í. Það finnst mér hann alltaf hafa svona smá svona, þú veist, hvað er ég að gera þetta? Ég held reyndar að hann sem maður, mér finnst þess að ég lesið viðtal við hann. Ég held að hann horfa ekki mikið á bíómyndir. Nei, var hann ekki smiður? Jú, var það ekki? Og hérna, George Lucas bara hvað þú ert minn hérna, hann solo. Og hann bara hvað, nei, bara jú. Ég minnir að þetta sé svona, þú veist, ég er ekki 100% þess, en hann finnst hann ekki, mér finnst hann alltaf að bera sér alltaf þannig að sé svona, þú veist, af hverju er ég leikari? Bara að vinna. Kannski er það rétt hjá þér, mér finnst það samt hafa breyst gríðarlega. Frá því að þú ert að horfa á hann í Star Wars gömlu, Indiana Jones gömlu, jafnvel Fugitive frá 93, það er einhver ork í honum. Já. Skilurðu, svo horfa hann í dag, þá er ég 100% samanlega með það. Það er þess að ég ekki nenni þessu. Mér var samt hérna að því að hérna, nú er ég búin að hlusta dálítið mikið á þig undanfarið. Já. Og nefnir oft, þú veist, Blade Runner 2049. Hún er í uppáldi, það er það ekki. Sorry, ég er að geta hérna. Það er ekki að fá þig neina svefnbúku. Það er eina eftir. Það er eina eftir, hún er fyrir mig. Hún er fyrir þig. Hún var það ekki. Nei. Mér varst hann hundlegaðið fórum við á. Ég aldrei Blade Runner maður. Ok. En, svona horfði ég aftur á hana. Tommy, félag þinn, eða félag okkar. Hann var svolítið að selja mér að tjekka eftir hana. Og ég fíla hana mjög vel þetta. Já. En hvað ætlaði að segja með hana? Mér finnst Harrison Ford vera meira að nenna því í Blade Runner 2049 heldur en í upprunalegu Blade Runners. Vissulega náttúrulega það er vitað að hann hataði að vera á settinu á Blade Runner. Það er umtalað, hann vildi ekki, basically nefndi ekki vera hana. Og hann, mér finnst það mjög mikil sjarminn líka við karakterinn hans er dálítið það að hann sé svona, þú veist, ég stýr í alveg elda replicants og eitthvað svona. Hann er lúinn. Já, en þú veist, það er líka basically Harrison Ford að vera eitthvað, ég trúi ekki þessi alveg að taka upp þess að Blade Runner mynd. Þess að virkar fyrir þessa mynd. Fannst hann flottar í 2? Ég fannst hann gefa frá sér meiri svona líflega orku, sko. To be honest. En ég bjóst samt ekki við því að, ég var bara að horfa hann í fyrst skipti núna bara í vikunni, sko. En þú har ekki séð hana? Nei, því að ég misti af henni í bíó. Og þá var ég alltaf, hugsaði bara, því hún alltaf bara listaverk. Og ég get ekki horft á hana bara í einhverju.
En svo COVID var bara besta hluturinn í heimi sem gerist við heimabíóið mitt, sko. Þú veist, það var bara kraftaverka að hafa komið COVID, af því að ég keypti mér, þú veist, LG, OLED og heimabíó og eitthvað svona, ég bara fuck it, nú ger ég þetta, af því ég veit ég er ekki að fara í bíó. Þannig ég horfði loksins á hana og það bara lita dýrðin, maður, djöfull er þetta flott mynd. Og hljóðið geggjað. Ég held líka að þetta sé núna eftir ég horfði aftur á hana. Ég held að þetta sé bara ein flottast mynd sem ég sé. Ég bara kvikmyndutaka, lýsingin, allt þetta, búningarnir. Ég held að þetta sé bara ein flottast mynd sem ég hef bara nokkuð sem sé. Já, líka, þú veist, það er ógeðslega þreytt að ef þú ert í Mexíkó þá er gulur filter yfir öllu. En þarna meikaði það svo mikið sens þegar hann var í svona eyðimarkaðsvæði að væri gulur filter yfir öllu og svona litanýtingin er mjög falleg. En þetta er svo upprunalega Blade Runner, ég horfði á hana fyrir mörgum ára síðan fyrst. Ég hata hana. Fannst þetta svo ógeðslega leiðileg fucking myndmaður. Vá. Svo horfði hann aftur og ég ok, hún er ennþá leiðileg. En það klikkaði eitthvað þegar ég horfði á hana í seinna að þá var lokað atriðið, ræðan sem að hann kemur með replikantinn. Batti? Já, heitir hann ekki? Já, Rutger Hauer. Já, hann kemur með ræðuna hann á Tears in the Rain eða eitthvað. Já. Sú ræða basically somur á allri myndinni. Mér finnst hún þá vera þess virði. Þú veist, þú ert búin að horfa á allt sem er að gerast og mér finnst hún basically drefleiðileg en svo kemur ræðan og hún svona bara fullkomnar áhorfið. Ég man ekki alveg hvað hann segir. Hann er að segja basically að, þú veist, hann er að elta replicants sem eru að rebella og vilja lifa lífinu sínu. Já. Og er að segja við Harrison Ford að hann hafi lifað miklu meira heldur en hann, hlutirni sem hann hefur séð, okkur er hann ekki virði þess að vera lifandi. Þegar hann er að njóta lífsins miklu meira heldur en allir sem eru labbandi bara sálarlausir borgina að vinna vinnuna sína á eitthvað svona. Og það atrið, sú ræða finnst mér finnst myndin vera allir svona svo fallit ljóð sem að, þú veist, sömmurast upp alveg í lokin. Áður pæling, ég þarf að hafa þetta í höfði og horfa aftur á hana, næst. Þannig ég hef aldrei tengt við hana. Nei, ég skilja bara ógeðslega vel. En mér finnst bara síðast, þú veist, bara ræðan í lokin finnst mér summar upp restina og þú veist, gera það þess við, og mér finnst hún eiginlega svona viljandi vera langdregin og svona til þess að íta aðeins meira undir hvað hann segir. Þetta er mjög ára punktur. Einn félag minn sagði mig þegar ég var að tala við hann á Facebook Blade Runner. Og ég sagði, þetta er áður en ég horf aftur á 2049. Já. Ég sagði, mér finnst það bara svo leiðileg, mér finnst þetta líka upprunalega leiðileg. Þá sagði hann, Blade Runner hefur alltaf verið leiðileg. Já, mér finnst þetta er leiðileg mynd, sko. Hún er ógeðslega langdregin, en hún kemur bara með svo gott skilaboð. Og þú veist, mér finnst eins og það sé viljandi gert að hvernig hún er uppbyggð. Ertu hissa að þér finnst hún leiðileg? Já. Ertu hissa hvað hún hefur markað djúp spor í kvikmyndasögunni? Hún sé ennþá relevant svolítið í dag og talin klassísk. Kemur það óvart? Ekki út af þessu loka atriði og impactinu sem hefur á alla myndina. Og kannski útlitið líka? Já, Ridley Scott gerði það líka flottum hlutum í þessari mynd, sko. En svo er reyndar eitt, þú veist, mér finnst flestar myndir sem Ridley Scott gerir, mér finnst það mjög leiðilegar. Ég ætla að búa þetta svona, ég ætla að búa þetta kód, ég er að stundum leikum á Instagram. Já. Mér finnst flestar myndir sem Ridley Scott gerir leiðilegar. Ok, þú voru að útskýra það eins nánar. Þær eru bara ógeðslega langdregnar. Mér finnst það bara svo, mér finnst hann... Ekki alla myndina. Nei, alls ekki, en hann alltaf pumpar út bíómyndum, sko. Já, reyndar. Ok, nú ætla ég að testa þess. Gladiator. Frábær, en ég held ég hafi bara síðan 2 ár. Ok, en þá er ein hérna sem mér varst mjög skemmtileg. Nýleg. The Martian. Já, hún var góð. Hún er góð? Já, það er eins og ykkur annar hafa klift hana. Þið finnst það kannski ekki vera Ridley Scott mynd. Já, það er svona smá, hún er ekki alveg langdregin finnst mér. Ok. Sem ég fyndið, sko, því ég hef lesið að bókin sér hræðileg. Að hún sé hræðileg? Já, bara illa skrifuð, bara léleg bók, hef ég heyrt, sko. Já, myndi komið skemmtilega óvart. Já. Ok. En þessu allir með... Sétt, hann er að gera svo mikið myndum. Hann gerir nú eina, ég er spenntur að höra hvað segja þessi, ef við séð hana. Kingdom of Heaven. Já, við höfum rætt hana í, við tókum fyrir bara, þetta var í besta case af, þú veist, direktorskatti. Tom hefur aðeins talað það mitt. Ég þarf að horfa þess á hana þegar mér varst fyrsta, eða þess upplútgáðan fannst mér ekki skemmtileg. Nei. En hvað er þú þar? Nei, upprunalega er ekki góð. En direktorskatti betri? Það er allt henni mynd, sko. Og þú fílar hana? Já. Ok. Ég man því ég sá direktorskattið, hún var á 2 DFD-diskum. Myndið var hálfuð þá bara insert disc 2.
Nei, svolítið svona Lord of the Rings. Minnir að extended útgáfan hafa komið á 2 diskum. Já. Er hún svo svakalega löng? Ég held 4 tímar eða eitthvað, sko. Nei. Kingdom of Heaven, Director's Cut. Ég held það í alvörunni, ég man það sem þetta ekki alveg. Hún er allavega milli, ég held, hún er allavega 3. Ég verði að tjekka á þessu. En svo er ein mynd sem hann gerði, gangstermynd, minni mig. American Gangster? Já. Ok. Ég er aldrei að klára hana. Mér finnst hún svo drefleðileg þegar ég sá hann fyrst. Finnst hún leðileg? Ég á eftir að horfa á hann aftur, sko. Ég veit ekki, ég var náttúrulega ungur þegar hann kom út. En ég var bara, oh my god, hvað þetta er leðileg mynd. Og Alien líka, þú sýnir einhverjum núna Alien í dag, sem hefur ekki, þú veist, svona rosalegt kvikmyndablæti eða eitthvað. Heldur að manneskjan verði ekki bara, þetta er leðileg mynd. Nei, Alien, ég sýndi kærastuna, hún aldrei síðan hana. Hún er alltaf mjög mikill horror aðdándi, eða ekki? Jú, reyndar, hún fyrir hryllismynd. Ég ætla að þetta er bara gisk, sko, kemur ekkert óvart ef einhver myndi segja, næ, ég finnst Alien leðileg. Alien er skemmtilegri. Ég er reyndar alltaf verið meiri Aliens maður, það er líka meiri hasam, ég er meiri hasagörildin en horror-gæi, en það sem kom mér óvart því að horfa Alien, við tökum smá Alien-spjall, að því ég var að sjá hana fyrir eitthvað svo löngu síðan, síndi í kærastuna, búin að sjá hana, ég búin að sjá hana oft. Ég var að sjá hana núna á Blu-ray. Já, ég var að mynda að horfa á 4K-útgáfuna. Já, þú veist, þeir eru búin að hreinsa hana og... Ógeðslega flott, maður. Ógeðslega flott. Það sem ég elska við þessa mynd, jú, ég fíla söguna, fíla karakter og allt það basic dot. En öll hönnun í henni. Og mér er svo gaman þegar það sett svo mikið púður í set design, leikmynd. Mér finnst það vantar svo mikið í dag. Þetta er orðið svo mikið green screen. Já, ég samla. Að þegar þú ferði í gegnum Nostromo, skipið, að þið myndi byrja bara, kameran fer svolítið bara svona í gegnum gangana og svona. Hurðin opnast, ljósin kvikna. Já. Og ég var blown away. Ég bara, vá, hvað er flott. Þetta er svo geðveikt. Sást hann á physical media, 4K, eða? Já. Nei, ekki 4K. Ég sá hann ekki 4K. Ég sá hann bara á... Já, Blu-ray. Já, áður á Blu-ray. Ég geti rétt ímyndum þessu ennþá geðveikar í 4K. Já, ég bara keypti hann á iTunes. Já, einmitt. 4K útgáfa þar. Var ekki verið crazy? Jú, mjög flott. Eina vandamáli er þetta er streymi, þú veist, margir tala maður get ekki sé mun, eitthvað svona bla bla. Aðal vandamáli við að kaupa myndir á iTunes er að þú missir hljóðgæði. Fær náttúrulega aldrei af góð hljóðgæði og á physical. Það því að þú veist, ég er ekki sérfræðingur í þessu en bitratið er, þú veist, 10-20 sinum hærra á physical media. Já. Þegar kemur á hljóðinu, sko. Og svo finnst mér ég að vera að sjá smá svona screen tearing líka. Það sem maður kannski hlutur á að vera beinn, en þú veist, það splittast í 2 svona þannig að þú veist, mér langar alltaf að sjá hana á physical media, þetta er bara styrt maður 4 skallar ykkur fucking bíómynd á disk. Fáránlegt. Ég er eiginlega hættur að kaupa physical media. Já, ég get vel ekki, þú veist, ég er með PS5 sem stiður 4K, mér langar að kaupa mér ykkur mynd og horfa á hana, en ég er bara, þú veist, bara fucking dýrt. Það þarf að vera mynd sem ég get horta á aftur einhvern veginn bara. Já, svo líka bara, ég er búin að ganga gegnum nokkuð tímabil, það var FAS-safnum mitt, þá DFT-safn og svo Blu-ray-safn. Já, sem að hér, mínus FAS reyndar. Ég er ekki að fara í 4. safni mitt. Nei. Þetta er bara, ég kaupi reyndar iTunes. Já, ég kaupi það líka. Það er líka, þú geymir það bara inn í, ég geymir bara inn í, tæknilega séð, ég veit ég er ekki að geyma hana, en þú veit hvað við. Já. Það er bara í einhverjum svona litlu boxi. Já. DFT-safnum þá bara heilt veggur inn í bara herbergi. Ég bara get ekki að fara aftur í svoleiðis pakka. Ég fór frá 400 DFT-diskum niður í 50 eða 60 Blu-ray myndir og núna niður í enga 4K. Já, einmitt. Ég á bara 4K myndir á iTunes. En þessum Alien, klárum það aðeins. Já. Af því að hún er frá 79 sem mynd. Já. Og mér finnst eitthvað svo gaman við það að horfa á þessar gömlu myndir. Ég ætla að horfa á eina mynd sem fór 1980 daginn. Af því að Óli Bjarki, sjátt á hann hefur komið tíma í nokkusunum. Hann benti mér á The Blob. Já, ég heyrði það. Ég var að hlusta, var ekki 80s horror? Jú, 80s horror. Ég hef aldrei séð hana. Ekki heldur. Nei, bara, ég vissi að þessari mynd, en bara aldrei séð hana. Ég hef séð sko... Brotur hérna. Nei, ekki úr þær í útgáð. Ég hef bara séð atriðið sem allir hafa séð, sem hefur verið sýnt í svo mörgum bíómyndum. Það sem að fólk er í upprunalegu Blob, það sem fólk er að hlaupa út í bíósalnum og Blob er að koma út. Já, ég ætti svona úr gömlu. Já. En ég veit ekki og hef ekki séð þessa 80s. Þessa 80s-myndina. Og ég horfði á hann daginn. Og það var svo gaman einmitt að sjá, að ég er búin að sjá slatta af svona 80s horrormyndum. Það er ekki þessi Blob. Ég var að sjá hana 2021, fyrst skipti. Horfði hann eitt nema. Ég var ekki að leggja á kæristu mína,
stundum að selja inn svona gamla myndir. Alien alltaf klassik, ég get ekki sagt að Blob sé á sama level og Alien. Nei, mitt. Þannig ég horfði á hann einn og það er mikið practical effects í henni. Það er eitthvað áferð á þessum gömlu myndum. Eins og tala set design, búningahönnun, practical effects sem ég sakna rosalega í dag. Já, ég meina, þú þarft ekki að fara einu sinni aftur í 80s, þú getur bara tekið Lord of the Rings vs. Hobbit, sko. Og þú veist, Ian McKellen grátandi á setti This is not why I became an actor, þú veist, á greenscreeninu. Hefur ekki séð það? Býtu, nei, var það fyrir Hobbit? Já. Af því það var væntanlega einhver greenscreen-vinna í Lord of the Rings. Já, en ekki þetta á samanburði við Hobbitan. Hvernig fannst þér þær myndir? Glataðar. Það er ömurlegar. Okkur fannst þér að glata? Bara, það var allt við þessar myndir. Þetta var útteikt, þunnt rusl. Ég sammálaður, sko. Bara, vá, hvað þetta er mikið shit show að bíómynd, maður. Þurftu þér að gera 3? Nei, það máttu vera ein mynd. Sko, þetta er þunn bók. Ég las hann einmitt í framhaldsskóla minni mig. Já. Hobbit. Já, lesa hana. Hún er bara eitthvað... Hún er mjög stutt, sko. Pínlítið bók. Og þetta er líka barnabók. Já. Það er alltaf, þú veist, Tommy var alltaf búin að ræða í þetta málum með þarna, þú veist, þessi þurfti að græða pening og þessi þurfti að græða pening og allt það dót. Þannig að, þú veist, ok, sættum okkur við að séu þrámyndir. Miðað við þær forsendur sem hann talaði og, þú veist, bara í stuttumáli fólk verið ekki hlusta á, þú veist, það var bara svo mikið réttindamálum og til þess að koma út í hagnaði og þurfti að gera þrámyndir svo allir myndu fá eitthvað sinn hlut af gróðanum og bla 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 bla. Vandamálið sem mér finnst aðalega verið í þessari mynd í Hobbit-myndunum er að þetta er svo mikill Lord of the Rings prequel. Þetta er ekki minnst minna vera Hobbit og meira vera, þú veist, hei, hérna er Legolas mann sendir honum. Já, tengi þetta við Lord of the Rings myndar. Já, hérna er, þú veist, þetta og bla 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 og þú veist, myndin byrjar á Lord of the Rings atriði, skilur, Bilbo gamall og Frodo er hann eitthvað. Alveg rétt, maður. Ég hata þessa myndi svo mikið. Og svo líka hérna Evangeline Lilly segir, þú veist, ég leiki í þessu ef það er ekki ástatrýningur. Þeir bara, hver ætti að vera ástatrýning í þessari mynd? Þú og dvergarnir eða? Já, það er sem gerist. Já, býttu það var aðaldverkurinn og Legolas. Og Legolas. Já. En var hún ekki líka búin til fyrir myndinar? Þessi karakter? Jú. Tauriel eða hvað hann er? Þeir bjuggu til ógeðslega mikið af karakterum fyrir þessa mynd. Þess að fyll upp í svo 3 mynd. Já. Og svo líka bara, þú veist, svo mikið af fucking astnalegum hlutum í þessari mynd. Gæinn hann í bænum, þú veist, sem á að vera svona light gríma wormtongue. Manstu þetta honum? Alltaf eitthvað svona alltaf að reyna að skemma fyrir eitthvað og ég held að hann hefði unnið undir Stephen Fry sem var bæjarstjóri. Já, ég var að hugsa Stephen Fry. En hann var eitthvað svona bæjarstjóri. Já, og svo gæinn sem var að vinna fyrir Stephen Fry var svona gríma wormtongue típa. Eitthvað kvíslandi eirað á Stephen Fry og eitthvað var alltaf að skemma og eitthvað. Já, bara fuck, þetta er heimskuleg mynd. Og líka hvernig í andskotanum en hvernig endar nummer 2 á því að drekinn bara er að fara að ráðast á hvað heitir bærin áttur? Lake Town, já, hann er að fara að ráðast á Lake Town. Já, þeir kötta þar. Já, og köttar. Og þú færð að sjá þetta í næstu mynd. Drekinn er dauður innan við 10 mínútum á næstu mynd. Já, einmitt. Þannig kemur eitthvað, gerir smá eld og gæinn bara skýtur hann. Ok, það var það búið. Nú ætlar dvergarnir að fara að læsa sig inni, fara í frekjukast og restina af myndinni er 3 klukkutíma bardagi sem að gerist ekki í bókinni. Fuck me, sko. Mér fannst það með 3. Ég hatt sem myndir. Mér fannst 3. Mér er sjaldan leiðist ég mikið. Já, ég líka fór á 3. myndina í svona, þú veist, allar 3. Þú veist, horfum á 1, horfum á 2 í bíó, skilur. Maður. Nexus var með svona event. Þú sér 3 Hobbit-myndir. Já, horfum fyrst á fyrstu, svo horfum við 2 og svo er þetta forsýning á 3. myndinni. Ég hef ekki meikað það. Nei, ég fór á þetta með því hugafari að 3. myndin er basically make it or break it. Það er búið að taka ógeðslega mikið af furðulegum ákvörðunum í 1 og 2, búið til nýja karakter og svona dót. Og þess að þið geta actually sett eitthvað svona smá spinn á þetta í 3. myndinni og enda þetta bara vel. Þú veist, lokað söguþráðunum sem eru búin að búa til á einhvern máta sem er actually satisfactory. Heldur þú hefði ekki orðið sáttur? Ég held það, já, ef að 3. myndin hefði, þú veist, einhvern veginn lokað þessu bara á góðan máta. En hún bara heldur áfram, þú veist, það er búið að grafa gröfina og hún ákveður að leggja sprónu í líkistuna sjálf og loka, sko. Já, skemmtilega orða.
Legolas eitthvað hoppandi, þú veist, gegn þyngdaraflinu og bara... hvað klikkaði? Þetta sami gæi? Já, hann vildi ekki gera þetta. Nei. Ég held að fyrstu hlutur sem klikkaði að Guillermo del Toro hætti við. Ef að del Toro hefði gert þessar myndir? Þá held ég að... Heldur þú sem tala allt annað dæmi? Já, ég held að. En svo kannski ekki. Kannski hefði stúdíóðið samt verið bara, við þurfum 3 myndir, við þurfum ekki þetta. En Guillermo del Toro og horfir á hans feril, þá hefði hann verið svo fullkomin í þetta, að því hann elskar practical effects, hann elskar búninga, hann elskar set design. Þú veist, Hellboy, við getum sagt hvað sem við vilt þær myndir, það eru fáránlega flottar. Já, sérstaklega 2. Já. Þú veist, ég fílaði ekki 2 mjög, ekki voru skemmtilega, en vá, hvað hann leit vel út. Já, það eru atriðinni sem eru, við erum bara að tala útlæslega. Ég er nefnilega ekki del Toro aðdóndi. Minnst það ofmennastu leikstjóri ever, held ég. Komið Pan's Labyrinth. Geðveik. Já. Restin. Já. Hellboy 1 og 2. Ég get ekki svo klára fyrstu myndina. Ég reyndi að horfa hann aftur daginn. Já, ok. Hann gerir þess að hundleðileg Crimson Peak. Já, vá, hún var ekki góð. Og Pacific Rim. Mér fannst hún skemmtileg. Já, ok, ég ætla að vega mér fannst hún skemmtileg. En þú veist, hún var ekkert meira það samt, hún var skemmtileg. Nei, hún var skemmtileg og búið. Já, en þú veist, það var augljóst að hún var í réttum höndum þar, því að svo gera þér framhaldsmynd sem að snýst líka að vera skemmtileg. Shit, hún var leiðileg. Og hún er bara leiðileg. Hún var leiðileg. Já, bara því tókst að gera róbota að drepa risaðlur leiðilegt. Já, í sammála. Hvað er hann að gera meira? Hann gerði, ég meina, Devil's Backbone alveg fín. Hann gerði alltaf Mimic. Hefur ekki séð hana. Ég held samt að hann sé líka bara helviti góður framleiðandi. Já, ég held það líka. Ég er sammálar. Hann til dæmis framleiði Orphanage, sástu hana? Já, hún var mjög góð. Já, hún var heldur góð. Hann leikst henni ekki. Nei. En hann hjálpaði þeim leikstjóra að gera þá mynd. En Del Toro líka virðist vera allavega þekkja hann ekkert sko, get ekki sagt til það. En hann virðist vera með Þú veist þú fínt kall samt. Já, algjörlega. En hann virðist vera með mikilvæg brjálæði varandi hversu mörg verkefni hann getur tekið að sér. Já, Jesús maður. Hann er alltaf að sæna sig á okkur nýtt og svo verður aldrei neitt til. Ég er sammála. Maður er búin að heyra eitthvað svona, hann er að gera eitthvað 20 myndir. Já. Ég er hættur að bíða eitthvað eftir eitthvað mynd. Já. Hann er reyndar komið núna nýja, Nightmare Alley. Ég held að það sé hann sem gerir hana. Já. Það er eitthvað svona horrordæmi. Mögulega. Ég fylgist ekki nógu mikið með honum, sko. Nei. En mér er bara nördandur elskan að því hann er nörd. Já. Skilurðu? Svona Elon Musk típ dæmi, sko. Já, þetta er eitthvað bara, hann er æðislur. Já. Af hverju? Að þeim gerir Pan's Labyrinth, hún er náttúrulega geðveik. Hún er geðveik, hún er mjög gömul. Þannig séð, þú veist, með að við... 2006 eða eitthvað. Já, eða þú veist, með að við nýra stöfið hans, skilur. Já. Mér finnst einhvern veginn, hann hefur ekkert náða... ég veit ekki. Ég hef aldrei verið svakalega hrifinn af hann. Þannig ef hann hefði gert Hobbit-myndirnar, ég veit ekki. Jú, alltaf meira ástríðunum Peter Jackson, af því þú segir, eins og þú segir, hann vildi ekkert gera þér. Nei. Og það sést. Mjög vel, sko. En eins og með þellinu, þú varst að tala áðan, þú ert með locations og Lord of the Rings, með svona meira practical effects og make-up og svona. Hvað er þetta? Af hverju erum við eins og með Hobbit? Af hverju þetta er bara í eitthvað svona, tölvugerum þetta bara? Ódýrara, það ekki bara? Auðveldara. Já. Þetta er svo lazy. Þetta er það, sko. Mér finnst líka bara, hefur þú séð eitthvað behind the scenes stuffinu af Hobbitunum? Ég sá eitt bara, það var stutt klippa, minnir það hefur verið þegar það er eitthvað fundur. Já. Og hann er bara svona, Peter Jackson á endan á vorinu eða eitthvað, og hann er bara svona són út. Já. Þú ert kannski að tala um, einmitt. Það var Hobbit. Það var Hobbit, já. Ég hef ekki hort á mikið þess, ég hef hort á hinn og þessar klippur, en það er smá eins og Peter Jackson hafi fengið að ráða hvað færi í behind the scenes, og enginn hjá Warner Brothers, er ekki Warner Brothers sem gera það, myndunar? Jú, þeir eiga New Line. Já, og enginn hjá Warner Brothers eða New Line hafi séð hvað var í behind the scenes efninu, og svo hafi þetta bara verið séppað, og þeir bara, fuck, að því að þú ert með Ian McKellen grátandi. Var ekki hann í alvörunni? Hann fór að gráta, að því að þú veist, þetta var bara hörmulega, þetta var þegar hann var í búrinu. Þannig að situr hann í búri og það er allt green screen og hann er einn og hann á að vera að tala við einhvern sem er ekki til og hann fyrir að gráta og segir þetta er ekki af hverju ég var, this is not the reason I became an actor, segir hann. Og við erum að tala um þungavita leikara. Já, og svo ertu með atriðið það sem að Andy Serkis er að leikstýra, þú veist, B-róli og það er ykkur orkar hann og hann er eitthvað, ég veit ekki hvað ég verið að gera, sláist bara, gerið það. Gerir bara eitthvað. Já, og það er bara hópur að leikur með eitthvað svona, slást eitthvað svona og svo segir hann bara, cut, við erum ekki búin að hættið þið bara, þetta er bara komið, veist, við verðum að taka þetta upp setna, við veitum ekki hvað erum að gera hérna. Og svo eins og þú segir, atriða sem að Jackson er bara eitthvað svona... Ég vorkið honum. Já. Ég man því sá sem klippu.
og ég meina, hvernig fór þetta drasl allt í behind the scenes efnið sem var gefið út? Ég finnst þetta galið, sko. Það þetta mjög góð punkt, ég hef ekki hugsað það þannig. Ég meina, sem stúdíóið þá hef ég sagt bara, nei. Af því ef þú horfir á behind the scenes dótið fyrir Lord of the Rings, þá var allir svo hressir, þetta var svo gaman, þetta var svo mikið verkefni, góðu mórall. Svo, eina vídeóið sem fór svona værala behind the scenes fyrir Hobbit, það var þarna Legolas að syngja Hobbit to Isengard, mannstu ekki að því? Nei, man ekki því. Það var eitthvað gæði sem að héldu upp í símanum og þannig að þeir tekið Hobbit to Isengard, svo fjarlæði hann síman og þá stendur Orlando Bloom og klára lagið í persónu. Nei, ég var ekki að sé það. Það var alveg skemmtilegt. Maður hefði haldið að behind the scenes er tróðfyllt að svona rugli, sko. Nei, þetta var rosalega, það var áherslu að fylgjast með öllu þessu ferli. Þú veist að fá Peter Jackson, þeir, eins og ég skildi, þeir grátbáðu hann bara eins og þegar Del Toro hættir. Já, það sem maður hefur heyrt. Þeir eru bara please, þú verður að gera þetta. Já, bara við höfum ekkert annað. En hann hefði samt að segja bara nei. Já. Þegar þú ert ekki með passion, þá fyrir Hobbitan. Ef þú ert með passion, þá fyrir Lord of the Rings. Nei, menn þetta er sami maður. Jú, það er alltaf búin að líða ykkur ára þarna milli. En samt sami gæði með sumu áhugamál, skilur, þú veist, maðurinn andaði bara Lord of the Rings, hann elskaði þetta. Já, en þarna var einhvern veginn ekki ástríða. Það er ástæð fyrir því að hann vildi uppræðanlega ekki gera Hobbitinu. Já. Var það ekki hann sem réði Del Toro? Jú. Það er ástæð fyrir því. Já, hann ætlaði bara að vera framleiðandi og skrifa. Já, hann ætlaði ekkert að leikst þessu. Nei, alls ekki. Þú getur líka rétt ímynda og þetta er stórt batteri maður. En hvernig líka verður Hobbitin mynd sem að heitir The Hobbit, en Hobbitin sjálfur er í aukahlutverki? Hver myndir segja aðaldverkurinn? Já. Man ekki hvað það heitir. Já, ekki heldur. Það er slæmt. Já. Og svo líka, þú veist, ok, bækurnar er, bókin minna ég. Bókin, einmitt. Hún alltaf er ekkert mikið að kynna dvergana, skilur. Þetta er alltaf 12 stykki að dvergum. Og þú veist, ég skiljanlega bara með, þú veist, 150 blaðsíður efni, þá getur þú að kynna á alla. Nei. En þegar þú ert með 3 fucking bíómyndir, þá getur þú gert það. En þeir gerðu það ekki. Nei, gerðu það ekki. Þú veist, dvergarnir hefði getað dáið í bakgrunnum hægt róla og ég hef ekki tekið eftir því, sko. Allt í lokin hefði getað verið orðinni 8 og ég hef ekki séð munin, sko. Nei, ég var að reyna, ég man því að horfa á þessar myndir. Bara, byrju, hver á þetta? Byrju, hver er þetta? Svo dó einhver eða eitthvað. Og svo er ég líka, okkur eru svona myndalegir? Er þetta ekki dvergar? Er þetta ekki, þú veist, svona big bushy og eins og Gimli segir í Lord of the Rings með þess að konurnar eru með skegg? Jú, það er svolítið talað um og þetta er svona, þeir eru grófir. Já. Þeir eru ekki með svona, að þið gæði sem leikur aðaldörgin. Ég man hvað leikarn heitir, ég man eitthvað karð heitir. Richard Armitage. Já. Það er þess með. Svo, hann er myndalegur. Já, og líka hérna gæðin sem var í, þú veist, ástaþrýðningnum, sádvergur. Þetta er bara myndalegasti dvergur sem ég hef nokkuð tíma að sé. Gæin er bara örgulega í, þú veist, Vogue Magazine útgáfun í Lord of the Rings, þú veist, dvergatískan og hann er aðal playboyin, skilur. Já, það er sem að missa svona sjónar á hafa þetta svolítið svona ekta, authenticity. Já. Að þeir voru svolítið, fannst mér Lord of the Rings, þá sett svo mikið púður allt svona dót. Bara eins og með hvernig orkan lit út, Uruk-hai-gæðinir, álfarnir. Það var svo mikið passion project og það er bara það skín í gegn alls þær í Lord of the Rings. En er þetta ekki líka bara dæmi að þú er svona lightning in a bottle dæmi, þú nærðið ekkert að gera þetta aftur. Jú, eða ekki. Ég myndi halda það, sko. Þetta var svo einstakt bara í kvikmyndasögunni. Já, en ég er alveg sammálaður með Dune. Þú veist að líkinni við Fellowship of the Ring, það er sami fílingur og ég fekk, sko. Ég var bara svona, þetta er actually bara epíst og flott og ég var bara svona smá pirraður þegar hún endaði því ég vildi bara fá framhaldi strax. Einmitt, og mér fannst það með það svo fyndið, því ég er búin að sjá Dune núna 2 svar. Já. Og þetta er ekki besta mynd sem ég séð. Nei, það er helling sem að hægt er að poti í varandi sögu hana, sko. Já, og svo kannski eins og hún pompar aðeins niður hann í lokin, sko. Já. En það er af einhvers sem ég hef satt í podcastinu, það er eitthvað við þessa mynd, einhverju töfrar sem ég hef bara ekki séð í mörg ár í bíómynd. Alltaf þegar hvernig ég upplýði hana. Ég var að fara á nýjan stað, epíst, einmitt Fellowship, ég man þegar ég sá Fellowship í bíó og maður var bara maður hafði ekkert séð neitt líkt þessu. Nei. Og ég fekk svona pínu þannig í Dune, sko. Já, ég er sammálaður, sko. Ég bara veit ekki, þú veist, ég þekki ekki til Dune, ég á bókina, sko. Ég hef ekki lesið hana, ég veit ekki neitt, sko.
við félagið minn gaf mér bókina í einhver rosa fallegri útgáfu. Þetta uppáhald sci-fi bókin hans, hann eitthvað gaf mér í afmælisgjöf. Ég las fyrsta kaflan og Svo ekkert meira, og þetta 10 ár síðan? Nei, ég las fyrsta kaflan á þessu ári, sko. Nú, ok. Ég var búið með nokkrar, að ég er búin að vera að vinna með svona gegnum Stephen King bækur. Já. Og var búið með, þú veist, held ég að hafa klárað It, tók svo upp Dune, las fyrsta kaflan og hugsaði, nei, ég ætla að bíða með þetta. Er hún þung? Já, fyrsti kaflinn strax bara eitthvað svona, ég var bara hvað, hérna eru hellinga hugtökum sem ég aldrei séð hellinga orðum sem ég aldrei séð Já, hún er erfið. Já, eitthvað svona, þannig að það eru líklega ástæðan fyrir því að ég hef ekki séð gömlu Dune, en það er líklega ástæðan fyrir því að hann byrjaði fyrstu 20 mínúturnar eru útskýringar á hann að myndin byrjar. Þú veist, hérna þessi plánda, þetta. Það er fyrsti kaflinn í bókinni, en minn rétt, að þetta er eina sem ég kannaðist við því ég horfði á myndina. Fyrsti kaflinn í bókinni er þegar hann setja hendina sinna inn í boxið. Já, það er því. Já, mér minnir að það sé fyrsti kaflinn, alltaf, rámar ég hafi lesið það, sko. Og ég las þann kafla og ég bara, ok, fuck, þú veist, bókin er augljóslega að starta mig á stað þar sem ég á eftir að, hún er að byrja basically svona, ævintýrið byrjað, skilur. Já, og svo kannski bakkaðar aðeins. Já, og svo kannski fæ ég meiri upplýsingar og svona dót og ég hugsaði bara, þú veist, ég hef bara ekki alveg orkunni að lesa þessa bók akkurat núna. Ég lesa hann einhvern tíma seinna. Þannig ég fór bara að lesa fleiri Stephen King bækur. En það er svona gott hjá þér, að því maður verður, að þið kannski áttu að dyrka þessa bók. Já, alveg. Ef þú lest hann á réttum tíma. Já, örugglega. Og ég meina, þú veist, þá var líka nýbúið með It sem var, þú veist, 1100 blaðsíður. Það er hún ekki bara ógeðslega þykk. Svakalega þykk, maður. Það var bók sem ég ákvað að köpa með Kindle þegar ég var búið með hana. Ég var bara, já, það er svo þykk. Ég var bara haldandi á þessum nýja 1100 blaðsíðna bara flikki upp í rúmi og bara, ok, ég þarf að Kindle er allavega bara 20 grömm eða eitthvað. En það er samt eitthvað við það. Ég les ekki nógu mikið, mér finnst mjög gaman að lesa, en það breytist aðeins eftir eignaðist stráki mín, því hann er inn í herbergi hjá okkur. Já. En ég er ekkert að kveikja á lampan eða hann sofandi hliðin á okkur. Nei, mitt. Ég lagst því að það er stutt í að hann fara inn í sitt eigi herbergi og ég er bara svona, get ekki líst í hvað lagt að lesa meira. Það er eitthvað fyrir mig, persónulega, að halda á bók, finna fyrir blaðsjónum, pappírnum. Mér finnst líka bara þægilega að lesa af blaði heldur en iPad, eða ég hef ekki keypt með Kindle en ég hef prófað svoleiðis. Hvað er þú þar? Finnst þetta bara allt þægilega að vera með Kindle heldur en að vera með Kindle er ógeðslega þægilegur, sko. Ég get aldrei lesa af iPad, en þú veist, Kindle er bara, þetta er svona smá eins og að horfa á pappír. Er lýsingin einhvern svona rétt í vélinni sjálfur og eitthvað? Já. En ég er samt þar, sko, ef bókin er frábær, þá langar maður að eiga hana, þú veist, just í alvörinni. Já, bara physical formi, já. En málega er að ég nenni heldur ekki að sanka að mér hellinga bókum svona sem er 10 tímyndunar, skilur, þetta tekur pláss. Ég nenni ekki að sanka mér hellinga bókum sem að ég er bara svona, En það er eitt sem samt bækur hafa fram með til dæmis bíómyndir. Það eldast ekki þannig. Nei. Skilur hvað við? Svona, þú getur lesið It eftir 30 ár og ef þú ert búin að passa hann nokkuð vel, þá var ekki risp á disknum. Eða skilur hvað við? Eða komið ný 4K útgáfa af It. Bókin er alltaf bókin, þetta er alltaf sami textin. Þannig að mér er stegnin upp á framtíðar fjárfestingu. Það er kannski aðeins með sens, en plássið er alltaf, þetta er plássfrekt. Já, 100% sko. Það er svona langum með að eiga bara suma bækur sem hægt er að grípa í og lesa. Ég las líka Shining á þessu ári. Ég hef ekki lesið, ég hef lesið eina Stephen King bók og það var ekki Stephen King bók. Hvaða bók er það? Hún heitir þess að On Writing, hann er að skrifa Já, einmitt. Já, hún var æðisleg. En mér langast að fara að lesa meira eftir hana, því mér finnst það rosalega áhugaður maður. Já, ég meina, margar af þessum bókum er geggjaðar, sko. Og Shining, bókin. Góð. Já, sko, Shining er dálítið þannig að, þú veist, ég er ekki á þeim staða sem að Kubrick eyðilagði bókina eða eitthvað. Er hún allt, því ég þekki þetta ekki, er hún allt öðruvísi myndin? Já, eiginlega. Það er mjög mikið frábrugðið við hennar. Það er bara rosalega mikið. Hvernig finnst þið Kubrick myndin? Geggjuð. Og bókin? Geggjuð. Já, þó þessi ólíkar, þú dýrkaði báðar, eða finnst þér báðar geggjað? Mér finnst báðar bara, þetta er öðruvísi take á sögunni og mér finnst það bara frábært. Þetta er sami punktur basically og mér finnst endurgerðir, reboot og bla 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 bla, allt þetta svona drasl. Mér finnst þetta alltaf lægi ef þú ert að gefa mér aðeins öðruvísi sjón. Já, ekki bara endurgerð til þess að endurgera. Nei, menn eins og Psycho er bara shot fyrir shot drasl remake, skilur. Þá ekki... Hvað var pointið við því? Nákvæmlega, hvað er pointið?
ef að Psycho endurgerðan hefði sýnt okkur eitthvað nýtt að tekið eitthvað öðru í sér vision þá, já, maður gerðu bara, þú veist, ef þetta drasl þá var þetta ekkert ég ekki á þeim stað sem að mér finnst endurgerðir eyðileggja upprunalega myndina. Nei, það meikar í rauninni ekkert sens. Nei, og mér finnst framhald ekki skemma fyrstu myndina, skilur. En getur það dreigið aðeins úr þetta sem ég talaði í 80s horfþættinum, svo Hellraiser, þú sé hana? Nei, ég á eftir horfana, mér langar ógeðslega að sjá hana. Okay, mér finnst það aðeinslega, ég dýrka fyrstu Hellraiser, en þeir eru búin að gera fucking 9 myndir. Já. Og ég vil meina það, út af því að flestar þessi frá sem eru drasl, getur ekki verið að þessi búið að taka aðeins smá valjú úr fyrstu myndinni, af því að fólk búið að setja núna allt í sama graut bara, þá hugsa maður sér Hellraiser, þetta drasl. En ef þessar framhaldsmyndir ekki til, ef bara eitt væri til, þá held ég að hún myndi ranka ennþá herra á þessum listum, bara yfir bestu hryllismyndir til dæmis. Þú ert ekki sammála því? Jú, að sjálfsögðu, sko. En svo bara eitt. Ég er búin að hugsa þetta aðeins. Að því ég vildi koma þessu á, ég vildi að við myndum spjalla þetta. Ok. Og mér finnst fólk bara vera upplýstara í dag. Við höfum interneti í höndunum á okkur. Þannig að það að framhaldsmyndir sé að sverta orðspor fyrstu myndarinnar. Mér fannst það eiginlega rökrétt á sínum tíma. Þegar við vorum kannski bara, þú veist, vorum ekki jafn miklar upplýsingar og við erum með í dag varðandi, þú veist, þessi mynd að fá góða dóma, hún vel tekið í, hvernig grætt hún og svo framvegis. En í dag, ef þú googlar Hellraiser og færið bara upp fyrstu myndina á IMDb, sérð hana, og þú ætla að horfa á hana, þá getur þú tekið með þetta ákveðnum að hætta, skilur. Starti ekki að sjá framhaldsmyndinar. Já, meina þú ert þá kannski búin að googla það að margir að tala um að framhaldsmyndir séu lélegar, þó að hvað að sleppa þeim. Já. Það er góð punktur. Og ég meina, þá bara, veistu bara, ok, horfum við ekkert meira. Já, þú veist, framhaldsmyndinar eru bara framhaldsmyndinar. Og ég meina, fullkomið dæmi um þetta alltaf sem ég hef séð, ég get náttúrulega ekki talað um Hellraiser, ég hef ekki séð hana, sko, og ekki framhaldsmyndinar heldur. En Saw, þú veist að tala við Nönnu um Saw, ég dýrka Saw. Ok, af hverju dýrkar það? Sko, fyrsta myndin er náttúrulega brilljant. Hún er mjög góð. Já. Og það er fullkomið dæmi um framhaldsmyndir sem að skemmtu upprunarmyndina. En það ætti ekki að gera. Fólk ætti að taka upplýstari ákvörðunum að horfa á fyrstu myndina og svo getur það hætt. Af hverju séu það skemmi? Meina því þeir eru að tengja svo mikið við fyrstu myndina? Nei, bara public image. Já, ég skil þig. Já, hvernig fólk, þú ert ekki það með því persónulega. Nei. Þú ert að tala um hvernig fólk lítur á þennan bálk. Já. Fólk hugsa um Saw og það hugsa um viðbjóð. Og markaðsefnið, því meira sem leið á myndinar, var meira viðbjóður. Þú veist, yes, there will be blood og blablabla. Og þú veist, Saw 3 eru 3 afsagaðar puttar, skilur við. Já. Fyrsta myndin er ekki hryllingsmynd, þetta er spennuþrillar. Með geggjuðum enda. Þú veist, holy shit. Þetta er mynd sem að, þegar hún var búin, þetta er eitt af mestu svona, oh my god, atriðum sem ég hef séð á ævinni. Þú veist, bara, vá. Þetta er bara á par við, bara what's in the box. Já, bara 7. Já, þú veist, upp á tvistið, skilur við. Nei, þetta er gæðug. Eins og þú kannski veist, þá er ég búin að horfa aftur á Saw-mynda, það er ekki talað síðan. Já. Ég mitt, fyrsta er, þetta er low budget mynd, maður sér það á köflum, en sérðu talenti á bak þessa mynd. Hvað fóru þessi 2 gaurar að gera eftir Saw? Lee Whannell og James Wan. Já. Ég myndi þeir fóru báðir í dag eru leikstjórar. Og þeir eru að gera, ég myndi James Wan hafði kannski upp og niður hvað fílar það sem hann hefur gert, en þetta er talent. Það er hæfileikar hjá þessum gaurum. Já, og fólk ætti ekki að láta ákvörðun stúdíósin sem að gera hellinga ókvæslega framhaldsmyndum sem að ég reynda að fíla. Þetta er alla skemmtlan megin. Já, ég er sammála minnst ok, við ræðum að en ekki láta það eyðileggja fyrstu myndina. Ég hef heyrt marga segja, þú veist, því að ég bara dýrka svo að mæla oft með henni og segja, nei, ég vil ekki sjá svona mikið viðbjóð, ég er svo viðkomið svona mikið viðbjóð, þú veist, er ekki bara, þú veist, verið að skera, þú veist, fólki sundur og er ekki fólki í einhvern svona tækjum og rifaða hún tunguna og blablabla, ekki fyrstu myndin. Hún er ekki hannig. Hún er svona brútal. Já. En ekki eins og framhaldsmyndin, nei. Já, hún er alveg, þú veist, hún er brútal en ekki með framhaldsmyndina einmitt. Nei, það er alveg rétt. Þú veist, hvað er premissið í fyrstu myndinni? 2 menn eru læstir inn í herbergi og þau þurfa að komast út. Það er öll myndin. Algjörlega. Þú veist, hún gerist náttúrulega ekki öll inn í herberginu. Nei. En þetta er eitthvað annað torture, innan gæsalappa torture, í myndinni heldur bara þeir 2. Í fyrstu? Já. Jó.
Gæinn sem skrifir ekki henni gattavírinn og það, svo reyndar, svo alltaf að ég horfa allar svolítið back to back. Já. Það var svolítið svona, það eitt svona hrærigrautur. Já. Kona með hjálminn, en hún slapp. Já, hún slapp. Þannig við fengum ekki að sjá, kjálkin var ekki rifinn. En svo finnst að sjá það í einnig framhaldsmynd. Nákvæmlega. Já, ég skil hvað við. Fyrsta myndin fer ekkert í svona mikið viðbjóð, sko. Nei, ekki eins og síðar myndina. Hún miklu meira byggð á bara spennu og thriller. En það þá ekki bara fullkomið dæmi það sem ég var að tala sem við Hellraiser? Þú ert með svo? Ef þú getur bara, segjum bara að þú getur þurrka út alla framhaldsmyndar. Og þetta bara verið svo Seven. Það kom bara ein Seven mynd. Já. Það bara komið ein svo mynd. Heldur þú myndi ekki ranka herra? Jú, pottþétt, en þú veist, hún ætti ekkert að gera það, skilur. Menn að hún alveg þess virðið að vera á listum með svona betri tvistvindum og annað slíkt, sko. En ég held að sé alveg, að hafa neikvæð áhrif að það sé svona margar framhaldsmyndir, sko. En ég samt alveg samanlega, þetta kannski, þeir fóru ekki aftur í fyrstu myndinu og klifta hann eitthvað til. Nei, mitt. Það ekki þannig. Eða þess að þegar fólk segir, já, hún eyðilaði bókina, eitthvað mynd. Nei, bókina er ennþá til. Þeir fóru eins og Kubrick, ef þú kannski sé Shining og þér fannst hann ekki góð, bara hann eyðilaði bókina. Hann fór ekki í bókina og endurskrifaði textan. Hann kom ekki heim til þín, opnaði bókina og reif einhverja blaðsíður úr bókinu og sagði, gjör svo vel, þú fær bara að lesa þetta núna. Já, nákvæmlega, þetta er mín útgáfa, það er fáránlegt. En er ekki fæstir að segja það í dag? Jú, ég held að, eins og ég segi bara, fólk upplýstar einhvern veginn og þú veist, að þú getur bara, þú þarft ekkert að horfa allar framhaldsmyndirnar. Reyndar eitt sem að ég smá svona, þú veist, að mæla með svo, þú gæti fengið svarið, það er ekki 7. Það er ekki að horfa á allar 7. Nei, bara fyrstu myndina. Horfa bara fyrstu myndina. Já, og svo bara kalla það gott. Þú veist, ef þú fannst svona geggjuð, já, getur hort á 2, hún er góð, svo getur þú hætt. Mér veist það alveg fyrstu 3 þokkalegar. Ég persónulega fílar allar. Ég bara mæli ekki með þeim nema fyrstu myndinni. En það er að því að sko, ég held að ég sé búin að krakka kóðan, þú veist, af hverju ég fílaði svona mikið. Já, af hverju fílaði það? Fyrsta myndin, geggjað twist. Holy fuck. Seinni myndin, mjög gott twist. Svo þegar líður á myndinar, þá basically bara búa þér til eitthvað, þú veist, bull twist, en þeir gera það alltaf svo vel. Þú veist, þeir eru að triggera eitthvað sem var implantað í hausinn á mér í fyrstu myndinni, hvað það var gott, nota sama stefið, nota sömur, þú veist, svona dururun, og svona fýta mér svona smá upplýsingum og ég er að fá basically bara endur upplifa. Þetta er svona plat. Já, þú veist, og ég er bara, þetta er geggjumynd maður. Og bara, þetta er geðið twist. Já. Svo kannski fann að pæla meir í þessu. Nei, kannski er þetta ekki eins gott twist sem hann fannst. Bara leið og lagið er búið og ég bara svona, þetta meika ekkert sens. En ég virði eitt við þá. Að mér svo fyndi við þessar myndir, að ég er alveg sammálega, þetta er framhaldsmyndir ekki svona guilty pleasure á mér. Fyrsta er alltaf langt best. En mér er svo gæðið þessar myndir. Bara hvernig ætlaði að tengja þessa mynd? Já. Skilju, hvernig kemur, þeir eru alltaf að reyna að vera með twist. Já, þeir reyna einhvern veginn að tengja við, bara hvað, manstu þetta þessu atriði úr fyrstu myndina, manstu þetta þessu atriði úr nummer 2, svona tengju það í nummer 5. Ég er lúmst gaman af því. Já, ég líka, sko. Ég er alveg, handvið sem að rætisrúmið fyrir allar þessar svámyndir eru bara hópur af fólki á mjög mjög kókaini. Þú veist, að reyna að pinna þetta allt saman, bara með risastóran vegg af svona conspiracies og þú veist, að því að reyna að bústa þessu saman. Já, bara hvernig getum við gert það núna? Þú veist, eins og Hoffman, þú veist, hlýtur að muna undir honum sem karakter. Já, Agent Hoffman. Þú veist, þegar hann fer hann í lokin á 4 eða eitthvað, fer hann inn í kassan, skilur, og kassin svona dregst tilbaka og hann svona illur á svipinn. Já, og þá náði hann að læsa manneskinn inn í herbergi eða eitthvað og sleppa. Já, kom ekki eitthvað svona eitur eða eitthvað og þá slapp hann. Jú, fór í kassan og slapp einhvern veginn og tónlistinn dururun, Hoffman í vondur, eitthvað svona og þú bara eitthvað, wow, geggja twist maður. En þú þarft líka, þú veist, ég held að við séum líka báðir sammála það að þú þarft að vera basically verið í hugarástandi að þú veist að það verður rust. Já. Þú þarft eiginlega bara svona sættaði við bara, ok, plot twistið verður eiginlega bara eitthvað kjánulegt. Það er eitthvað sem ég meina ekki geta giskað á, en þú veist, ég ætla bara að leyfa ég að koma mér óvart að hafa gaman að því. Og ég ætla ekki að eyða tíma á meðan ég er að horfa á myndinni, reyna að finna út hvað er að fara að gerast. Og fatta svona, þú veist, ég ætla ekki að vera sniður en myndin. Þú mátt eiginlega ekki reyna það þegar kemur og svo. Nei, ég er svolítið sammálaður. En svo þegar ég pæli ekki að þú talar væri kannski ekki mikill hryllingsmynda aðdáandi. Ég er það. Ég elska hasamyndir, en hryllingur er nummer 2 hjá mér. Ég hef svona þessa geira og mér finnst samt svo
ef ég tæki allar Friday the 13th myndir, allar Nightmare on Elm Street myndir, allar Hellraiser, þessar stóru seríur, þar sem gera svona mörg framhald, svo gæðalega séð myndi ég ranka frekar hátt. Já, sama hér. Sérstaklega því eins og Saw 6, mannstu henni? Ádela á heilsukerfið í Bandaríkjunum. Já. Hún bara svínvirkaði. Já. Hún var bara fín. Það var ein Saw-mynd sem ég varst bara eitthvað áberði lélegust. Það var heldur 3D-myndi. Já, Saw 3D. Já, það er myndin eftir heilbrigðisdótið. Já. Er það ekki rétt sem er? Svo kom Jigsaw, hún var ekki spes. Samt skárunda 3D bröst. Já, 100% sko. Spiral finnst mér heldur ekkit spes. Já, ég átti að sjá hana. Já, ég var mjög spennt fyrir henni sko. Já. Ég hafði miklu trú á henni, því Chris Rock er bara jafn mikil Saw-aðdáandi og ég og þú sko. Já, hann líka bara ég meina hugmynd og Saw-mynd. Já. Hann hefur verið heima á þessi bara horfa á allast 7 í röð og er bara eitthvað fuck, hann vil ákveða að gera svona mynd. En mér finnst það svo áhugavert og þú veist með Chris Rock, grínleikari, grínisti, hann kemur bara og hann er ekkert að djóka, hann segir bara ég með geggja hugmynd fyrir Saw. Bara strax það finnst mér mjög áhugavert. Já. En var þetta sem bara drasl? Nei, hún er ekki drasl, hún er bara, hún basically fellur eða smá sjálft sig með plot-twistinu. Af því að þú veist, það eru svo mikið plot-twist-drifnar að plot-twisti var, mér fannst það bara svona, ok, cool. Ekki sérstætt. Já, þetta er bara svona, ok, meikar ekki. Þetta meikar ekki sérstætt. Nei, svona, nei. Þú veist, þetta var bara svo að því að, þetta var ekki heilla mér nógu mikið. Þetta var ekki nógu mikið svona convoluted, svona puppet mastery. En var lagið? Já, lagið kom. En það var ekki nógu í þetta skipti? Ekki í þetta skipti, nei. En er þetta ekki líka bara búið núna? Er þetta ekki komið gott? Nei. Viltu aðra Saw-mynd? Já, ég vil að þeir nái að gera þetta vel. Þú veist, ég hef trú á því að... Er það? Ég held bara að það hafi verið rangur leikstjóri. Þetta er leikstjórinn sem gerði sko 3, 4 og 5. Já, en er það ekki einmitt rétti leikstjórinn? Hann er með reynslu. Það vildur fá eitthvað svona alvöru. En þessi gæi er ekki gæði leikstjóri. Nei, hann líka fer í sko, hann tók bara leikbókina. Þú veist, enda með hann skotin sem svona, þú veist. Nei, það? Já, þú veist, þar byrjaði myndin að missa mig. Þar verið svona, ok, heyrðu, Chris Rock, Samuel L. Jackson er þetta líka. Og þú veist, nýtt take, Spiral og svona dæmi. Notið tækifærið og farið aðeins frá. Það kom eitthvað nýtt. Það kom 10 myndar að gera eitthvað nýtt. Já, þú veist, farið aðeins frá, þeir þurfa ekki að kópera kvikmynda og upptöku stílina, gömlu myndunum, sem þeir gera með þessu. Af því þið fengur alltaf leikstjóri sem gerir 3, 4 og 5 og hann alltaf bara, já, önnur Saw-mynd. Kann ekki annað. Nei, já, ég hef gert þær. Ég held mér svona að ekki gert neitt merkilegt eftir það. Örugglega ekki. Ég veit ekkert hver þessi gæði er, sko. Ég maður hvað hann heitir, en hann gerði Rebo, sástu hana, eitthvað söngleikja horrormynd. Já, ég man eftir henni, hún var ekki góð. Það er ekki Jude Law, nei, ekki Jude Law. Nei. Hann var í henni, breskileikarinn sem er í Buffy. Hver er það? Æ, ég man ekki hvað hann heitir. Ég man bara að hann gerir þess að Rebo eitthvað, hvað heitir hann? Genetic Opera, eitthvað svona kjaftaði. Held að það er sami gæði. Já. Ok, og svo... En svo er ég, sko, ég er slasher-fan. Þú ert slasher-fan? Já. Ég hort á allar Halloween, allar Friday. Ég er ekki búin að horfa allar Nightmare on Elm Street. Hún náði mér ekki alveg mikið, sko. Ég horfði samt á Dream Warriors um daginn. Á 3. Já. Því ég hafði séð 1 og 2 og ég hef ekki séð 3 og fólk tala alltaf svo vel um 3. Hún sé svo skemmtileg og cool og svona öðruvísi. Og hvernig varst þér? Mér finnst hún ekki góð. Hún er ekki elst vel. Hún er rosalega 80s mynd. Já. Ég held að örgulega sé 80s mynd. Það eru tæknibrellur í henni sem eru bara hræðilega, sko. Og þau eru öll eitthvað svona, þú veist, þetta er gott koncept, þetta er bara illa executað með að við standarda í dag. En þú veist, þetta er mjög skemmtilegt að þeir svona, heyrði, við getum tekið stjórna draumunum og við getum verið hvað sem við viljum. Og einu eitthvað, þú veist, ég er bardagakona með sverð og hvað, þú veist, geðið cool, eða hefði actually barist almennilega við hann einhvern veginn. Þetta var kjánulegt, já. Ég skil samt okkur aðdáðanir fílana, skilur við svona, hún er aðeins öðruvísi. En já, hún er aðeins öðruvísi. En ég samt skildi aldrei, allir bara, að Dream Warriors ekki ekki. Það er það samt. Mér langar að sjá New Nightmare, ég ættir að horfa á hana. Hún er skemmtileg. Já, ég trúi því. Hún líka reyndir svona eitthvað aðeins öðruvísi. Já. Þú veist hvað hún er? Já, algjörlega. Já, ok. Af því hún var alveg, ég maður þegar hún kom út, mér varst það svona áhuga nálgun. Já. Hvort sem hún fílar hann ekki, þá allavega hlýtur að viðurkenna það að Craven reyndi að gera eitthvað nýtt. Já, eftir, hvað er þetta? Myndum við 5 eða 6? Held þetta sé 6 eða 7. Já, ok, vá. Það er alveg, þú veist, það er aðdáðanvert bara út fyrir sig. Það verður bara, komin í 7. myndina
Gerum bara eitthvað trippy. Já, eitthvað meta og... hann gerir bara eitthvað meta og Robert Englund leikur sjálfan sig og Freddy Krueger og svo alvöru Freddy Krueger. Þetta er alveg, já, hún er skemmtileg. En man ekki, þú var að tala um 80s horror hérna. Hvort varstu meiri Halloween eða Jason maður? Já, þú bætið við Freddy. Ég var alltaf meiri Freddy maður. Já. Freddy Krueger heldur en Jason Voorhees eða Michael Myers. Já, ég meina bara aðalega þeir tveir að því að minnst þeir meiri slasher. Já, það er alveg rétt sér. Það er meira svona klassíska slasher-dótið. Já, gæði með hníf. Ertu að tala um myndirnar sem slíkar? Ertu að tala um morðingjan? Bara seríunar. Halloween er betri sería. Já. Mér finnst það. Hvort þú verður meira gaman af? Hvort myndir þú finna eitthvað skella Halloween í tækið eða Jason? Ertu að tala um fyrstu Halloween og fyrstu Friday the 13th? Að ég get svarað þessu strax. Já, nei, mér finnst það eiginlega ósanngjarnt, sko. Fyrsta Halloween er íkonísk. Fyrsta Friday the 13th mynd er mynd sem að er ekki eins og restina allir myndunum hinnum. Þetta er ekki Jason. Þetta Jason er ekki þar. Já. Ég fíla hann samt, sko. Mér finnst hún skemmtileg. Mér finnst hún skemmtileg en Halloween. Já. Ég hef aðeins talað um þetta í podcastunum. Ég átti í rökraðan við gæja á ykkur kvikmyndgrúfu að því Halloween eldist ekki vel. Finnst þér ekki? Ég man ekki hvað langt sem ég horfði á hana. Já, þú manst ekki hvernig hún sást það síðast. Nei, ég manst það mjög vel eftir henni, sko. Hún er rosalega hæg. Það gerist rosalítið í henni. Hún er rosalega illa leikinn. Já. Michael Myers keyrir bíl í henni. Já. Og minnst bara það, ég var búin að steingleyma því. Það er fucking hallarslegt. Já, mjög skrítið. Og tónlistin er geggjuð. Hún mega það. Stefið er mjög töff. En ég held bara að margir horror-aðdáendur séu með svolítið mikið nostalgíu gleraugu þegar þeir hugsa upprannlegu. Af því Carpenter-myndir eldast oft mjög illa. Já. En til svara spurningunni henni frekar eitthvað að hala. Ok, ertu að tala um ég mætti taka kannski bestu Jason-myndina og bestu Michael Myers? Já, höfum þannig. Ok, höfum þannig. Já, höfum þannig. Alltaf Halloween. Ok. Alltaf. Frekar. En þú? Já, ég myndi taka Jason frekar. Þú frekar Jason? Já, mér finnst það skemmtilegri karakter. Aha. Já, mér þykir eitthvað svo vænt um Jason. Það því að sko ég horfði á þær allar á bara svona kannski 2-3 vikum. Shit, ég keypti á iTunes, það var tilboð. Já, það. Fekk hann allar, eða fyrstu 6 eða eitthvað, og $12 eða eitthvað. Já, nice. Þannig ég þarf að taka þær allar, það er svo langt síðan sá þér. Já, ég horfði þær allar bara í röð, hvort það verið kvöld eftir kvöld eða eitthvað svona. Það er svona 10, 11. Ég með Jason X er 10. Já, svo kemur Freddy vs. Jason, þannig að ég horfði á svona 11 myndir. Já, og svo auðvitað... Svo endurgerinn. Já, sem ég fannst bara nokkuð góð. Já, mér finnst það lítið sniðut að þeir hérna settu svona undirgöng. Ég fílaði það. Já, mér finnst það sniðut. Svona útskýri hvernig hann er alltaf að teleportast milli staða. Já. Af því að það meikaði ekkert sens í gömlu. Hann bara eitthvað... Stannið þarna. Svo lítur á bakveg og hann er bara mættur þar og bara býtur nú við. Af því hann er bara maður. Er það sant? Já, sem vissulega gengur yfir náttúrulegum hlutum sem endur vekjan alltaf til lífs. En ekki alltaf drefninsmyndum? Jó, svo kemur elding eða stelpa með telepathy og endur vekur hann að stöðu því. Í hvað mynda það? Var það í 50 eða eitthvað? Já, það er einhver stelpa sem er svona yfir náttúrulega krafta, svona telepathic krafta. Svipa á að þú veist, smá svona Dream Warriors pæling, þú veist, manneskja með svona krafta sem að berast við hann. En hún stendur á höfninni og er eitthvað og kraftanir hennar sem sagt vekja Jason, að hann liggur á botninum á hafinu dauður eftir síðustu mynd. Ég þarf að ríða þér upp. Það er rosalega sem ég sá, ég man nokkuð vel eftir fyrstu 2 eða 3. Svo þetta Jason Takes Manhattan, Jason Goes to Hell. Já, sko það er nefnilega fyndin saga að það er mjög erfitt að horfa allar sem myndir bara í röð eins og ég var að gera. En er það ekki lengi að þeir eru allar svo svipaðar? Jú, það eru það. Og ég var alltaf að bíða eftir Jason Goes to Hell. Ég hugsa alltaf, það verður næs að sjá hana maður. Jason Goes to Hell. Geggjaði titill, áhugavert premiss. Og það var hann ekki drasl? Drasl, þetta voru svo mikil vonbrigði. Hann fer til helvítis í 3 sekúndur. Já, svo er hann það er myndina sem hann er slím ormurinn, sem er labbandum og tekur yfir líkamann í fólki og eitthvað. Já, alveg, það breytist ykkur orm. Já, það er Jason Goes to Hell. Þá voru þið bara hættir að reyna. Já, 100% sko. Og þá var ég bara, guð, þetta skemmdi smá í mér þegar ég var að horfa á allar sem myndir. Af því að ég var búin að vera að fara í gegnum þær með þeim væntingum að Jason Goes to Hell yrði... Það var svona ljós í enda gangana. Já, af því að ég ákvaði IMDb þar ekki og sjá ekki einhvern
þegar það var IMDb náttúrulega marktækt þegar ég var að gera þetta. En horfður varst að sjá það allir fyrst skipti? Já. Á þeim tíma? Já, áhugavert. Þannig ég ákvað að kíkja ekki á ranking hverja var bestar og svona, ég bara horfði á þær. Og náttúrulega Jason Goes to Hell verstrankaða myndin að möllum, sko. Er hún talin verra en Jason X? Það fyrir geiminn? Jason X geggjuð. Það? Já. Hún er til því metta. Aha. Já, þá er þeir til því svona, þú veist, hann ég var að setja hann í bara svona fáránlegar aðstæður, láta hann gera fáránlegar hluti. Var það í þeirri mynd, okkur sem það hafi verið í þeirri mynd, hann tók einhverja stelp í svefnbók og berinn já, það er besta atriðið í öllum þessum myndum. Þetta var svo mikið culmination af því að horfa á alla myndinar, fá þetta metta atriðið sem hann er settur í, þú veist, gerfi park. Alveg rétt. Og það get ekki dáið og myndin gerir þetta sem smá brandara að hann kemur inn og það er eitthvað svona, þú veist, nei, hann, og svo klift frá því. Svo þegar klift aftur á hann, þá er hann með eina stelpuna í svefnpokanum að berja hana við hina stelpuna í hinu svefnpokanum, en þær eru bara endalaust öskrandi af því að það deyja ekki. Já, alveg rétt, já. Og hann verður svo reiður af því að þær eru ekki að deyja. Ok, ég þarf kannski að gefa henni annars séns. Já, svo fyrir hann í náttúrulega bullið og svona, þú veist, nú er hann orðin svona over Jason og þú veist, mér varst það ekki ekki, þetta var svo mikið svona, heyrðu, fuck it, gerum bara eitthvað silly. Og hann ekki líka komið eitthvað svona sci-fi grímu og eitthvað. Jú. Fáránlegt. Ok, þú eru að horfa allar þessar Jason-myndir, Friday the 13th. Þá þetta verður eitt grautur. Já, ég gerði það saman með Halloween líka, þá var allar í rauði fiskiti. Ok, slasher-myndir. Tökum smá svona slasher-umræði. Þetta eru formúlmyndir. Algjörlega. En af hverju finnst þetta skemmtilegt? Það er bara eitthvað gaman við að sjá yfirnáttúrulegan gæja sem er bara, þú veist, hann er bara unstoppable force. Fara á móti einhverjum peðum. Ég held alltaf með honum. Ég veit allir að fara að deyja, skilur við. Kannski reytin að tveir sem lifa af eða eitthvað, en það skilur ég er team killerinn, sko. Já, þú held alltaf með honum? Já, þú veist, í þessu myndum það sem að þeir eru svona íkoniskir, ég er þarna bara til þess að Jason drepa fólk og Michael drepa fólk á einhverja svona skemmtilega máta. En er eitthvað svona fínlína, fyrir eins og Sydney, ef við tökum Sydney Halloween myndinar, sérstaklega Rob Zombie gera hann 2, mér varst alveg, já, lúmskaði hann á fyrstu myndir hans. Já, mér varst hann taka öðru í sér take á hann, sko. Já, og reyndar hann basically bara endur gerir fyrst í Sydney myndunum á. Já, algjörlega. Þannig, en svona fyrirlutin sínar svona þegar ungur okkar, mér varst alveg skemmtilegt. En það eru tölvöld meira nasty. Já. Og ég veit hvort þú eru búin að sjá hina Rob Zombie myndar, svo Devil's Rejects. Nei, ég hef ekki neitt að horfa á. Hún er bara fín. Aha. Sem bara svona psycho killer, family on the loose, eitthvað. Hún er alveg brútal. Hann ger alveg svona, þetta er svona mean-spirited ofbeldi í myndanum hans. Já. Sem ég heyrði alveg gaman að. Því Halloween svolítið þannig, hann tók þetta og sett í Halloween. Og er ekki svolítið munur á því, svo kannski eitthvað sem er 20 ára gömul Halloween mynd, sem er ekki alveg eins brútal. Ertu samt ennþá í eins og í Rob Zombie myndinni, það ertu bara yes, áfram Michael. Nei, þá náttúrulega er maður aðeins minna áfram Michael, því þá er orðið svo mikið svona cold blood. Já, ég er að segja það. Þú veist, þetta er orðið svo mikið bara svona intent til að gera þetta, þú veist, viðbjóðslegt. Já, og bara vond. Já, sem þetta væri náttúrulega í alvörunni. Já, ef einhver psycho killer með hnífara slátur einhver fólki, það er ekki fallegt. Nei, en hina myndunar eru til því svona, þú veist, Benny Hill-æði getið sem þú verið undir. Já, ég veit það, já. Þú svona fyrir kannski að hlæja bara og brosir og... Já, þú veist, meira svona handritsöndunir hugsa að þú veist, hvað getum við gert núna? Hversu creatively getum við látið hann drepa einhvern? Það er bara fönnu við þessar myndir. Algjörlega. Það er bara markmiðið, finnst mér, sko. Og svo eru þessar, þú veist, eins og Rob Zombie, þær eru góðar, fyrsta myndin er góð, finnst mér, fyrir það sem hún er, fyrir að gera bara svona aðeins nýtt take á Michael. Já, ég sammála. Og gera það bara mjög brútal, og þú veist, þá ertu ekki lengur, hann er til að snúa við, skilur, þú heldur ekki lengur með honum. Af því að stjarnan í Halloween-seríunni er Michael. Já, algjörlega. Kartin hans. Já. En því að Rob Zombie nefnilega reynir líka að gera það aðeins mannlegan. Þú fær aðeins að kynnast frá hvernig hans uppeldi var og hans bakgrunn. Hann gera hann mannlegri. Mér, sko, oftast fíla ég ekki. Bara eitthvað svona, oh my god, þið þurfum ekki að útskýra allt. Mér fannst alveg skemmtilegt take hjá Zombie. Og mér fannst fyrir hlutin af hans mynd tölvöld áhugaverð heldur en seinni hlutin. Já, sammála. Þetta verður bara svolítið svona Halloween fyrsta. Þannig við komum eitthvað nýtt. En ég á eftir að sjá samt, þú veist, Halloween, hún heitir það bara, Halloween.
Já, 2018. Já, ég eftir að sjá hana, sko. Ég var ekki hrifinn. Nei. Ógislega var ekki eitthvað, þetta er geggjað, þetta er besta Halloween mynd eitthvað. En hún gerir það líka, minni var lögregla, hún hunsar allar. Já, hún er beint fram alltaf fyrstu myndinni. Það var ekki 2. Æ, ég maður það ekki. Er hún ekki bara Halloween 2? Er þetta ekki bara, þú veist, eins og hann hefði farið í... Jú, ekki sé, ég maður það ekki alveg. Jú, þetta er bara, jú, það er rétt sér. 2 gerist í rauninni ekki. Já. Heldur rétt sér. Og hún var einhver basically paranoið veit að því að hann flúði í fyrstu myndinni. Já. Veit hann er lifandi og er alltaf að bíða eftir hann sé að koma aftur. Já, og Laurie Strode er einhver svona badass amma í þessar mynd. Ég meina, hún þokkar vel gerð og allt það, en hún var ekki alveg fyrir mig. Er þetta spenntur Halloween Kills? Já, ég meni þetta bara horfa á Halloween fyrst. Já. En ég er alveg peppar í að sjá hvert það fer, sko. Af því þeir ákvað að gera svona 3-leik. Já. Búin að ákvaða það bara frá fengu basically grænt ljós við 3 myndum. Og svo held ég að næsta heitir bara Halloween Ends. Já. Þannig bara klálega endir hér. Já, ég veit ekki. Svo spyr maður sér líka oft, er þessi karakter, er þetta bara búið? Er búið að mjólk geta eins og langar að fara Terminator mynd? Nei, langar ekki að fara Terminator mynd. Langar að fara Alien mynd? Nei. Aðra Predator mynd? Já. Er það? Ég væri til í Predator mynd. Af hverju? Þetta er búið að vera svo mikið rust. Já, ég veit það, en það er líka því að þeir nýttu aldrei karakterinn. Þeir gerða það bara í fyrstu myndinni. Hvað myndir þú að sjá? Ég myndi að sjá bara mynd sem er svona svipa á fyrstu myndinni. Fyrstu myndin er til, hún er bara gömul, þú veist, en ég væri til í að sjá uppfærða útgáfi sem er bara meiri, þú veist, spennu thriller eins og fyrstu myndin var. Meinar þú viltu fá bara endurgerð? Viltu fá hermenn í skógi og... Sure, endurgerð væri bara með einhverjum gæja sem er til í að taka first take á þetta og bara endurgera fyrstu myndina. Akkur ekki? Það var ég að spyrja, við skulum fara að enda þetta síðan, svo kærastum ég drep mikið, svo kannu sé. Mér langar aðeins að ræða þetta við, ég var búin að ákvæða mér svo fyrirfram, bara ég ætla að spyrja Sigurjón út í þetta. Ég var að horfa á núna daginn, fyrsta skipti, The Thing, 2011 útgáfuna. Ok. Sem, hefur séð hana? Já. Ok, þú hefur séð væntanlega upprunalegu? Já, búin að sjá bara. Já, eða upprunalegu, þú séð 82 útgáfuna, ég er ekki að tala með þess að frá 50 eitthvað. Já. Ok, búin að sjá bara. Ég er bara haldið séð, ég hafði engan áhuga, ég dýrka 82 útgáfuna, ég hafði engan áhuga að séð á þessa 9. En ég fór svona að pæla, að þetta er ekki endurgerð, þetta er einhvernig prequel. En fokk hann léleg. Og mér finnst það svo leiðilegs, þetta er svo dölmynd, allt í henni bara leiðilegt. Og þá fór ég svona að pæla, Carpenter gerir 82 útgáfuna, og það er einhvernig endurgerð af mynd frá, minnum við 50-51. Já. Það voru sirka 30 ára milli. Og það er einhvernig sami tím, ég var að milli 82 útgáfunar og 2011. Já. Cronenberg gerir The Fly. Þú séð hana? Já, eftir að sjá hana. Ok, frábær mynd. En það er líka mynd frá 86 og upprunalega er tölvöld eldri. Hann gerir svona nútíma take á þeirri mynd. Já. Bæði The Thing og The Fly eru taldar vera bara með betri hryllismyndum sem hafa komið út. Af hverju erum við ekki einhvern veginn að ná? Ég er að hugsa um eitthvað svona nútíma dæmi. Af því, af hverju gætt Carpenter gert þetta? Bara, ég hef mig geggja take hérna. Svo reyna þeir að gera þetta 2011. Ég hef mig geggja take hérna á The Thing. Og þetta er bara rusl, eða fannst það okkar sér góð? Nei, sko, vandamáli við Thing, ég held að ástæða fyrir því að hún er svona léleg er að því að hún er ómikið að fylla inn í, þú veist. Að reyna að vera prequel. Já, hún er ómikið bara by the numbers, þú veist, af því það er basically búið að skrifa handritið fyrir þessa mynd áður en hún er gerð, þú veist, þeir horfðu bara á Thing sem að Carpenter gerir, nei ekki Carpenter, Carpenter. Horfðu bara á Thing sem Carpenter gerir og segja bara, heyrðu, við þurfum að skrifa handrit sem að snýst um hvernig þessi gæi er hérna, hvernig þessi gæi er hérna og hvernig þessi er hérna. Og svo endar hún bara basically þar sem hinn byrjar. Já. Það er vandamálið við myndina. Það hún svo föst við það. Já, þeir fengu, það var ekkit, þeir voru ekkit að gera neitt nýtt eða að segja ykkur að sögu sem þess verið að segja. Hlutin af því sem að gera þing svo góða er, þú veist, óvissan. Þegar þeir koma þarna, hvað gerðist? What the fuck, ákveður allir dauðir hérna og hvað er í gangi? Ákveður þurfti að búa til bíómynd sem að útskýrir það fyrir okkur. Ég er sammála. Það er fáránlegt. Það er svona endurgerðir sem ég er ekki hrifinn af. Þú veist, það er ein mynd sem að ég væri til í að sjá endurgerð allir. Það er hérna Event Horizon. Mér þykir svo vænt uppruna. Já, sama hér. Alveg 100% sko. En þú veist, maður við ekki að það mikið af henni er shit.
það góð myndan einhver staðar, hún var klippt í burtu. Já, einmitt, sem alltaf mjög frægt. Já. Og það líka bara ónýtt. Filmun var bara ekki til. Já. Hann gæti ekki sem gert direktorskott þótt að myndi vilja það. Nei. Þannig að, þú veist, mér finnst alltaf að gefa grænt ljós á, ef einhver hefur áhuga á því, þar að segja. En það líka, ég held að það sé líka smá mynd það sem að þú getur ekki endurgert hana nema einhver hafi áhuga á því. Þetta svona hryllingsmynd, típist eins og með Thing, skilur, að endurgera einhverja 30 ára gamla hryllingsmynd, Carpenter kemur og hugsi með Vision fyrir þessa bíómynd hérna, ég get gert hana betri, einhver komi, horfa á Event Horizon og segja, ok, ég ætla að laga þetta, gera þetta mínu, segja aðeins öðru í þessi sögu og basically gera það sem var aldrei gert. Það sem Event Horizon hefur, alveg svona hvað fólki finnst hana, það sem hún hefur, mér finnst þetta rosalega áhugavert grunnpremis. Já, sammála. Konceptið rosalega áhugavert að menn ætla sér að ferðast bara í gegnum þetta svartúr sem búa til. Þetta var náttúrulega, sorry ég sé skjótinn, þetta var náttúrulega myndin smá endurgerð í tölvuleik sem heitir Dead Space. Já, ég spilaði með Dead Space, ég spilaði alla. Þeir eru alveg skemmtlegir. Þetta var svolítið Event Horizon. Já, leikurinn bara klálega endurgerð á Event Horizon, sko. Ég veit ekki var þannig, ég held að Dead Space var ekki til ef að Event Horizon ekki verið gerð. En grunnhugmyndið mitt að þeir opnirunni bara, þeir fara miklu lengra en þeir ætluðu. Og fara til helvítis. Já. Eða í einhvers konar vít, þetta einhvers konar vít eða hvað kallar það sem við myndum kannski túlka sem helvíti. Mér fannst það svo geggjað, svo kemur skipið tilbaka og það eitthvað í skipinu sem að leifar af þessu helvíti. Já. Og mér finnst svo hugmynd svo ótrúlega áhugaverð og skeri. Já, ég sammála, 100% sko. Þannig að, ég vistu það, ef eitthvað kemur núna bara því að mér geggjað hugmynd fyrir nýja Event Horizon. Ég myndi sjá hana. Klálega. Og ég meina, ef það eitthvað gæði sem hefur passion og, þú veist, góði leikstur og eitthvað svona, þá held ég að geta alveg verið gott. Þú veist, endurgerðir ekkert alltaf slæmar, skilur. Mér finnst alltaf að gefa fólki sensi að henda í aðra útgáfa að myndu sem að fengu í rauninni eitthvað mistreatment. Ég held líka, það er alveg rétt sér. Ég hef alveg verið harður gagnvart endurgerðum í langa tíma, en svo fór ég svona ekstra pæli í þessu eftir 80s þáttin sem ég gerði með Óla, að því það Thing er endurgerð. Já. The Fly er endurgerð, mér finnst það báðar bara algjört meistaraverk. Þannig að þú getur alveg, það er rétt, þú getur alveg tekið eitthvað og sett í nýja búning, gert góð útgáfu og ég vil sérstaklega sjá það með kannski myndir, það er eins sem ég í huga, Highlander, hefur þú séð hana? Ég ætti að sjá hana. Ok, hún til dæmis, það er mynd sem ég þykir rosa væntum, hún eldist ekkert svakalega vel. Það er rosalega svona 80s mynd, svolítið batsins tíma, en grunnhugmyndin í þeirri mynd er rosalega sterk. Já. Og þeir að tala núna, ég held að Henry Cavill sem er búin að ráða hann í aðalhlutverki. Já, það ekki. Og gæðin sem þarf að gera hana er Chad Stahelski sem er búin að gera John Wick myndirnar. Já. Ég til að sjá það. Einmitt. Hvað er hann dýrkar Highlander. Já. En hann er greinilega með eitthvað take, einhverja hugmynd, eitthvað vision. Hvernig lítið það út? Já, ég held að lykillinn við þetta sé líka endurgerðir sem eru ekki greenlightaðar á stúdíum. Já, þetta sé passion project hjá okkur kvikmyndagerðarmanni. Já, þetta er ekki einhver stúdíó topp sem að horfir á sér, þú veist bara, já, Terminator maður grætti svo fucking mikið pening, verðum að gera fleiri þannig. Já, mjög erfitt með að trúa að eitthvað af þessum leikstjórum sem að gera framhaldsmyndir af Terminator, Genesis og alltaf dót. Ég held, já, mjög erfitt með að trúa að einhver af þeim labbaði inn og sagði bara, ég er með geggjaða fucking hugmynd. Nei, þetta er stúdíó sem hringir í. Hey, við erum fara að gera Terminator, viltu gera hana? Já, við þurfum að gera aðra Terminator mynd. Og það er svona líka, já, mjög ánæður. Ég nefndi, við vorum bara að ræða einu sinni í þættinum í okkur hvaða myndir við varum til þess að endurgerðar. Og ég nefndi Event Horizon og ég nefndi Nosferatu. Hann er að fara að gera hana? Já, og svo bara stuttu setna, þá bara, heyrðu, það er verið að fara að gera endurgerðar Nosferatu. Og það er mér sem er líka fullkomið dæmi hlutur sem mynd sem getur verið góð endurgerð. En það er líka mjög áhört bygg fyrir leikstjóra. Já. Og ég var ekkit svakalega hrifinn af Witch. Er þetta ekki hann, Robert Eggers sem er að gera? Jú. En ég horfði á Lighthouse og rosalega áhugaverð Mjög áhugaverð. Mjög áhugaverð mynd. Hún situr alveg í mér. Já. Ég myndi kannski ekki, ég er svona aksjóngauður og eitthvað, þetta er rosalega sérstakt listaverk. En hún situr í mér. Og bara þessi gaur, hann er nú að gera eitthvað vikingamynd sem ég er líka spenntur að sjá. The Northman, er þetta ekki hann sem gera hana? Ég veit það ekki. Ég held að Eggers sé að gera hana. Ég hef ekki heyrt af henni. En hann er að fara að gera mynd Nosferatu. Og ég var bara, vá, af því hann er svona auteur. Þú ert algjörlega með, þetta er listamaður. Já. Og ef hann vil gera Nosferatu mynd, ég til. Já, bara gera þessu vel. Nosferatu líka var það gömul að fólk, þú veist, tengir ekkit
man ekkert eftir því, þú hugsaði bara Dracula, skilur, Nosferatu önnur saga. Ég held að þetta getur verið sturlað spes og skemmtilegt, sko. Það fyndi þú skildi segja það, þú sagði þetta áður nú vissir að hann ætlaði að fara að gera það. Já, þetta bara mynd sem að ég hef reynt að horfa á Nosferatu frá 1912. Ég gat ekki klára hana. Er hún ekki 20 eitthvað? 1920 og hvað, já. Jú, örugglega. Hún er alltaf 100 ára gömul. Já, hún er ógeðslega fucking gömul. Mér var samt áhugavert að horfa á hana. Já, ég séð hana, sko. Já, ég meina, þetta er svona kvikmynda, þú veist, þetta er kvikmynda saga að horfa á þessa mynd. Ég gat ekki klára hana þegar ég reyndi að horfa á hana. Þú veist, ég man ekki hvað ég endist lengi, hálftíma eða eitthvað. En þú hugsaði með þér, það væri alveg cool að endurgera. Já, ég hugsaði, ég væri til að sjá þessa mynd aftur í dag. En fær maður það ekki bara Dracula? Jú, en þú veist, það er samt ekki sama saga. Nei. En var samt ekki Nosferatu, er þetta ekki eitthvað svona Dracula tengt? Er ég að rugla? Jú. Þetta er bara ekki alveg 100% sama saga. Þú veist, er ekki Nosferatu sagan þannig að það er kona sem kemur til hans og þú veist, hann er eitthvað með henni og þetta er ekki alveg nákvæmlega sama saga Dracula, þannig að Nei, ekki nákvæmlega, en hún gerði, ég var að tjekka, með Dracula sagan kemur út á undan Nosferatu og hann snýrði ekki eitthvað að fengi réttin á bókinni eða eitthvað þannig. Ég maður ekki, ég kan segja eitthvað þvæli. En designið því einmitt eins og Nosferatu er bara í þú veist svona svartri kápu eitthvað. Skölldur, eyru, þetta er... Hann er ekki Dracula. Nei. Ég er mjög spenntur að sjá þessa endingar. Já, ég held að það er bara líka sko, þessi leikstjóri, við erum örugglega eftir að fara á hann og vera bara svona ok, þú veist, þetta er mynd. Já, hann er alltaf mjög sérstakar þessi gaur. Lighthouse fannst mér, ég veit ekki, ég á svo erfitt með þegar mikið af þessu A24 dæmi, eins og Witch og Lighthouse. Ég á rosalega erfitt með að segja á hans er mjög góð eða mjög slæm eða eitthvað svona, mér finnst þetta að vera bara upplifun. Já, ég er 100% samanlega. Ég er bara svona, ok, þetta er listaverk sem að ég horfði á og ég á mjög erfitt með að meðtaka það, þetta er mjög þungt, það er mikið þarna sem er að fara fram hjá mér, sem að leikturinn reyna að koma til skila, alveg pottjætt, en ég er mjög ánægður af að horfa á þetta. Og svo fyndi sko, eftir ég byrjaði með podcastið, þá horfði ég aðeins öðru sem myndir. Og ég er aðeins svona opnar en ég var. Og þetta er sem ég horfði á Lighthouse. Ef ég horfði á Lighthouse fyrir 2 árum, þá ég hata það. Þetta er skrítið mynd, gerist ekkert þannig í henni, ekkert mikið, það er svona hæg. Það er einhver svona, komar að segja, svona, það er einhver þemu, undirliggjandi þemu þarna sem að, þú veist... Já, ég meni, ég líka að googla, ég var búin myndina, þá googlaði ég. Sama hér, þetta er mynd sem maður þarf aðeins að lesa um. Sko. Já, en ég allavega las hana. Þetta var ekki svona mynd sem ég bara, oh my god, fuck this, eins og með Tenet. Ég bara mér drullu saman allt í þessar mynd, ég nenni ekkert að pæla í neinu eða lesa um einhverja pælingar, mér alveg sama. Það lætur svo ekki þannig. Ég googlaði, og svo var ég að lesa bara, já, ok, hann er að takla þetta og þetta og þetta sem hann er að segja, tekur okkur gamla sögur, setja það í nýja búning, eitthvað, þessi karakter á að tala þetta er svona listaverk. En ég er svona fann að kunna betra að meta svona myndir, þó ég veitir ekki sem þá uppáhaldsmyndir mín, skilur ég frekar þannig myndir, það skilur hvað við? Já, algjörlega. Svona fann að meta listaverkin einhvern veginn. Já, ég er ánægð með það, sko, því að ég er mitt á þeirri skoðanum, maður þarf eiginlega að horfa á þetta til að meðtaka þetta, mér finnst mjög leiðilegt að einhver til sér trailerinn fyrir Lighthouse eða horfur á hana og er bara eitthvað, og bara hættir að hugsa um hana alveg. Þegar að áætlunarverkið er augljóslega miklu meira en það. Þetta er mynd sem að vill á pælar hans í sér, lesir hans til hana og þú veist, það er rosalega mikið í gangi sem að augljóslega mann er ekki að absorba í fyrstu áhorfi. Nei, allavega ekki ég. Nei, ekki, ég held að það sé mjög fáir sem að eitthvað svona... Ekki séns. Ég held að það sé mjög fáir sem að slögt og læta og svo er bara... Já! Ég fatt að hvað hann er að segja. Fatt þetta, góður. En þú þegar maður þá maður bara svona lesa þessu hana. Bara já, hann meinti þetta og hann er að... Þá áknum namna að púsla þessu saman og ég er ekkert að segja það að myndir ekkert endilega þurfa þess að halda og lesir til þess að kunna meta verkið mitt, það var að lesa. Alls ekki, sko. En það var enginn að beða mig að gera það, ég gera það sjálfur, ég hafði áhuga því. Hún vakti basically forvitni hjá þér. Forvitni. Af því að það er svona orð sem ég myndi nota þess að lýsinni, mér fannst hún áhugaverð. Það mynda búin að tjekka mér, fekk mér upplýsingar, og ég bara, já, ok. En þetta er kannski ekki mynd sem ég fara að segja við alla, þú verður að tjekka hana. Alls ekki, sko. En þú veist eins og þegar Batman-trailerinn kom og ég bara á Robin Pattinson, geggjað maður.
og fólk er Twilight, þá gat ég sagt, ok, ef þú vilt sjá alveg framistöðu, ég er ekki bara að segja þess að það skemmta þér, en horfðu á Lighthouse, ef þú vilt sjá Pattinson leika að sér raskatið. Hann er nefnilega hörkuleikari og mér er svo ógeðslega leiðilegt, þetta er sagt eitthvað, Twilight-gaurinn, hvað þær fucking gamlar, hvað langt síðan það var? Ég veit. Á bara ekkert að gefa hann mann að breyk, af því þessi gaur er búin að taka fullt af sénsum. Já. Ég hef mitt horfð á Good Time, svo ég hefur séð hana. Já, eftir að sjá hana. Mér langar að sjá, ég er búin að sjá hvoruga Safdie-myndirnar. Good Times og Uncut Gems. Já. Ég var hrifnar af Good Time. Já. Uncut Gems var ekki alveg fyrir mig. Ok. Ég bara fucking Adam Sandler í þessari mynd. Ég er ekkert leikarna, ég bara tala um karakternas. Mér var svo ógeðfelldur og ég hef bara engan áhuga eða miklum tíma með honum. En Good Time, það er einmitt Pattinson og hann er bara geðveik. Svo hann í annar mynd sem þetta er bara Rover, ástrálsmynd. Hann var í henni. Já, ég hef ekki séð hana. Hann er búin að leiki fullt af Lighthouse. Hann er geðveikur leikari. Hann er búin að vinna sér raskatið við að eyða útskiluru Twilight ímyndinni. Mér finnst hann örugglega að því að við stundum talandi við gesti í podcastinu. Nýja leikara, unga leikara, hverjir er að koma upp? Eins og ég talaði hvað er nýr De Niro eða Pacino eða einhver svona. Pattinson finnst mér vera einn af þessum virkilega áhugunum unga leikurum. Já, ég sammála. Men hann er ekkert að gamall. Nei, hann er samt eitthvað 35-6 eða eitthvað. Kannski meira. Já, það er samt ekkert... Það er ekki gamalt, nei. Það er ekki gamalt, ekki miðað við alla þessa gömlu hetjur. Já, nei, alls ekki. Ég held að það sé bara nokkuð ungur. Við höfum ekki glemma því að 35-6 ára var kannski gamalt til 200 árum, sko, en fólk lifir til... Fólk er ekki að deyja að því að stakk sig á priki út í skó, vertugt. Herra, hann fættur 86. 86, já. Það er svona ekki gamalt. Nei. Hann er fucking yngri en ég. Já. Það er nóg fyrir mig. Ég veit. Herru, fyrir maður slót þessu, segja hún. Já. Þetta er búið að ógeðslega skemmtilegt. Þetta var geggjað, mjög gaman. Það ekki? Jú. Við varum með þess aðeins lengur en... Hvað? Kæðast að vera kannski brjáluð í mig núna. Hvað eru við búin að vera lengi? Þetta er alveg hvað, 2:40 eða eitthvað. Já, ok. Þetta líður rætt. Já, þetta gerir það. Það er líka það sem mikil munið því að hafa opið gluggan allir eitthvað smá tíma. Það var ekki alveg jafn heitina. En popkultúr, þú og Tom erum með podcast. Já. Hvað getur fólk hlusta á það? Herðu, öllum helstu veitum. Bara nákvæmlega saman stað á þeir hlusta á þig, nema við erum ekki með YouTube, vissulega. En Spotify og annar podcast. Já, þeir eru á, ég held að það sé bara allstaðar. Mæl með að fólk kíkja það, það verður áhuga. Þetta er aðeins öðruvísi heldur en það sem þú ert að gera. Þegar ég minna svona, þeir eru ekki að fá marga gesti beint, er þetta ekki oftast bara þið tveir? Jú, við ætluðum... Einn og einn gestur kannski? Já, við ætluðum alltaf að vera með gesti en við byrjum í COVID. Basically þegar við vorum að fara að byrja að skipuleggja hverja við ættum að fá, þá kom COVID og við bara eitthvað, fuck, já. Þannig að þættirnir okkar þeir eru mikið sko umræður þú veist, við förum við fyrir leikstjóra, við erum að tala mikið kannski bara eina bíó, eins og síðasta þátturinn okkar var bara framleiðslan á Wizard of Oz og allt sem að fór úrskeiðis. Þið fara aðeins svona dýpra en ég oftast. Kannski svona behind the scenes og... Já, ég held að stóri munurinn á okkur er að við erum eiginlega bara með eitt subject í hvernig þætti. Já, einmitt. Við förum dálítið mikið bara í einn hlut í einu. Já, takk eina mynd fyrir eða einn leikstjóra eða eitthvað svona. Já. Einmitt. Já, ég er bara að hlusta á nokkra þætti. Ég hlustaði einmitt á Kevin Spacey þáttinn. Hinn umdelda mann. Já. Justice League. Já, hlustaði á Justice League þar, já. Já. Mér finnst það ekki svo gana því ég gaf Justice League þátt sjálfur. Já. Ykkur var allt öðru í sig. Eins og þið kannski fara það svona dýpra í að menn ég bara hlæja Jason Momoa sem Aquaman, skilur við. Einmitt, já. Við erum tveir þættir sem parast mjög vel saman. Já, þetta er bíómyndir, en samt ólíkt. Já, við getum að hlusta á okkar Justice League þátt og hlusta á þinn Justice League þátt, þú ert ekki að velja á milli þeirra, sko. Þú getur hlusta á báða og mismunandi hluti. Allt þessi þættir. En það er sem er gaman, með bíómyndir og þessi fylgir í að taka alls konar sjónhorn og eitthvað, skilur. Herri, bara takk hjá að koma. Já, takk fyrir að fá mig. Mjög skemmtilegt.